Þessi þáttur í boði Smass, þetta súkkulaðihúðað snakk með smá saltbragði, alveg hrikalega gott og þetta norskt súkkulaði sem Nói Sirius að flytja inn. Þetta kemur í nokkrum svona útgáfum, það 100 gramma snakkbókar, 200 gramma snakkbókar og svo nýjungi þessari línu, það svona Smass súkkulaðplötur. Þetta nammi sem allir verða að smakka. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöllin uppáhaldsbíó mitt. Mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíón með Egilshöll. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin. Án þeirra gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur og sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa á bíóblaður. Endilega fylgið bíóblaður á Facebook, TikTok og Instagram. Mér finnst bara svo að ég fara í próf og ef ég segi ekki réttu svörin, þá bara fell ég á prófinu. Þetta ekki svoleiðis. Þetta svoleiðis. Ég bara búin að ákveða að ég bara setja pressa á mig og þú ert að dæma mig. Þú ert að dæma mig bara, Ævar, þess á topp 10 á þér? Ég að taka af þér alltaf pressun og segja þetta skiptir engum máli. Ég að setja hann á mig. Þrýfst best með pressu. Herðu. Þetta fljótgert samt. En eru ekki bara reddi, eða? Jú. Eru ekki bara byrjaðir? Jú, í 10. sæti fast... Já, Alltaf bara fara að dundra út listana bara strax. Já, 10. sæti. Nei. Ég er bara fast 10, 9. sæti, fast 9, 8. sæti, fast... Já, ok, það var svo djók. Þetta var bara smá djók. Það var bara panik. Herru, þetta verður 15 sekundar þáttur. Ég var eitthvað, þú sagðir, fyrir eitthvað sem var að hlusta að horfa, Ævar sagði hann án við byrjum, þá sagði þú ekki að þetta bara stutt þáttur, korter, og þú virkaði eins og var ekkert að djóka. Þannig ég hugsaði með þér, bara fyllið bara allt upp núna, og það verður ekkert spjall í kringum þetta. Nei, ég er ekki að heyra neitt frá þér, Hafi, ég ætla bara að klára hann lista og fara. Það væri samt fyndið að gefa ykkur síðan út þannig dátt í þá. Hvað var bara svona 10 mínútur. Já, hvað gekk þetta á eiginlega? Ok, við erum ekki að fara í það, svona stutt útgáfu. Við erum að fara í almennilega útgáfu af þessu. Við þurfum samt ekki að hafa þetta eitthvað svakalega langt. Ævar. Nei. En ég ætla að spyrja þig núna. Já, spyrðu mig endilega. Þú ert... Hvað það að segja? Ég er svo stressað, mér finnst þess að fara í próf. Þú dækjar próf. Mér finnst þess að fara í próf og ef ég svara eitthvað vitlaust, þá var það bara dæmdur fyrir það. Þetta bara topp 10 þáttur. Ok, þú ert nú búin að koma til mér núna okkur sinnum. Já. Ég held að þetta sé 5. skipti. Ég get örgulega að tala upp að ég man það svo vel. Þú manst náttúrulega ekkert eftir. Jú, ég er ekkert eftir minni fyrir því. Jú, þú komst einu sinni í bara svona almennt bíóspjall og svona, við tölum aðeins líka leiklist og svona, þú ert náttúrulega leikari. Já. Þú komst í þá 200. Rétt. Þú komst í Watchmen. Já. Þú komst í Lethal Weapon þáttinn. Já. Og þetta ekki um 5? Erum við að gleyma eitthvað? Nei, mér langaði að segja við þess að allar ekki að segja síðasta þarna. Eins og það er að þið hugsa að væri einnig viðbót sem myndir aldrei finna þegar ekki til. Já, þú meina bara þess að pína mig. Já, en jú, þetta er þá 50 síðan. Þetta er 50, ok. Það sem ég er að pæla. Ég spurði það á sínum tíma. Og ég áður spurt fólk líka að þessu, sérstaklega eitthvað svona tónlistamenn eða eitthvað kannski með svona listamannsnafn. Já. Ég spurði, þú veist, á ég að setja bara með Hansel Eagle. Að þú má bara ráða því, mér er alveg saman. En þannig að ég ætla að spyrja þig núna. Já, ok. Af því að nú ertu búin að koma svo oft. Já. Og ég spurði þig bara fyrst. Ég hef ekkert spurt þig hvert skipt sem þú komið. Ég hef bara alltaf sett Hansel Eagle. Já. Fylgist ekkert með því? Nei, ég hlusta náttúrulega alltaf að en þetta þegar ég velja það bara spakið í því. Þetta fyrir mér að lesa nafni Hansel Eagle á netinu er bara svo að lesa Ævar Örn. Það er bara þannig. En þannig að ég ætla að spyrja þig það núna. Já. Þú veist, ertu ekki alveg ennþá með það nafn? Jú. Ok. Ertu að safna með einhverju follow? Nei. Allir að followa Hansel Eagle? Þú ert ekki virkasti maður á samfélagsmiðlum. Nei. En það er að færast í aukuna. Ég er aftur að vakna til lífsins. Er það? Já. Ég postaði alltaf daginn eins og sást að því ég er að læra að vera fastansaði. Get plug. Nei, og svo postaði líka sem ég var mjög stoltur að leika aðalhlutverk í teiknumynd. Já, sem heitir? Já, hún heitir Skondin Skortir, baróttan bíkúpuna. Ok. Þetta hljómar að segja hvað sé þetta sína strafnum mínum. Já, ég er búin að sína bötunum mínum þetta. Hvað er hún? Hún er á Stötu Plus. Ég er með Stötu Plus. Já, þetta er á þeim pakka. Og þetta var bara, það var skemmtilegt að gera það og það er ekki, hver sem er það heppinn að fá bara aðhlutverk í
Þú Hvað þá ert bíómynd aðal eða, já, bara aðleikarinn. til hamingjum. Það gæmur. Varstu ekki búin að segja verið eitthvað sjá? Mér minni það. Jú, ég held Mér það. minni það. Náttúrulega Áður hann kom út bara. komið, sko. Já, áður hann kom út. Já, geggja maður. Ég myndi sá þetta, já. Þú postaði mér þetta á Facebook. Já. Ég man ég sá bara, já, heyrðu. Ævar er bara lifandi. Hann er ekki bara til þegar hann skrýður úr hellinu sínum inn í hellin minn að tala bíómyndir. Hann er í góðu gýr ekki það. Já, maður Ok. gerir stundum en þá. Skondin skordýr. Já. En þá er ég einmitt líka að spyrja aðeins út í það. Að gera Hún er í svona... 10. sæti. Þetta er fyndir. Svo erum við Albatross. Já, Eden og hérna, svo er hérna Auður líka hérna. Þetta eru svona top 4. Allt myndir sem þú eru í. En að leika svona... Að vera svona... Hvað best íslensku orðið yfir voice actor? Þetta er Bara raddleikari. raddleikari. Þetta er fyrst sem þú gerir það, ekki? Nei, ég hef gert minna áður, bara þú veist svona... En ekki svona stórt. Ekki aðhlutverk allavega. Nei, þannig að þú ert mæntalega með miklu fleiri línur og þú ert að lengur í Já, það er stúdíónu. nokkru dagar bara þú veist sem að kemur og tekur nokkru tíma sesjón, skiluru. En þú veist, er þetta ekki svolítið gaman? Það er ógeðslega skemmtilegt. Er þetta ekki skemmtilegra en að vera leikari á setti? Getur mætt í joggingbuxum. Já, kannski ekki Skilurðu? skemmtilegra, en það er þannig strax skemmtilegra að vera með einhvern karakter sem að fara að leggja einhvað í. Þú veist, auðvitað er maður ekkert að gefa neitt af sig nema röddina, skilurðu. Já. Að meðan, þú veist, í bíó þá er maður að glæða einhvern til lífsins. Já, Þannig séð. einmitt, við Ég sjáum er sjálfur að andlitið og hreyfa líkamann, mig já, og já. haga mér einhvern veginn. En jú, þetta er bara ógeðslega skemmtilegt. Ég myndi alveg segja þetta væri svona nokkurn veginn á pari að þetta er svo frjálslegt einhvern veginn. Þú veist, þegar maður er að leika þetta, þá er maður ekkert bara eitthvað svona, þú veist, frekar, þú veist, nú er ég bara að tala í mikrofón hérna, Já, já. og maður er alveg, eins og ég er, Þú Alltaf ert hreyfingu. animated. já, svolítið animated. En það sem ég er að hugsa, sko, eins og tökum fólki sem tala fyrir eins og Simpson fjölskylduna. Já, Þetta er svo frægt, bara The Simpsons, búin að vera í 30 ára eða eitthvað. já, Það fólk getur samt líklegast bara að labba út í næstu maturubúð og veit enginn hvað fólk þetta er. Það er mjög líklegt. allavega, Á flestum stöðum, Já, mörgum já. stöðum. en þú veist, já, jú, örglega, maður þekkir hann þeir sem að hafa einhver svona skoðanir og, þú veist, áhuga á kvikmyndum með þáttum. Ég Maður tala þekkir svona hinn- Dan Castellaneta og Hank Já, Azaria en hinn almenni svona borgari, rétt. The Rock, Dwayne Johnson, hann getur ekkert farið bara næstu maturubúð. Nei, þó hann að tala fyrir hérna í Maui, skilur bara. Nei, Moana. Moana fyrir ekki, hann hét Maui, skilur. Já, ég ætla að sjá hana. Pointum mitt er, Það er hörku mynd. ég mun klippa svipið. Já, Pointum mitt er, lapp út í Þú búðu. nei, þú sem sagt færð að leika Já, og færð auðvitað, einmitt, að leika og búa til eitthvað svona karakter og færð, ég meina, komin að þetta stig, eins og með, ég tók sem dæmi bara Simpson já, fólkið, rosavelborgað og þarf ekki að vera að berjast þetta fræðardrasl. já, sem er náttúrulega kostu fyrir þá sem viljið það ekki. En Meina, viltu þú veist, vera þegar frægur? ég var að leika í Viltu Albatross og Eden og svona, maður gæti alltaf lappað út á götu. Svo það er bara að leika í hérna einhverju teiknumyndum og maður bara svona, herri, ég er bara hérna út í búð eins og hver annar maður. Var oftur að bugga þig Nei. bara þetta er Hansel maður, hann er að labba hérna, hann er í bónus. Það gerist einhvern veginn í Bolungauk, þar sem maður alltaf tókum upp myndina. Það var einhverjum svona krakka sem voru að beða mann 100 ára. Einhver svona 10 ára krakka. Maður fór svona smá hjá sér. Ég bara svo kjána að segja frá því. Og maður var svona, í alvörinu viljið þið þetta? En ég skal glaður skrifa fyrir ykkur. Þegar maður var lítill sjálfur, þá fannst maður þetta bara geggja merkilegt að sjá einhvern sem maður hefði séð í sjónvarpinu. Já, já. Bara, vá, þetta er einhver fólk sem er bara frægt. Og þeim líður kannski að sjá bara, þessi er í sjónvarpinu og að associata það bara við að vera frægur, skilur við. En það sem ég er pínu fyndið, ég er alltaf langt frá því að vera eitthvað frægur. En ég hef lent í því. Annað en ég. Ég er alltaf ekki búin að leika ykkur bíómyndum. En ég hef verið á alveg ótrúlustu stöðum og fólk hefur þekkt mig. Sem er þetta ógeðslega gaman. Kekja? Ég er bara með eitthvað bíómyndapodcast og fólk hefur séð mig á TikTok eða bara séð eitthvað þátt eða whatever. Það er samt eitt svolítið fyndið við að því ef ég hitt eitthvað út á götu sem er kannski búin að hlusta á 20 þætti með mér eða eitthvað, hefur búin að hlusta á mig tala Já. í fleiri klukkutíma og ég er alltaf búin að tala um alls konar persónleg mál hérna í þættinu, kannski ég er son og ég á kærustu og eitthvað. Þannig að fólki náttúrulega líður svolítið eins og það þekki mig. Já, þetta. Og ég hef lent í því að, allir sé hitt bara ógeðslega fínur og allt það, en ég hef lent í því að það er bara blessaður.
og ég er alveg, Kemur á fjöllum bara. já, ég var ég að vinna með þessum gæja eða hvað, að ég frekar svona mannglöggur. Já. Hver? Ég er að hlusta hérna þáttu við þér á kíló. Já, geggja. Það skilur hvað með. Já. Þú er bara gæði blessar. Eins og þú sjáu bara alla sem hlusta. Já. Ég man því, þú varst þarna að hlusta þarna, varst ekki með stofu? Að því ég er náttúrulega, fólki hefur ákveðið forskot, og það þekki mig þá betur, sérstaklega búið að hlusta á marga þætti, versus ég kannski aldrei hitt fólki og veit ekki hvað þá er þetta var svo skrítin dýnamík. Hvernig finnst þér að þegar þú veist, þú ert að reyna að tengja, svo segir einhver svona, hvernig bregstu við því, skilur? Er það bara Nei, ég er þannig fólk opna með þessu. Ég er kannski bara að skoða brauð í krónunni, svo heyri ég bara til henni blessaður, og ég lít bara við, og það er bara einhver gæi, skilur. Já, ok. Fattar hvað það er? Þá er ég alltaf bara býtum, var ég að vinna með, það er sér að tala um. Já. Það er bara eitthvað sem opnar með þess, í staðin fyrir, það er öðruvísi á fólk kannski kemur og segir, ert þú ekki með bíómyndapodcasti eða ég var að hlusta á podcast. Já, það er strax búin að fatta einmitt okkur. Það er svona, það er öðruvísi intro. En í rauninni væri þú laus við þetta, ef maður kalla vandamál. Þetta var ekki vandamál. Fræðin er greinilega hamlaðir í persónulega lífinu. Ég get ekki farið í maturbúðin lengur. Þetta væri samt ekki issue nema fyrir það að þú er svo athyglisjúkur að þú verður að gefa þetta út í sjónvarpi líka. Ef við myndum bara gefum röddina, skiluru, bara voiceið, þá myndi enginn þekkja í útliti. Nei, en veistu af hverju ég byrjaði með þetta, eða af hverju ég alltaf með þetta í vídjói? Já, af því þú er svo glory hungry. Nei, ég er að djóki. Andstaðan. Af því þú veist með svo mikið þáttum sem að þurfa að hafa myndefni. Nei, það voru stærstu ástæðan fyrir ég vildi hafa þetta í vídjóformati líka, og ég hata að vera frá myndavél. Okay. Og ég, eins og bara taka myndir, ég þarf ekki að vera miðpunktur athyglinnar. En ástæðan ég gerði það, nummer 1, ég horfi sjálfur á podcast. Mér finnst skemmtilegra að horfa á podcast. Það fannst mér skrítið, ég var að byrja með mitt og það var ekki mynd. Já, skildi. Og hin pælingin er að ég er að fjalla bíómyndir og það er sjónrænt miðill. Já, ok. Mér varst einhvern veginn make a sense að það væri líka í vídeói. Bara valið punktur, sko. Bara geggjað að hafa það lög. Og þriðafstæðan var grókslega frægur. Langt ifrá. Það sem ég bara segja er að gengur allavega vel, Hafi. Þú er bara að vera í þessu núna í hvað mörg. Já, ok, þetta er ekki að djóka núna. Nei, ég er bara að segja, þú veist, ég er að koma inn í 5. skipti yfir sko ára tímabil, skilurðu. Ég ætla það að segja eitthvað, það gengur vel að vera frægur. Nei, ok, þú veist, nú ætla ég að reyna líka bara að tala eitthvað alvörun og einlægt bara. Það bara gengur vel hjá þér og til að hafa mikið með það. Takk maður. Hættum þessum bulli. Hættum að tala eitthvað, ég er frægur út í maturbúðum. Ástæður að tala um þetta er að því, þú veist, að vera svona frægur versus að vera ekki frægur. Ég persónulega alltaf kjósa að vera, eins og ef að minn draumur væri að vera leikari og ég geti valið, það er bara sagt um mig, herðu, þú getur annarkvæmt verið raddleikari eða bara venjuleg leikari, kaup er það sama. Segjum það. Kaupi var það sama. Þá veit ég alveg nákvæmlega hvað ég myndi velja. Það væri að vera raddleikari. Já. En svo, ef þú myndir setja bara kontrastin í því, þá ertu alltaf inn í einhverju soundboxi á meðan þú ert leikari, þá farið kannski að upplifa fullt af hlutum. Nú er ég ekki að leika einhverjum stórmyndum, en maður fara á fullt af location, kynnast fullt af fólki. Ok, ég var ekki með að hugsa. Þú veist, það er miklu meira svona social og skemmtilegri stæðan fyrir bara að þú er með eitt prodúser, já, herrðu, svo koma línur á mig og, þú veist. Og aksjón. Já. Þannig að það er... Hvert þetta fara með bífluguna? Svo getur náttúrulega vantarlega valið. Mér fólk sem er í fræðinni er flest fólk sem vill vera í fræðinni. Það eru margir af stærstu leikurum heims. Ekki allir. Sem að vilja vera, eins og Cillian Murphy sem er nýbúin að vinna Óskarinn, hann vill ekkert vera frægur. Nei, en það er hann ekkert að sækjast eftir, þó að hann sér auðvitað þekktur, en þá eru sumir sem eru að gera út af það bara svona... Sem vilja vera frægir. Ógeðslega virkir á, þú veist, miðlum og eitthvað svona. Svo ertu með, þú veist, Daniel Day-Lewis og DiCaprio sem eru ekkert eitthvað alltaf að posta einhverjum selfies eða gumma við þetta hvað, skilur þú? Ég ætla að kalla hann þátt. Hættum við nú top 10 þátt. Hvernig er bara frægð? Ok, förum bara að kýla á þetta. Ok, fast 10, fast 9. Aftur sama djók. Náttúrulega tengið við síðast þátt við gerum, Lethal Weapon þátt, sem ég varst ógeðslega skemmtilegur, gana taka hann upp. Scream 6 hann? Smá enga humor, inside joke. Ég var búin að gleyma að segja þetta, en að ég segja hvað, það er ángríns, það er ángríns, það er svona 3 vikur sem ég horfði á hana.
Aftur? Nei, ég var ekki búin að sjá hana. Nei, hvað? Við vorum að tala Scream. Þú varst að spoila með að segja Hayden Panettiere var í henni og Dewey alltaf dauður. En núna djóki mitt og núna glata. Þetta backfire. Mér myndi að við verðum að tala Scream 6. Já, við vorum að tala það, en líka allar hinar, En ég byrjaði ekki þáttuna að segja, ævar, þið var Scream 5 bara helviti góð mynd. Mér minni það. Það var eitthvað neins og leiðis. Djúvill maður. Jæja, þetta var allt klipt úr hérna. Og 6 var sem alveg frábær. Betur en 5? Hún var bara alltaf, sko. Betur en 5? 5 var ekki alltaf, ekki. Þetta rennur allt saman í eitt, sko. 6 var betri. Tekur undir það, ævar? Þetta er auðvitað svona 1, 5, 6 og 2, 3, 4. Ha? Býttu. Ég ætla bara að fara ánga. Það er 1 og svo 5? Já. Ég tek ekki fyrir eitthvað þröstin fyrir eitthvað en 5. Þegar ég farið til Hollywood þarna á ángríns. Vist 5 alveg glöð. Það er smá reboot í því. Ok, þetta er ekki Scream þáttur, herðu. Það ætlar að klára allt vatnið það. Veistu það, Ég er alveg að spara mitt hérna og þú er bara glugg. Ég drekk alltaf svo mikið þáttur. Ok. Ég var að borða pizza, þannig ég er ekstra þyrstur núna. Förum að kýla á þetta. Kíló á þetta. Það er búið svo gaman í okkur. Já, geggjað. Búið að hlæja strax mikið. Herðu, Ævar, þú komst með sólgleru. Já, viltu að vera með allan tíma? Ertu til að setja þau upp aðeins fyrir mig og mína áhörundur? Hvaða karakter er þetta eins og? Ok, ég er ekkert að hlæja gleran, ég er bara að hlæja. Ef þú verður með allan tíman, þú djókaði með það fyrir podcastið og þú ætlar að vera með gleran allan tíman. Þetta væri rosalega óþægilt af því ég er svo mikið bara að horfa á sjálfa. Ég veit það. Og sér ekkert feedback í augunum minn. Þetta minnir Svo er það svona steinrunnin. Þetta minnir mig okkur svona skískúl. Varstu þetta henni? Skískúl. Já, ég var reyndar að vonandi eitthvað svona aðeins meira töff eins og þú veist, karakterinn í X-Men hérna. Þú veist, Laser Eyes. Særu Laser Eyes. Laser Eyes, ég er ekki mikið X-Men. Nei, þú tengum það X-Men. Nei. Ok. Herru, viltu hafa glerun á Spotify? Eins og ég sé ekki Er þetta þetta sama? Já, ég vil að þetta er akkurat þess að ég sé hérna þessi momenti hérna, ég held þeim svona einhvern veginn. Já, en þú ert að horfa í þessi kameru. Já, ok. Þú horfa svona beint í þá veit ég sem bara gefa þér fullt af looks, Hafi, og þú verður bara besta lookið. En við okkar að hafa þér með glerun. Já. Við erum bara vant að skíða gaman. Komstu á skíðum? Ég er alltaf skíðakennari. Vissur það ekki? Og svo segum við það. Ég veit það ekki. Ertu leikari, rattleikari, fasteignarsali, skíðakennari? Og jógakennari. Já. Ég var að vinna í 5 ár sem skíðakennari. Akkur er að hlæja? Ég veit það ekki. Það var ógeðslega gaman samt. Ok, þú ert skíðakennari. Þá er vel við hæfi ef að Spotify myndir emmi gleru. Já, ok, þú mátt bara taka það. Skíða þátturinn. Það er bara nokkra skíðamyndir í top 10 með. Ok, það er langt sem við hittust, það er svo svakalega gaman hjá okkur. Já. Ok, ég verð að segja líka, ég er bara svo glaður. Árið byrjaði hjá mér, það var rosa mikið veikindi á mínu heimili. Það var með leikskólabarn, þið þarna úti sem var hlusta hann og þátti að horfa hann og eigið börn, þið þekkið þetta. Ég var bara svo svakalega mikið veikur, ég var svo oft veikur. Og þegar maður er búin að vera svona oft veikur í svona langa tíma, ég var aldrei aðeins lent í þessu. Ég var bara upplýtt í fyrsta skipti að vera veikur svona lengi. Þegar þú verður að segja hress, þá er lífið rosalega fallið. Ég veit að bara ángur, ég er að spotta núna, ég er náttúrulega ennþá að hlusta á þetta neðina, þó ég sé ekki þeim. Er ég hressari núna? Já, það er minna nefnmaltur og svona hóstandi. Já, nákvæmlega! Ég var hóstandi næst í bara 4 mánuði. Ég er ekki að djóka. Það er búið að vera óþólandi að hlusta á þannig. Þannig ég þarf ekki að hósta núna, ég er í góðum gír, mjög spenntur að fara yfir að lista. Förum að byrja þetta er top 10 þáttur. Þú rankaði þetta. Fannst þetta erfitt? Ógeðslega erfitt. Þú varst að væla eitthvað hérna fyrir þáttir? Ég er búin að, þú veist, að gera top 50 er erfitt. Skilur þú? Að gera svona top 20 er kannski alveg doable, en 10 er bara ómögulegt. Af hverju er það ómögulegt? Ég gæti svona skipt öllum þessum myndum út fyrir aðra 10 og það væri bara samt, ég er að sáttu við hann lista. Skilur þú mig? Það er sem ég hugsaði þegar ég ger svo top 10 þátt. Já. Þá hugsaði mér, ég get verið endast að hugsa þetta. Ég ætla bara að gera eitthvað svona top 10 lista sem ég er bara mjög ánægð með. Já. Svo get ég gert annan eftir 2 ár. Já. Skilur þú? Þú veist, í mínum, maður hefur alveg svona verið með sína uppáhaldsmyndir svona í huganum, en aldrei gert ákveðin svona bara fastan lista. Já, aldrei sest niður og ég er að skrifa. Gera bara 10. Maður veit svona top 5 og þú getur alveg gíska fyrir þessa top 5. Við erum svipa gamlir, ef ekki jafngamlir og þú veist, þessi kynslóð... 83? 83? Já, gamlir. Þessi kynslóð
hefur bara gengið gegnum, þú veist, Þú ert 90s kall. það er bara okkur þannig. Já, já. Og þú veist, maður er heyrt top 10 þetta þar sem maður að fá einhverja félaga inn sem eru svipagamlar við, maður bara, ok, það kemur ekkert úr þessi listanum, þessi, svo bara, en ekki þessi, okkar þessi sé ekki. Já, já. Það eru svona 10 helstu sem eru í svona top 5. Já, Skilurðu? já, en það getur oft komið, ýmislegt getur komið á orð. Já, ég hef svona top 5 séu einhver svona sem að þú þetta að þekkja alveg svona að gíska á. Ef það er 2 sem ég alveg 100%. Ég veit það, sko. Skilur, en það er alltaf leið. Ég veit, þú veist það. En það er alltaf leið. Og ég var með þess að spá, ætti þetta frekar að vera 3 til, þú veist, 13 í staðin fyrir skilur Sleppa bara, ég veit að, þú veist, hverja þær eru og við höfum talað að Já, en málega, við getum líka ekki gengið út á því að fólk sé búið að hlusta bara á alla hina þættina. Jú, ég gerum það. Það er kannski einhver að hlusta bara þennan, hefur ekki hlusta á hina með þér. Já, ok. En þú hefur komið á þér, þannig að ef ykkur finnst þetta skemmtileg þáttur, þá hefur æfa komið á þér. Förum að kýla á þetta, þér fannst þetta erfitt, Já. þú samt rankaðir þetta, þú spurði mig. Nei, þú sagði eitthvað, ég ekki líka að ranka, ég þarf væntanlega að ranka þetta, eitthvað svona. Þú ert alltaf að tala um það. Er ekki með að ranka þér? Já, góð eftirherma. Já, ég veit. Ég er rallleikari. Fólk ræður því. Sumir treystir bara ekki í það, en mér finnst gaman, sérstaklega, við erum félagar, mér finnst alveg gaman að pressa á fólk sem ég þekki betur en kannski annað fólk sem kemur ykkar. Það var sem gaman að pressa, kottum þetta rankað. Þessum er bara á nálum hérna, þú veist bara, ok. Ég byrjaði bara 10, 9. Sæti, nei, byrjum á 10. Ok. 10. er geggjuð. Já, þú mátt koma með eitthvað smá svona intro, smá tís, okay, án og kemur titil. Langar að gíska á hana? Nei, ég gera það svo oft, ég læt ekki gíska hana. Ég læt ekki gíska eftir samt. Ok, Pottet. ef þú vilt ekki gíska á gíska. Ok. Þetta ég ætla ekki að segja að þetta sé besta myndin sem að, þú veist, að þegar búið til svona lista, þá er svo torn á milli, er þetta besta mynd, er þetta uppáhaldsmynd, er þetta skemmtilegasta, er þetta mest áhrif á mig? Já, hvaða leið fórstu? Ég bara blandaði þessu. Ég þurfti bara að blanda þið. Já, meina kannski, já, ok. Ef ég hefði bara tekið bestu, þá var þetta bara svolítið svona sterill listi. Já, það er líka ekkert gaman. Nei, og því þú veist, það er ástæði fyrir að bestu myndnar er bestu myndnar, saman hvort þið finnst það eiginlega ekki. Já, það er bara þannig. Já. Þannig ég fór svolítið í bestu og skemmtilegustu, þær sem ég séð oftast, sem hafa haft mest áhrif á mig, eða bara geða skemmtilegar. En voru eitthvað svona reglur í kringum þetta, eins og er þetta eitthvað svona Tarantino má bara maxur með eina mynd? Eða... Ég fór svolítið þar. Já, ok. Já. Og reyndur hann á okkur breytt? Hugsaður með þér, já, vantar eitthvað grimmynd? Já, ég var ángríns, ég var næstu búin að sleppa Tarantino. Bara þú veist, ég meina, þú náttúrulega ræði því. Ég veit það, en ég auðvitað á hann að vera þarna, skilurðu. Hann á ekki að vera þarna. Jú, hann bara, þú veist, þetta er auðvitað eini leikstjóri sem ég hef séð allar myndir hjá og ég hef séð allar oftar en einu sinni. Já. Fattar það mig? Já. Nema kannski Nolan, ég hef sennilega séð allar myndir hans. Oftar en einu sinni? Nei, bara oftar en einu allavega. Og ég horf ekki á Dunkirk aftur og ekki Tenet, ég get alveg sagt það. En skilurðu, hann á bara heima. Já. Ég var heldur ekkert bara eitthvað, þú veist, Spielberg er sennilega minn upp á hans, ég svona kom svolítið að því núna. En það er ekki fjórar Spielberg-myndir, skilur við. Já, þú varst með ákveðin ramma svona að vinna innan. Ok. Og fyrsta myndin, það er hvoruð þeirra. Það er Michael Bay. Michael Bay, ok, nú er ég að svitna. Já. Ég vona að koma ekki með eitthvað drasl. Hvað meinur það, hvað drasl? Ég er að djóka, hann hefur vel gert drasl. Já. En hann er líka gert skemmtilega myndir. Já, og þessi er ógeðslega skemmtileg. Og hún heitir Armageddon. Hætt þessu! Nú er ég strax bara að fara hjá mig. Veistu hvað ég gerði á henni kominga? Ég er bara að vera að hugsa mikið um þetta og ég er bara svona, á ég að hafa hann á listanum? Á ég að hafa hann listanum? Þú veist þetta er top 10, þetta er ekki guilty pleasure listi. Veistu hvað ég gerði? Ég setti, fór YouTube og setti á atriðið þegar Harry tekur súrefnið af AJ og er að kveðja hann. Ég er bara, þú veist, ekki bara með gæs og ég á tárast að segja þetta við. Þú grenjar yfir. Ég var heima með klökkur að sína, þú veist, Bellu og krökkur um þetta. Ég er ekki að djóka, ég bara, ok, hún verður bara að vera hana. Þetta er geggja atrið og öll myndin er bara entertaining ride frá A til Ö. Auðvitað er hún absúrt. Við erum að tala um Hallarsleg. Borara sem fara að bjarga heiminum út í game. Er hún hallarsleg? Nei. Hún er cool. Nei, hún er cool. Sorry, hvað er hallarslegt við hana? Allt. Nefndu mér eitt, ekki segja bara allt. Krúið. Það er cool.
Sorry, Eru allir cool, ég er að sko. hlæja ekstra mikið að ég horfði aftur á Armageddon fyrir, ég bara 3-4 mánuði síðan. Geggjuð. Akkur varstu að horfa á hana? Að því hún er Disney Plus. Já. Og mér langaði svolítið að rifja henni upp. Ég sá hana bara, nokkuð sem það, ég hef bara séð hana kannski 2 svar. Ég sá hana í bíó, sko er hún ekki 98 þessum mynd? Hún er allan 90 og einhver miðinu. 97, 98 eða, ég held sér 98. Ég er þá kannski 15, 16. Og sorry að mér varst hann ekki góð þá. Og ég hugsaði mig, ég ætla að rifja hana upp. Já. Og ég var eiginlega bara hlæjandi yfir henni. Mér varst hann ekki leiðinleg, en hún er rosalega hallarsleg. Og húmorn hans Michael Bay er ekki minn húmor. Er hann að skrifa þessa myndi það? Nei, sjáðu bara svo húmor í Transformers. Ok, ég er ekki að fara Þú ert ekki að verja. Við höfum ekki að ræða þær neitt, skilur þú veist, ok, Bad Boys, hörku mynd, The Rock, geggi mynd, Sammála. skilur þú? Sammála. Pain and Gain. Já, alltaf, skilur þú? Allt í lagi. Ok, tölum við Armageddon. Já, en bara þetta bara myndin finnst mér svo ógæðlega skemmtileg og þegar ég horfði þetta atrið á hann, að því ég var svona, þetta er alveg mynd sem er ekkert að held ég á mörgum top 10 listum. Nei, þetta er ekki besta mynd sem ég séð, hún er ekki haft mikil áhrif á mig, skilur við, en hún er bara svo ógeðslega skemmtileg og ef hún er í sjónvarpinu, ég get alltaf dottið inn í hana. Ok, sorry, ég er aðeins að skjóta það bara. Já, bara eins og þú vilt. Já, þetta er bara Ok, nummer 9, nummer 8. Nei, við erum ekki að fara á Armageddon. Ok. Ben Affleck sagði núna í ykkur viðtali, ég held sér frekar minna sér stutt síðan ég sagði það. Ég man ekki hvort það var nýtt viðtali eða bara gamalt og vera sýnað aftur. Hann spurði mig Michael Bay bara býtu, grunnhugmyndin í þessari mynd þú ert með ykkur á borara sem farið í game og bjarga heiminum og hann sagði, væri ekki auðveldar að kenna geimförum að bora fyrir að kenna borurum að vera geimfarar og Michael Bay sagði þess bara höldum bara áfram ég ætla ekki sem svara grunnhugmyndin er fárleg auðvitað eru fárleg en það er það sem gerir svo skemmtilegt. Heldur þú það ekki verið að gera Armageddon ekki alveg svona hallarslega og hún er samt alveg skemmtileg? Ég veit ekki. Deep Impact? Já, þetta er, ok, hvor sló meiri gegn? Ég heyr ekki. Hvor er betri? Deep Impact? Nei. Ok, ástæðan fyrir því að þessi mynd er svona skemmtileg að því hún tekur sig ekki þetta alvarlega. Ef þetta væri bara einhverju gamefarar að fara, þetta er náttúrulega grínmynd, sko. Já, nei. Jú. Já, hún er super dramatísk og action spennu mynd, skilur. Heldur að Bay hefur verið að gera grínmynd? Nei, en þetta er samt grínmynd. Já, það er ekki að sama. Jú, af því að hún er fyndin út í eitt. Allt dýnamikið hjá borurunum er ógeðslega skemmtilegt. Ef þetta væru 10 geimfarar, þá væri þetta bara, ok, hvað var vektorinn og útgáfin, ertu búin að heilda og diffra þessa reikninga, hvað þurfa að vera langt ekki fjarlæg til að sprengja þessa stjórnin mér staðin fyrir bara Harry kemur bara, AJ degur, þú veist, litla stráið bara og hann, þú veist, hafði enginn annar geimfari fórnað sér svona, það fengir ekki dramatíkin lokið, bara, hver dró litla stráið, farðu og sprengt þetta, við erum farnir í staðin fyrir að farðu bara Já. Always loved you like a son, skilurðu En þá farðu líka atrið eins og Ariel, ég er bara Þú ert með gæs Hann er bara dýrkisamynd Ok, ég heyri það Þegar þetta podcast er búið, þá sín ég þetta atriði og þú ferð að grenja hérna með mér yfir þessu Ég grenjaði úr hlátri Já, ok, I'll take it En eins og atriði þegar hann kemur það minnst það svo fyndi í svona sérstaklega í bandarísku bíómyndum þegar pabbinn er svona overprotective af dóttur sinni hún má ekki deyta hvert sem er og hann eldir hann með einhverju haglabyssu borpallinn Hafið, þú átt líka bara að stráka ég vildi meira Ég er að taka byssuleifi núna Heldur þú eftir að elda eitthvað með hagla og hann skýtur úr haglabyssunni Já, og hittir hann líka alveg It was just a ricochet Þetta er svo hallarist Já, ég meina, auðvitað En, þú veist, allavega Ok, nú hef ég ekki hugð hvernig þessi listi verður. Þú opnar þáttinn með Armageddon. Vorum að byrja á fyrsta seti, sko. Fyrsta seti, já. Armageddon, já. Þér finnst þú betra en Deep Impact. Já, þú veist, ég man ekki svona eftir henni. Nei, hvað langt þú sást það? Mjög langt síðan. Hvor er betri, Dante's Peak eða Volcano? Dante's Peak. Já. Saman tíma.
hún er miklu betri. Já. Eins með Deep Impact, þú erum þú bara reyfið upp bara Deep Impact. Nei, ég veit það ekki. Svo er bara, þú veist, stundum bara fílum með eitthvað sem fílar og það er bara einhver ástæð fyrir það. Þú veist, það er allir, geggjaði leikarar. Geggjaði leikarar. Michael Bay er alltaf með geggjaði leikara. Og það dregur myndir of bara mjög langt að hafa geggjaði leikara. Sástu The Island eftir Bay? Með Scarlett og Eva McGregor. Já. Góð. Bara alltaf. Herðu, segir þú bara restina myndur sem bara allt í lagi, en þú með Armageddon í 10. sekt ég segi að það er bara allt í lagi bara er sem góð, skilurðu, bara fín mynd mér finnst Rock betri. Já, Rock er líklega besta myndin hans. Já, ég er eiginlega sammála því, en mér finnst þessi bara skemmtilegust. Þér finnst þessi skemmtilegra en The Rock? Já. En ég geti líka alveg dottið inn í The Rock, skilurðu. Ég var að horfa daginn, þetta er ekki á listanum, Cocaine Bear. Hefur þú séð hana? Drasl. Já, drasl. Fannst þú nú góð? Nei, mér fannst hún ekki góð. Fannst þú skemmtileg? Mér fannst hún ekki skemmtileg, en það sem að dregur hana alveg eitthvað áfram eru það eru hörkuleikar í henni. Sammála? Já, þannig að hún gerir alveg vel í þessu rusli sem hún er að gera. Skilur mig? Já, en það sem mér varst hún klikka algjörlega á, ólíkt Armageddon, ég get alveg tekið um það, mér varst hann ekki leiðileg, það er gana að horfa á þetta. Mér varst Cocaine Bear leiðileg. Já. En vel leikinn leiðileg. Já. En þú ert að gera mynd sem þetta er Cocaine Bear og þú ert að gera eitthvað svona absúrt og þetta á að vera bara fun. Hafði hann þá skemmtilega. Já. Mér fannst hún bara drep leiðileg. Það verið að skipta milli, voru ekki ykkur 3 sögur, bara hvað er það að gera? Allavega, við erum ekki að tala um Cocaine Bear hérna. Joss í skóginum, nánast, að reyna. Joss í skóginum. Ég ætla, veistu það, ég ætla að bjóða núna nammi. Smass súkkulaði. Ég fæ mér eftir, nú er ég byrjuð að tala, ég get ekki verið að setja mér. Þú ætlar ekki að fá það núna. Má ég fá mér? Já, endilega vilt. Ég er að... Svangur, varst ekki að borða pizza, varst ekki að segja það? Ég borða ekki nammi, jú, ég gera stundum podcast því ég er svangur. Mér langar í smádis. Já, ok, það er bara eins og vilt. Augljósast eins og mikið að vilt. En málur, ég er aktív. Já, bara eins og vilt, ég skal bara tala það með. Ok, en þú er að smaka þetta líka. Já, ég gera það på þetta. Ok, hvað er með það? Hvað ætlar það að segja? Ég ætla bara að segja, þú veist, með leikarana, þetta eru svo geggjaði leikarar og þá verður dýnamikinn svo skemmtileg, þeir ná að gera það svo skemmtilegt allt. Já, skilur, þeir eru á milli, þannig að bara karakterin var svona, að því að það deyja ansi margir í henni. Já. Maður væri til í að sjá bara alla meira, þú veist, ofti maður horfa á góða myndir eða skemmtilega myndir, bara þegar þú veist, ég væri til að horfa hana lengur, ég væri til að sjá meira, það þýðir bara að hann er góð. Mér langar ekki að sjá sekundinu meira Cocaine Bear og ég fann að fjara út í lokin, skiluru, en ég gæti alveg að horfa hálftíma lengra Armageddon bara sem hangout, fattar það mig? Nú er kjáft fullt af súkkulaði. Já, svaraðu nú. Fannst þetta svona skemmtileg karakter? Mér fannst þetta bara ógeðslega skemmtileg. Já. Og ég er ekki að tala um að bara, þú veist, þannig sem maður fær ekkert að kynnast þeim eitthvað superdjúft, en bara svona, þeir voru að hafa svona léttu bandir alltaf á milli þeirra, bara hendin alls konar svona one-linerinum, sumi voru náttúrulega ansi gráir eins og stípu semi-karakterinn, skilur, þetta svona borderline, þú veist, predator feelingur, skilur. Mér finnst alltaf bara eitthvað hálfvitar. Já, en það er svona skemmtilega líka að vera hálfviti. Einn að upphega sér bara, ég er alltaf góður fyrir eitthvað svona eitthvað hálfvita húmor. Ég meinti ekki þannig. Já, hljómaðu þannig. Alls ekki. Okay. Setta mig eitthvað starf. Hvað þetta er þetta? Ég held að þið þurfum greinlega ekki að dvelja mikið lengur við Armageddon, það er greinlega bara einn hérna inni sem fílar hana, það er ég. Ég er í sjokki. Já. Það var ég. Þetta byrja vel. Ég er að stríða þér. Hörru, Armageddon. Mér finnst ekki að fólk kemur með titla sem að kannski flestir eru ekki með. Já. Armageddon er í 10. sæti. Það er að sjálfsögðu alveg fullkomlega löglegt. Ok. Hvaða mynd er í 9? Það er mynd sem heitir Sneds. Hefur þú séð hana? Já, ég sé hana. Já, og ég er með svo tekið eftir því að hún er ekki fengið mikla umfjöllun í þáttunum. Finnst þú hún ekki góða það? Garretsi? Jú, mér finnst bara Lockstock betri. Er það? Já. Er það? Af hverju er hún betri? Ok, ég er svona að koma alltaf eitthvað myndir með einhverjum leikstjórum og þú voru það að þetta er önnur betur með honum. Það er svona, ég er bara, ég er að segja þetta, Mér finnst hún betri. Mér finnst það betri saga. Ég sá Sneds á undan, sást þú Lockstock á undan? Já. Ég sá Lockstock á undan. Gæti haft einhvað að segja, sko, að þegar maður var búin að sjá Sneds, þá voru allir að tala um og vera að sjá Lockstock, hann bara, þú veist, vissi ekki hann að gert þannig á undan, skiljur. Mér fannst bara pínu, að það eru mjög svipar. Það er bara 2 ára milli þeirra. Mér fannst bara pínu. Mér fannst Ritchie fara aðeins overboard Íslands. Hann er alveg á línunni í Lockstock. Svo fannst maður fara aðeins yfir hana. Hún er rosalega, þú veist, hann ger oft ýktarmyndir. Snats finnst mér aðeins ýktari en Lockstock.
hún er svona ekki það íkt að hún er alveg ótrúverður Nei í rauninni. Mér finnst Snats geggjuð Já, mér finnst hún svo ógeðslega gaman hvað hún tvinnast öll vel saman. En mér finnst líka Það er vel gert þegar þú ert með margar sögur og svo allt í einu bara tengjast þar allar. Ja, algjörlega. En hann gerir það líka í Lockstock. Landsins Lockstock. Já. Já. Ég sá Snats fyrst og bara, mér fannst hún geggjuð og þá fannst mér fannst ég vera ekki að fara að fá það sama. Ég bjóstu meira Lockstock. Ef ég hefði séð Lockstock fyrst, þá hefði kannski búist meira af Snats. Fattar mig? Já. Ef þú ert með væntingar, þá var steinstað kannski ekki væntingar, þó að sé kannski gott. En ef maður hefur enga væntingar, fattar þú? Já, þetta var fínt. Það dæmi bara algjörlega út frá. En máli, ég er búin að sjá það báðar nokkuð oft. Og mér finnst Snats frábær. Ógeðslega skemmtilega alltaf. Ógeðslega fyndin. Já, en Lockstock er fyndnari. Hvað finnst þið það? Já. Betri setningar, skemmtilegir karakterar, skemmtilegir atriði. Finnst mér. Já, ok. Mér finnst Vinnie Jones skemmtilegri í Lockstock til dæmis, heldur í Snats. Já, hann er mikið sem leikarn var ekki líka Jason Statham með báðum og... Jú. Já. Statham er í báðum. Hann alltaf starra hlutverk í Snats. Já, mér fannst hann geggjaður í Snats. Geggjaður. Mér fannst eða svona hendan betur að vera svona karakter heldur en það sem hann er núna alltaf þessi, þú veist, Expendables, fighter skiluru. Hann er ógeðslega skemmtilegur í krimmamyndum. Og hann er bara svona fyndur með svona þurran breskan húmor, skiluru. Hann er góður í því. Hann bara, mér finnst hann skila Snats ógeðslega vel af sér. Alltaf með svona ógeðslega kaltæðni við, þú veist, Tommy. Yeah, Tommy. Before the Germans get here. Hún er ógeðslega kvótabúl. Já. Ógeðslega kvótabúl, sko. Og alla línur í henni bara, þú veist, þegar eru, Tyrone er að leggja bílnum, skilur við. Það er gegga. It was a funny angle. You can land a fucking jumbo jet in there. Var ekki líka, how did you lose him? It's not exactly... A set of car keys, sagði ykkur. Allavega. Ég elska atrið það gæna alltaf að grilla pulsunar. 2 minutes, Turkish. It was 2 minutes, 5 minutes ago. Já. Og ég alltaf myndi. Það er ógeðslega góð mynd og Bricktop er mjög skemmtileg vondi kall. Geggjaður, alveg svona lukkar part og allt það, skilur við. Og svo einmitt, þú veist, þegar hann er búin að ná þeim, bara eitthvað, og segir bara, so you know who I am, og einn kinkar bara kolli, og svo fer hann bara eitthvað að halda hann að ranta eitthvað svona. Svo kemur bara, well I fucking don't, og bara þá þannig að vera að segja hann allt, þú veist, hver hann er. Þetta er svona, það er svo skemmtileg dýnamík sem kemur úr öllu þarna. Það er einhvern veginn allir, þú veist, einhvern veginn the shit, skilur við. Það er allir bara að fara að gera allt, og svo er einhvern veginn allir með allt niður sig. Og ég vil líka taka fram, bara aftur. Mér finnst hún ógeðslega góð. Já. Ég er bara nitpicka. Já, nitpicka svo vilt bara. Það er mér finnst hún alveg fáralega skemmtileg og allt þetta síkunadæmi líka skemmtilegt og þið þarf að kaupa þarna karavan. Hvernig finnst þið pitt í henni? Ég fíla hann í Snats. Mér finnst hann geggjaður í Snats. Bæði lúkið á honum og bara hvernig hann leikur þetta á... Já, þú veist, eins og margótt tala um podcastinu, ég var ekki svakalega hrifinn af hann í Inglourious Basterds. En mér finnst hann mjög skemmtilegur í Snats. Því hann er alveg íkt típa í Snats. Geðveikt íkt típa, sko. Það er drullu skemmtilegur. Mér bara, þú veist, og svo er líka bara í myndinu, þú veist, tónlistin er geggjuð í henni. Geggjuð. Og svo er hann allavega með svona mælikvarða, hvað maður segja í dag, þá er þetta bara drullu ódýr mynd. Já. Skilur, sem að sýnir bara einhvern veginn, ef þú ert með geggjað sögu, þá getur bara gert geggjað mynd. Já. Ég veit að hún var alveg, þú veist, $10 million, skilur, fyrir 20 árum, en þetta er samt, þú veist, doable fyrir bara einhvern, ok, ef þú ert með góða hugmynd, þá getur þú gert góða mynd. Og þarf ekki að vera með $200 million og eitthvað stúdíódæmi. Hann er svona... Og Guy Ritchie er svona áhugaðan fyrir. Hann vil gera alls konar myndir. En mér veist Early hann betri, sko. Já, en ég horfði hann að myndin daginn eftir hann. The Covenant. Með Jake Gyllenhaal. Stríðsmyndin. Er búin að sjá það? Nei. Drullu góð. Wrath of Man með Statham. Mér á snúleika geggjum. Já, ég er ekki maður að sjá hana. Já, ég mann þegar hún kom út. Það er Statham svona... Já, Hann er samt svona töffari, skilur. Hann er náttúrulega orðin... Hann má alveg vera töffari. Já, en meina, þú veist, í Snatch er hann eiginlega smá lúði, sko. Nei, hann er töffari, skilur, hann er ekki bad boy að bærjast við alla. Nei, hann er ekki... Hann er meira svona, þú veist, það er eftir með Vinnie Jones og Bricktop og þá gaur alla sem eru svona töffararnir, skilur. Já, hann er ekki þannig. Nei, hann er bara, og Brad Pitt náttúrulega, skilur, hann er bara gaurinn sem er að tapa enninu hjólusinu til Brad Pitt og er einhvern veginn að, allir er einhvern veginn að með yfirhöndina á hann, skilur. Svo bara einhvern veginn endaðir í lokin, skilur, bara á topnum, fattar Það er svo gaman að vera að kaupa hjólísi
Þetta er ekki að hjólunum. Þetta Ég er bara er ekki hjólun. þeir eru ekki komin út á bílastæðinu, sko. Það er svo fyndið. Algjör drass. It was us that won in the caravan, skilur, þeir eru fann að kaupa handa hinum, skilur, til að berjast og eitthvað svona. Og svo bara, þú ert að falla niður í fyrstu lotu eitthvað, rótar allir í einu höggi. Þetta er geggjað dæmi. Geggjað hvernig snúa líka á Bricktop og hans menn. Já. Og svo er náttúrulega síkjörnir sem eru planandi að baka tjöldina. Þetta er svo, marg lag að flétta í einu, skilur. Maður er alveg svolítið svona, þú veist, átinni í ópen, maður veit ekki alveg hvert hún er að stefna allar tíman, skilur. Hefurðu hlustað eitthvað á viðtöl við Guy Ritchie? Nei, ekki mikið. Hann kom til Joe Rogan. Það er ekki 3 árum eða eitthvað. Þetta er eldklár gæi, sko. Maður hlustur hann tala og tala eitthvað annað en bíómyndir. Þetta er rosa klár gaur og hann gerði með þennan mynd sem heitir Revolver, sástu hana? Já, ég sá hana. Já. Og Rock'n'Rolla, hann ekki hann líka. Jú, Rock'n'Rolla, það er svona basic krimma mynd eitthvað. En Revolver var rosalega, það er alveg heavy mynd og það er eitthvað svona pælingar, heimsbyggi pælingar og eitthvað svona dót. Ég veit ekki hvað mannstu vel eftir. Nei, mann lítið eftir henni. Og hún fór undir ratan hjá mjög mörgum. Já. Það er svona mynd sem að mér fannst verða betri og betri. Það er svolítið síðan ég sá hana, en ég ætla að vera að tjekka eftir á henni. Hann var alveg að reyna hluti þar, þú veist, grunnurinn er auðvitað svona glæpa dót, en hún er ekki svona, það er ekki svona mikil húmor í henni eins og í Snats og Lockstock til dæmis. Nei, og hann, þú veist, það er Statham líka henni og reyði þetta. En það sem hann finnst mér gera best er, þú veist, jú, kannski smá aksjón eitthvað svona, en húmorinn er greinilega hans forte. Hann er ennum að fyndin, sko. Þannig hann er að skrifa þetta líka, ekki? Já. Og það er bara, hann er ógeðslega fyndin, sko, og þú veist, og náttúrulega auðvitað leikarnir að koma þessu til skila, en allt sem hann er náttúrulega að skrifa það er ógeðslega fyndið. Þessi líka þurri breski húmor er bara fyndin, sko. Í sammála. Og það gaman er þeir eru... Þetta sáttu við þetta var. Ég hætti að hafa hann að herra. Mér finnst Snats mjög góð. Já. Mér finnst hún mjög góð. Og ég tekar oft svona back to back. Tek Lockstock og Snats. Ég svo gefa á Lockstock annað tækifæri eftir þetta. Hún er ógeðslega góð líka. Ég held ég bara sé hana einu sem back in days, það var miklu meira væntingar, bara horf bara aftur á Snats. Snats eru þetta dýrari og svona stærri og þekktari leikara. Var ekki Lockstock fyrsta hans, eða? Jú. Minna lögreglega sem fyrsta myndin hans. Og hún er rosalega góð. Þú sér líka bara, það er svona Snats grunnurinn, er í þeirri mynd, sko. En svona fleiri línur og svona, mér fannst það finnari. Og svo mótast líka stundum maður að velja einhver svona myndir, bara hvað er búið að vera í vinahópum, eins og, þú veist, þessi mynd er svo Quotable, og að tala um ég var að vinna sem skíðakennari. Það var 2010 eða einhver slags. Já. Og þá voru mjög margir sem fíluðu Snats og við vorum reglulega að horfa á hana bara, þú veist, bara gengi, skilur við. Bara margir saman. Þú veist, lágmark einu sinni á sísoni ef ekki tvisvar. Þannig að við kunnum hann allir utan að og bara svo vorum við eitthvað, þú veist, þegar einhvað tilefni á til hafa kastaði kvót og þá sest hún svo mikið inn í mann, skilur við. Þetta verður svo bara partur af manni svona mynd sem er svona quotable. Já, algjörlega. Ég er ekki að segja Armageddon sem það, skilur við. En þú veist, Snats var algjörlega þar, hún var bara partur af vinahóp. Já, algjörlega. En ef það væri bara einna fílana, það var svolítið svona erfitt að, þú veist, að rækta það inn í eitthvað svona dialog, skilur við. Nú sér það líka, við erum 17 og það kemur út. Það var fullkomum aldrei. Já, úlingar bara, skilur við. Já, Snats, þetta var alveg, þetta er töff mynd. Já, hún er nefnilega ennþá töff. Já, hún er töff. Hún er nefnilega töff. Og eldist vel þó að, tækni sem þú veist, það kannski ekkert eitthvað svona takt við tíman í dag. Nei, mér finnst það bara eldast mjög. Ég segi, hún bara eldist vel og það er alltaf plus ef myndir eldast vel. Og Armageddon gerir svo til game, þú veist, hún er hún ekki 2000 eitthvað líka? Nei, ég held svo 98. 98, eða þú veist, ætla að meina þess að fyrir 2000. Og þú veist, þó að hún sé svona gömul, skilur þá heldur hún sér bara þokkalega vel, tæknilega séð og allt þetta. Ég er ekki að tala um þetta sé eitthvað Nolan dæmi, en 98. Já, en hún er bara cool, skilur Ok, svo hættar hann að verja hana. Finnst þér Armageddon vera cool eins og Snats? Ok, þú veist, Snats er meira cool, ég tala um hún heldur sér vel. Þetta er yfir, þú veist, 20 ára gamla myndir báðar. Mér finnst það bara báðar cool í dag. Hvað er stend við það? Gefið. Ok. Mildra gaur. Allt sem var í gamla daga er betra enn í dag. Ok, förum í næstu, Snats er ræði. Já. Þingjum þetta aðeins. Þingjum þetta, 8. sæti. Það er mynd sem heitir Sleepers. Geggjuð. Það er geggjum. Það er geggjum mynd. Mér finnst þú vannmeti. Já.
Komdu með það, Sleepers stuttumáli, þetta ég gæti alveg trúa þó hún hafi verið á Netflix í svolítið langa tíma, veit ég hvort sé ennþá Netflix. Já, heldur sem farin, sko. Ég hóra hann aftur. Já, ég held að sé alveg margir sem ekki sé það. Hún með líka late 90s. Þetta alltaf svona flesta myndir minni það. Þetta bara svona 90s listi það Já, svolítið. Ok, Sleepers. Já. Hvað að tala, svona, hvað hún í stuttumáli? Þetta fjóra gaura sem alast upp í, Ítalíu hverfinu í New York, eða ekki? Jú. Og, í back in the days. Og þeir bara, sakleysi æskunar leika sér í strákapörum og það kallar það svo kirkjan og spillir nú ekki fyrir hvað geggja leikar í þessar mynd, við erum tala Pittaran aftur og De Niro Jason Patrick, Kevin Bacon skilurðu, og hvað þetta hann sem leikur Dr. Manhattan með sér Billy Crudup og Minnie Driver bara, og Dustin Hoffman geggja kast sko. Já, og þeir þarna bara í sakleysi æskunar, maður fara að kynna svo miklu í þessari mynd. Þetta bara heilt æviskeim sem hún spannar og það getur ýmislegt gengið á. Og þú hoppar nú sakleysi æskunar, einhverjum strákapörum í einhvern prakkarastrygg sem á ég bara að segja það. Já, sem fer yfir stryggi. Fer yfir stryggi, þú þurfum ekki að segja einhver meira en það. Og það eru afleiðingar. Það verður slys. Já, og það eru afleiðingar og þeir fara á, juvie. Já, svona betra heimili fyrir stráka. Unglinga. Stráka, já. Og það bara, lenda þeir í ógeðslegum aðstæðum. Bara misnotkun og barsimíðum endalaust. Og þetta náttúrulega bara gjörsanlega brýtur hvert sem og hvað þá einhverja óhárna unglingaskilur sem þeir voru ekkit vondi strákar, það voru góði strákar sem bara gerðu prakkastrygg. Já, og lentu bara í því. Og þarna bara búið að eyðileggja ævi þeirra og svo bara fylgst með þeim þar, geggjað atriði þegar þeir taka sér saman og berja fangaverðina í rúbileiknum. Já, í rúbileiknum. Maður fær bara svona, geggjað svona. Sér, það var dýrkeypt. Og Rizzo náttúrulega bara drepinn í kjölfarið, skilur. Það var dýrkeypt fyrir það. Já, en þú veist, maður hélt með þeim svo mikið, maður hélt svo mikið með þeim, sko. Það var moment hjá þeim þar sem þeir voru. Yfir þá, já. Og einmitt, og svo fengur náttúrulega bara að kenna því. Svo líður tíminn og mér langar bara að horfa á þessu mynd, mér er svo geggjuð mynd, þetta er svo góð saga og þetta bara spanna bara þessu, bara svo ótrúlega mikið á þessu hefi og svo þegar koma út úr þessu hafa bara skiptast leiðir. Þetta voru 4 bestu vinir, 2 fara bara í sikur áttina og 2 fara í aðra áttina, 2 verða bara mondir krimmar. Já, bara hardcore, þeir eru með eitthvað gengi. Bara algjöri glæbónar, bara glæbónar, einmitt svífast einskís. Fucking svali líka. Það er cool aðrið með þeim á barnum maður. Þú veist, einmitt, og einn af sleazebagonum var Kevin Bacon. Hann geggjaður leikari, getur leikið hvað sem hann getur verið good guy, hann getur verið sko sannlega sleazebag. Bacon, það sem ég líka, stuttum við Kevin Bacon. Ég held ég að nettitektur í podcastinu. Það sem minnst ótrúlega áhört við hans leikara. Hann er svo kjarkaður. Þeir leikara hafa sagt við ýmsum hlutverkum, kannski sagt bara nei. Ég vil ekki gera svona. Ég er svo hættur að leika barnaníng. Nei, ég ætla ekki að gera það. Eða leika nasista. Nei, ég ætla ekki að gera það. Ég er svo hættur ég verið bara tæpkastaður eða eitthvað. Kevin Bacon, hann allavega búið að leika á allavega 2 svona barnaníng. Í þessar Sleepers og Woodsman. Ég hef ekki séð hana. Nei, ég hef ekki séð hana, en hann barnanígu þar. Já. Hann bara gerir hvað sem Og málið það hefur ekkert haft, held ég, hefur ekki haft einu áhrif á ferilinn. Nei, hann leikir stærri myndum en þú veist, það er hlutverk en þetta síðan skilur. Og auðvitað ætti þetta ekki að hafa einu áhrif, þetta eru leikar. Auðvitað, hann bara þykjast. En þú veist hvernig það er alveg fólk sem að hugsa eitthvað svona, eitthvað ímynd. Maður bara sjálfur, þú veist, ef maður búið svona hlutverk, bara langar mig þetta einhvað? Nei, eiginlega ekki. Já, skilur. Hann bara fer alla leið í erfið hlutverk. Já, af því að það er svo montið á að það er að gera þetta út fyrir ævistarf að, einmitt þú segir, vera tæpkastar í að vera svona sleazebag. Nei, takk. Ég er bara... En við verðum að ræða, sorry, þetta er spoiler. Þú veist, atrið þeirri hitta. Já, ok, ég er ennþá að fara yfir bara myndinu, sorry. Svo þeir koma út úr juvie eftir að búa að brjóta og bara gjössalega niður, þá eru 2 sem bara hardkjarna glæpamenn, svífast einskis bara, og einn verður lögfræðingur og hinn verður rithöfundur og bara þekkjast í rauninni ekkert lengur nema þessi 2 glæbánar. Já, farið sér ykkur áttina. Fyrir tilviljun hitta þeir Kevin Bacon, nýðingin sjálfan inn á veitingastæða. Þú veist, 20 ára setna eða 30 ára setna. Bara fullorðnir menn. Já. Og þeir bara horfa okkur annan, er þetta sá sem við höldum að þetta sé? Og þeir náttúrulega ekki búin að gleyma svona fyrir ekki að nokkuð myndi gleyma að lendi í einhver svona. Nei. Og maður bara, það hlakkaði í mér og að gera það bara núna að sjá þá bara drepan.
þú veist, vigilante justice svo geggja justice, finnst mér. Ég veit að við erum með réttakerfi og við erum með síðmættuðu samfélagi, en að horfa upp á svona, maður bara, djúvel get ekki beðið að sjá hvað þið gera við hann. Ég meina, barnanýðingar, þetta er alltaf botni. Algjörlega. Skilurðu. Og svo fara þeir, og þeir náttúrulega bara, hei, mann stættur okkur. Eru bara geðveikt easy going við hann. Já, og Blessaður hann félagi. manst ekki neitt. Og svo fara þeir bara að rifja upp fyrir honum, manst ekki, við erum hann þessi tveir litlu hann sem að, og eru bara að láta hann svona muna, og svo allt í henni fer eitthvað aðeins hann, skiljuru, bara að já. Og svo fær hann alltaf bara maglega málagjöld og upphefst síðan kortrúmdrama. Þannig að þessi mynd er bara, þú veist, ævintýri æskunnar, ótrúlega þungdrama yfir í kortrúm, skiljuru, og hún er bara... Þeir er sérst plana saman, þessi fjórir. Þegar rithöfundurinn komst að þig að þeir væru, þú veist, sóttir til saka fyrir morð. Á þessum gæja. Já, þá fór hann og fekk hinn félagann sem var einn af þessum fjórum sem var lögfræðingur til að sækja máli gegn þeim. Ekki til að verja á, til að sækja máli gegn þeim. Þeir plotta saman. Pittarinn er lögfræðingurinn, Jason Patrick rithöfundurinn. Já. Þeir ætla að varpa ljósi á misnótkunum sem átti sér stað. Þeir eru ekkert að fara einmitt í morðmálið, þeir ætla bara að leiða þetta yfir í að uppljóstra það sem gerist á þessu barnaheimili. Bara eins og hefur gerst víða með svo Íslandi. Bara breiðukumálið og eitthvað svona sem er ótrúlega að þetta hafi gerst. En þetta gerist út allan heim. Ég er ekki að segja að biða svona atburðum með eitthvað, en þetta hefur bara gerst, sem er ógeðslegt. Og þá fá þeir bara Dustin Hoffman til að verja þá, og fá hann bara til að lesa upp á handriti, kalla inn karaktervitni, skilurðu? Ég ætlum að segja bara frá allir mig. Já, ég meina, þú veist. Við erum bara því að vera að tjekka, kannski fólk ekki séð hana. En hún er þessi virða að horfa á, af því hún er líka bara drulluveleikin, geggjakast, ógeðslega, hún tekur mann í gegnum alveg tilfinningaskala. Já, ég er sammála. Maður er glaður, maður er reiður, maður er sorgmættur og svo náttúrulega, þú veist, í lokin þá fær maður að happy ending þegar henni sleppa fyrir morðið en svo náttúrulega bara skilja leiðir aftur, skilur þú veist, þetta er bara menn sem eru sikkon stað í heiminum, fattar þú? En svo færðu líka að sjá þú veist, hvað var það, þú veist, að tala það í voice-overinu. Þetta er ógeðslega komin. Ánum þetta pekka það? Já! Ég er bara henni heilla þig, sko. Þú voru stressað ánum þetta pekka. Nei, þetta er ógeðslega komið. Sleepers. Þetta er svo góð saga. Það var svo gaman að fá svona myndir. 90s. Það var svo mikið af svona myndum. Já. Það var bara svona góðum sögum. Þetta sem ég voru að horfa á Time to Kill aftur. Vá, hún var nálbara listanum, sko. Hún er ógeðslega góð. Já, bara sammála. Og bara geggjur saga, góði leikarar, spennandi, tilfinningar, þú eru reiður, þú veist, þetta eru erfið, það er alltaf það saman, þetta eru erfið málefni sem eru verið að tækla, hvort sem það er rasismi. En þetta er gert ógeðslega vel í þessu formi, kvikmyndaforminu. Sammála. Tækla ógeðslega erfið mál. Já, sammála. Og þetta er ekki bara, þú veist, að þingsta sem þú séð, það er komið inn með eitthvað húmor og þú veist, þetta er ekki bara þungt að ræða svona efni í þessu myndum. Geggja stöf og 90s þessi áratugur var fullur af svona myndum. Mér finnst einhvern veginn, veit ekki hvað sem bara okkar kynslóð, þú veist, að upplifa svona myndir sem voru bara svona raunverulegar. Það er raunveruleika tenging í þessum myndum, skilur þú? Þó að þær sem er að gera þetta eru periódumyndir áður en okkar, þú veist, þessi tími var, skilur þú? Men í dag er þetta allt miklu meira svona, meira af þessum fantasíað eitthvað. Já, af þessum sem eru svona stærstu blöstuðu myndum. Ég er ekki að segja þess ekki búin að tilneina myndir í dag sem eru eitthvað svona raunverulegar sögumyndir, en það er meira af þessum svona sem eru að óta að fólki, það er eitthvað ekki raunveruleikin. En það er líka í dag, þessar sögur, eins og ef að Sleepers var að koma út í dag, þá væri þetta serja. Þetta er komið í sjónvarpið. Einmitt. Þessar sögur eru komið í sjónvarpið. Já, og maður mætti mér svolítið segja, þú veist, þessi mynd þarf ekki að vera bíómynd. Ég get alveg hort á hann í sjónvarpinu. Þú veist, það er ekkert eitthvað svona að missa af að hafa hann á stóra skjánum. Það er alltaf gaman að fyrir bíó, en þú veist, þess að Armageddon, það er gaman að hafa hann bíó. Já, það er eitthvað spektakulmynd, eða Avatar, eða eitthvað svona stórt dæmi. Já, einmitt. Snatch gæti verið sjónvarpinu, Sleepers gæti verið sjónvarpinu. Þú veist, þú þarft ekki að sjá hann í bíó. En það er eitt við að fara í bíó og sjá okkar mynd. Ég hef mikið pælt um þetta í þessu og auðvitað er alveg rétt. Það er misjant. Þú fær kannski meira út úr því að sjá einmitt Avatar í bíó versus bara upplega hana heima. En þú sérð, þetta er svo, ég sá mynd sem heitir All of Us Strangers sem er bara 100% dramamynd. Til dæli nýleg. Ég sá hann í bíó. Og það er ekkert eitthvað svona spektakulmynd, þetta er bara dramamynd.
þetta er bara karaktermynd, bara leikarar og hún er sorglega á köflum, bara drama. Það var ógeðslega gaman að sjá hann í bíó, en það er bara eins og nærmyndir af fólki. Það er allt annað. Þú náttúrulega sekkur miklu meira inn í myndina sama hvað þegar þú bíó. Já, ég basic að segja að sjá Sleepers í bíó kannski ekki must, en það magnar upp myndin. Það gerir það við alla myndir. Ég er bara að segja að það þarf ekki, sko. Það er ekki, þú veist, spektakulið við þessa mynd er ekki það sem gera það svona góða. Það er sagan frá A til Ö, allir leikurum frá A til Ö. Innihaldið, já. Og það er mér bara, þetta er geggja flott handrit. Svo er þetta líka bara eins og þessi mynd. Clever. Já, svo, ég veit ég er alltaf að tala um 90s í þessu podcasti. Þetta er þér að kenna, þú komst með 90s mynd. En eins og með bara Sleepers. Þú veist, líktu bara alla þessa leikara. Og þetta er líka allt karakterar. Dustin Hoffman er að leika karakter. Já. Hann fær eitthvað efni. Til að vinna úr. Til eitthvað persónu sköpun, næst í einhverjum einasta karakter. Já. Og þetta verður einhvern veginn allt eftirminnilegt. Og með þess að görðin sem leika krimmana, Billy Crudup og Ron Eldard. Ron Eldard, rétt. Það ekki, Ron Eldard. Einhvers. Þeir eru ekkit svakalega mikið í myndinni. Nei. Sem fullorðnir. En þeir eru samt eftirminnilegir. Já. Og allir strákarnir standa sér vel. Já. De Niro, við erum að gleyma honum, sko. Hann er geðveikur. Þegar hann kemur, þú veist, sérðu gæsa hún? Ég veit það. Þegar hann kemur með the movie stuff. Oh my god. Veist, hann er, skilur, guðsmaður. Prestur? Já, þeir með ekki ljúga en svoleiðis. Og hann bara búin að fá sólasöguna, tekur þessu ákvörðun að verja sína morðingja og maður er bara, það var rétt ákvörðun. Já. Það er bara svoleiðis. Morðingjar ganga frjálsir, I'll allow it. Þetta er bara svoleiðis. Já, ég vil ekki svona kalla á morðingja. Jók, þeir voru að drepa fullt af fólki. Ég er að tala fyrir. Þessu tilviki. Þetta er Kevin Bacon dæmi. Já. Oh my god, maður. Svakalega mynd sem ég mæli með. Svakalega mynd og það eru fáatriði eins og þeir eru hitta Bacon kartirinn. Já. Það eru fáatriði hjá mér persónulega. Það sem ég fengi jafn mikið svona Þau skjóta fyrst í hnén minnum mig, sko. Skjóta undir borðu. Ég fæ svona smá, maður settir Law-Abiding Citizen. Já, þú veist, ég hef síðan en það er langt síðan. Já, með honum, Jamie Foxx og Gerard Butler. Já, Gerard Butler, bara stóluð mér. Það er líka svona vigilante justice sem er svona clever sem ég fíla. Hún er reyndar svona aðeins meira, gerir bara út á það, sko. Hún er aðeins meira flashy líka. Já, hún er náttúrulega nýri og bara örugglega stærri svona production þannig séð. En maður fæ bara svona, þessi gaur er að gera vonda hluti en ég bara held með honum. Já, ég veit. Og ég held með honum alla leið. Já. Ég vildi að hann myndi vinna. Skilurðu? Það er bara þannig. Já. Bara bring it all down. Það er bara þannig. Okay. En þetta er náttúrulega bíómynd, skilurðu? Þetta er bíómynd. Ef eitthvað væri bara svona út á götu, en þú veist, ekki þetta að ég hef einhver áhyggjur ekki eins og ég sé einhver morðingi eða... Nei, menn ef um þér heyra því að einhver tveir gaurar sem hefur verið bara misnútaðir hrikala af einhverjum gæja á okkur svona heimili svo myndir að heyra eða þeir eru skotaðan á okkur bar. Fullandi menn, bara ok, myndir þú orkina gæja eins og skotu? Bara ekki neitt. Ekki ég. Bara, þetta er líka bara gauður sem er bara að halda áhverjum með samfélagið mín vegna. Já. Það er ekki svona lokað inni. Nei. Það er bara þannig. Ég er ekki trættuð þessi að fara að gera eitthvað annað. Nei, þeir eru ekki að gera eitthvað mig. Nei. Það var löngu búin að því. Nákvæmlega. Bara, þú veist, þannig dæmi og við erum að tala um þetta var alveg 100% skilur. Já. 100% sekt. Það er alveg sama. Já. Þetta er satisfying. Höldum áfram. Já, mér var heitt í hamsi. Þetta er samt svo satisfying. Ég veit það. Ógeðslega góð mynd. Þeir eru skjótan í samfélagi. Ánægður að hún kom vel fyrir þig allavega. Ok, næsta mynd. Ég veit ekki, langar að prófa að gíska það. Að gera hennar vísbendingu. Þú vilt að ég gera hennar. Þú er svo góð með svona leikstjórum og svona. Já, ég er betri því heldur eitthvað svona setningar. Já, ég er miklu meira kvót og leikarar. Já, ég er ekki. Þessi leikstjóri, ég legg að segja hvað hann er. Ég fæ ekki sem nafni. Nei, ekki alveg strax. Hann er með mynd núna í bíó sem ég er drullupeppa fyrir. Ok, þegar við erum að taka, ég veit ekki nákvæmlega hvað þessi þáttur kemur út, þannig að þegar við erum að taka upp þáttin, þá er þessi leikstjóri með mynd í bíó núna sem ég er drullupeppa fyrir. Ok. Hvað mynd er þú peppaði fyrir bíó núna? Við erum að tala um, ég ætla bara að giska strax á myndina. Ok. Þetta er Ex Machina. Þetta er Ex Machina.
Alex Garland. Þetta er Ex-Machina. Og ég er ógeðslega peppa að vera Civil War. Ég er búin að sjá hana. Það, ekki segja mig orðum hana. Bara ekki Nei, neitt. ég ætla ekki að segja neitt. Ekki fara að ræða neitt hana. Akkur ætlar að segja eitthvað meira hana. Ég ætla bara að segja... Akkur ætlar að segja það. Ekki segja neitt, sagði ég. Að segja eitthvað er að segja neitt, skilur. Málega. Já, hvað? Það eina... Nei, ég veit hvað að tala um. Já. Það eina sem ég ætlaði að segja, að ég virði það sem þú ert að byggja um, það eina sem ég ætlaði að segja er að ég sá hann í gær. Okay. Það var eina sem ég ætlaði að segja. Ég ætla ekki að tala um myndina. Takk fyrir að spoila henni. Það er svo fyndið. Man hefur sem drænt þessu. Ég virði það sem þú sagðir, bara ekki segja neitt. Þá segi ég bara ekki neitt. Já, bara ekki einu sinni hvort þú fílar hann ekki. Ég veit ekki hvað var með vænting. Þetta er eins og með Snatch og Lockstock. Þú bara sér Snatch er góð og bara, þú verður svo Lockstock. Bara þá með væntingar, já, hún er góð Snatch. Svo er hún ekki góð Snatch. Já, en það er sleppur vonandi að ég sagði að hann séð um gæn. Okay, en bara Patrik, maður myndi ekki segja bara, hún er geðveik. En ég virði þetta, að ég er svona eins, bara ekki segja mér neitt. En það er svo fyndið, það eru svo margir sem eru bara svona, hæ, já, ég ætla ekki að segja neitt maður, en þú verður að sjá hann í bíó. Þú veist eitthvað svona, og maður var svona, þú ert strax að segja eitthvað. Já, nákvæmlega, þetta er meira en ég þurfti, sko. Eða bara tökum bara svo Dark Knight sem dæmi. Ég var búin að sjá hana og þú voru ekki búin að sjá hana. Og er glæný, og þú myndir ekki segja neitt. Ég myndi nei, ég ætla ekki að segja neitt. En Heath Ledger er að fara fóskarinn. Það er bara, ég sagði þér að segja ekki neitt. Einmitt, mér er saman til þín persónulega skoðun, ég veit bara ekki neitt. Já, og nú ertu búin að segja mig það, að, þú veist, eða, þú veist, eitthvað, það er eins gott að koma með framhaldsmynd. Eða eitthvað maður bara, akkur ekki segja neitt. Talandum, ok. Öskri í mækin hérna. Mynd sem er í bíó, já, hvort sem er nýbúin allavega, og framhaldsmynd. Ég var dregin í bíó þetta er bara smá sætsaga. Semst ekki falleg sæt, heldur svona hliðarsaga. Ég fatt að. Já, ok, side story. Ég var dregin í bíó daginn af vinum mínum, sem heitir Biggi. Ok, shout out. Já, shout out Bigga, og sama. Og hérna er komið bíó á Dune 2. Ég bara, það var klukkan 1 á laugardegi eða eitthvað. Bara, já, ég er búinn í skólanum, ok, ég er ekki svona komið, en ég er samt ekki maður að sjá eitt, verð ekki maður að sjá eitt, var svona valla nenna, þá sagði hann, það skiptir engu máli. Það skiptir víst máli? Ég hef örugglega aldrei verið jafn óþólandi bíó sem betur við sammið sem komið okkur líka. Ekki hann að útskýra fyrir þér. Hann er svona að fylga hann heimgekja, skilur. Já. Og þetta er náttúrulega skert af bókum sem ég ekki heldur hugmyndum. Ég var bara ekkert inn í Dune heiminum neitt. Ég manlega þegar eitt kom út, fór ekki að sjá hana. Og svo var hún bara eitthvað, Sami, hvað er þeir að gera? Skilur, og hann var bara eitthvað, þeir eru svolítið að safna einhverju spice og þú veist, var bara útskjöfum, þetta er þessi gaurar og þessi voru slátraðar af þessum og ég var bara eitthvað, þú veist, ég veit ekki neitt hvað er í gangi sem mynd, en það var flott mynd sann, sko. En hvernig nefndi þér að fá þig? Með fullir virðing. Ég er ekki náttúrulega skemmtilegur. Já, þú ert það. Skemmtilegur að hafa með gjammandi bíó. Ef ég hefði hringt í þig og ég er bara, Ævar, við erum farið í bíó hérna, við hérna tveir saman og okkur langar að fá þig með, Dune 2, ertu ekki til í það? Og þú er bara, ég er ekki með sem fyrstu. Þá er ég bara skellt á. Nei, ég hef sagt þig, sjáðu fyrstu myndina. Já, ég hafði sko 2 tíma til stefnu, ég hef ekki náði. Já, það er alltaf nærið þig. Það er ekkert búið þér. Já, þetta er bara skemmtileg upplifun. Já, ok, allavega. Ég finnst að ég hata að vera í salnum. En það verður að koma framhaldsmynd. Sem var einmitt líka bara, þú veist, endinn á hann var svona, já, ok. Ekki segja neitt. Það er ekki að sjá það? Ég er að djóka. Ok. Ex-Machina var það. Hvað var það að tala um? Ex-Machina. Já, við erum ekki sem búin að tala um myndina. Nei, bara, þú veist, mér langar að segja Ex-Machina, það kemur alveg pínu óvart, ekki þegar hún er lélegur, frábær mynd, en ég held að við aldrei tala um hana. Nei, en þetta er svona eina af þessum myndir sem er kannski, mér finnst hún ógeðslega góð. Skemmtilegar pælingar. Það er aðalega það. Pælingarnar eru svo skemmtilegar. Þú veist, við erum með bara, þú veist, ef þú setjum þetta bara í raunveruleikann, við erum með manneskjur, bara eins og ég og þú erum manneskjur, og það er bara manneskjur að búa til þess að gervigreind sem er, eins og sem ég vil segja, hægt og rólega að taka yfir. Og það er fucking creepy. Já, hvað finnst þetta eins og núna? Fólk er bara eitthvað eins og AI-list og fólk er að borga eitthvað smá, sjáðu þið, AI var að gera mynd eitthvað af mér, eitthvað, hérna 5 mismunandi útgáfur eitthvað, og maður er bara, mér finnst það ekki fyndið. Mér langar bara ekki að hafa þetta hann. Nei, mér líst bara ekkert á þetta. Af því að við munum aldrei hætta að reyna betur um þetta gerfugrindina. Nei, og hún, þess vegna, tala um að taka yfir, skilur, sem er náttúrulega svolítið þema í þessar mynd. Já. Turing-testið og allt þetta. Já. Þegar komið, list inn í þetta og
að þú getur búið til einhvað sem tæki mig eða þig, eða þú veist, kannski ekki mig eða þig, einhver bara faglistamann, langan tíma að gera, ég myndi bara tekna bara portrétt af þér, þetta bara gert á augabræði, við myndum tala bara sekundur, skilurðu, auðvitað digital, skilurðu, gervigreindin ekki að mála þetta á striga með olíu og pesti, skilurðu, en þetta svolítið súrealist, að maður getur bara fengið, þú veist, við auðvitað verðum á upplýsingöldinni, við getum nálgast nánast hvað upplýsingar með símanum okkar, en þarna bara að vera að búa einhvað til, þetta bara gervigreind sem að búa einhvað til, það bara creepy, Nei, við það skeri. Já, og auðvitað ef hún verður með okkur í liði, þá það kannski alltaf lagi, en það er stórt ef. Já, ég meina, fólk ekkert að spá í hvort það sé ráðlegt að bremsa þetta af, að því að eins og segi, við mannfólkið, við erum gölluð á mörgu leiti, það engin fullkomin, Nei, við erum langt frá því að fullkomin. Og við erum að búa þetta til, skilurðu, og ef þetta fær að mind of its own, hvað þá, skilurðu? Já, líka, það sem áöruglegt að gerast, að þegar við hugsaum með okkur, herru, við þurfum að slökka á þessu. Too late. Allt og seint. Too late. Og hvað ætlum við að gera ef einhver gervigreind fyrir bara til þessu netið? Væri bara laus þar. Ég veit það ekki, ég veit það ekki. Þetta er bara óþægilegt. Þetta er óþægilegt. En það er eitt af þessar mynd sem að, gera hann og svona gegja það, þessar pælingar. Já. Og mér finnst það bara... Hún er vel við í dag líka. Einmitt, hún er ennþá ógeðslega relevant. Já. Þetta er sannlega... Meira relevant í dag. Ég segi bara, þetta er sannlega nýjasta myndin á listan mínu og svona. Hvað er það? 2014 eða eitthvað? Já, hún er svona kringum 10 ára einhvers leiðis. Já. Jafnvel seinna. Nei, ég myndi segja 13-16. 2014, vel gert. Og já, bara, í dag, þá þetta er alltaf bara með hverjum árinu sem líður bara, þá eru svona þessar tæknimyndir og svo, hvað sem er dystopískar eða utopískar framtíðapælingar, það eru bara að verða raunverulegri, þú veist, sem, líður á hjá okkur. Já, menn þú getur farið í eldgamla, þú veist, Space Odyssey, skilur það, sem að HAL tekur yfir. Já. Ég meina, þú veist, hún er frá hvað? 60 eitthvað, skilur. 68. Ég meina, hún er bara relevant. Já, þetta er bara timeless classic. Já, ekki listanum mín menn, ok. En bara þetta er svona svo skrítið einhvern veginn að menn hafi hugar, bara, hvað maður segja, hugmyndaflugið að skapa þetta, þú veist, það er svo að sjá svolítið bara svona framönd tíma, þessi spátumar, skilur. Sérstaklega náttúrulega ef þú ferði í Kubrick gamla 68, skilur, eitthvað svona, það er svo langt í að þetta verði einhver raungert eins og við erum í dag og fyrir 10 árum var alveg byrja að skapast miklu meiri svona í gerðvíkjandi pælingum, en þessi mynd er samt alveg langt undan því einhvern veginn, þó að Turing-testið sé eldra, skiluru. Þannig að mér veist þetta svona óþælmynd og tilvistakreppan sem að fer í gaurum, Caleb held ég hann heiti, Nathan er Oscar Isaac og Caleb er hinn gaurinn, mann hvað heitir leikarinn. Hann heitir Domhnall Gleeson. Já, þegar hann er bara að tala við hann og þú veist, hún lúkkar ógeðslega flottismynd. Já. Þú veist, og gerðugreitin þegar hún kemur hann hvað þig, alveg segja vikandir eða eitthvað, maður er bara, þú veist, ég veit að þetta er tæknibreytur flottar til, skiluru, en þetta er bara svona, þetta er ógeðslega velgerð maður, og hann fer bara í smástund að efast, hann bara er tilvist að kreppu, bara, ef þetta er ekki raunverulegt, hvað er þá að segja mér að ég sé raunverulegur? Hann testar mér sér. Hann sker sig, skiluru. Já, sker sig til að tjekka á því. Og þú veist, maður er bara þarna, þú veist, þegar maður, þú veist, ég stundum alveg sökku mér inn í svona heim, ég var alveg bara, þú veist, ég er ekki að segja að mist viti, en maður var alveg bara svona, hvað veit ég hvað er raunverulegt? Ég veit það ekkert. Ég er ekki samt að fara að skera mitt að gá, skilur. Nei, ég skil þig. Það er vont, mér langar ekki að meiða mig. Það er ekki sniðugt að gera það. En maður skilur samt bara, þú veist, pælingunni á honum bara þegar hann er að gera þetta, því hann er náttúrulega bara einn inni lokar hérna tímunum og dögunum saman með þessari gervigreind sem að hann á að vera að testa, en hún er raun að testa hann allan tíman, skilur. Já, og svo er þetta líka, hún gerist þér öll bara á lítill staður. Já, þetta er bara þetta eina hús, geggjahús. Geggjahús. Og já, bara, þú veist, þetta er ótrúlega flott mynd og svona látlaus samt. Já. En bara, ef maður fílar heimsbyggi pælingar og að, þú veist, spá í þessu, þá er þetta geggjumynd lára. En svo talaðu raunveruleikan, og ég veit mörgum að tala Matrix aðeins og eftir, ef ég þekki minn mann rétt, eins og með hvað er raunverulegt? Þú ætti að frussa hérna. Er hún ekki að lista niður? Nei. Hvað? Það er svo ógeðslega myndi. Ég var bara með fulla mun af vatni og ég heldur sem hann tala mann eftir.
En eins og með raunveruleikann, ég meina, ef að þú heldur að þetta er raunverulegt, skiptir það okkur máli hvort það sé raunverulegt? Ég bara veit það ekki. Þetta, maður, þú veist, ég skil alveg menn getið mist vitið við að spá í þessu, en mér finnst ógeðslega skaman að hugsa þetta. Þú veist, er þetta simulation eða hvað? Já. En, þú veist, svo lengi sem ég er að upplifa þetta og er meðvitað að ég sé að upplifa eitthvað, þá er það, og ég er að hafa gaman af, þá er allt í lagi. Deim öll á endanum, skil. Ef það líður vel, Já. Skiptir það okkur máli? Ég veit það ekki. Ef við gerum það morbid, ef það líður illa, það skiptir engin máli þá bara, þú veist, þetta er bara búið spil. Þú bara, maður veit bara ekkert hvað er raunverulegt þannig séð, þegar maður horfir á svona, þú veist, ef þú fer bara í, nútíma heimspeki, þar sem þú ert ekki mennilega að spá í gamla daga, þar sem maður verið að spá í svona tilgangi lífsins eða hvað sem er, það var ekkert verið að spá í grikkirnir til fornar, ekkert að spá í simulation, held ég, sko. Nei. En núna erum við komið þannig kenningar að við séum í rauninni bara avatarar, skilur. Já, það er bara töluleg. Já. Pældi hvað það væri fríki, maður. Þú veist, þegar maður deyr, ef hún bara vakna, bara logga af. Og þá bara tekur það eitthvað headset. Já. Shit, það væri rosalega. Bara what a ride. Og svona lítið speil, þú myndi líta allt út. Já, eða það væri svona, þú veist, eins og ég myndi að fyrir tölvuleik og það búið til eitthvað avatar, þú getur skapað svona... Ég meina, býrðu þig eitthvað til þessi sjálfa þig? Maður reynir sem það maður gera, ég segi bara... Það ger ég ekki. Það ekki? Ég er að spila Harry Potter hérna á Hogwarts-leikin núna og þú veist, ég er ekki að segja að þú veist, það voru búið til einhver 17 róling. En ég er bara, ok, ég læta hann allavega að síta á, skilur, og þú veist, hann er bara svona svipaður og ég spurði þess að Bellu, Bella er ekki alls og ég. Og bara, ja, þú veist, hann er aðeins yngri sá hann, en allavega, svo myndir þú taka þér, þú veist, Google, gleraugun eða eitthvað, og þú væri svona eins og bara avatar skapaður líkur eða skilur. Það fattar hann mig. Já, svona næstu eins. Akkur er svona skrítin, búin að horfa þig í 80 ára eða eitthvað, skilur. Nefnum kannski væri það bara augabragð fyrir, þú veist, eftirlífið, fattar þú? Þessi 80 ár. Já, svo svaka heimspekipælingar. Svo kannski erum við ódauðlega verur. Maður fá nammi í það. Fáðu þér, smass súkkulaði. Talað þú heimspeki, menn ég fæ með nammi, ég ætla að njóta augnablikksins. I know this chocolate isn't real. Svo erum við kannski ódauðlega verur. Sem er nú að spila töluleik. Skilurðu? Já. Og þetta er bara simulation. En það er spilað, það er vel að upplifa dauðan, en það er upplifað bara í gegnum okkur sem avatar. Já. Fattar hvað við? Að það get ekki, að því dauðin er ekki til í heim eða eitthvað. Það er ok, ef við höldum ánum þessu, þá er það náttúrulega spátumar í dag að nú er fættur einstaklingur sem er mögulega að lifa eilu. Já, það er crazy, maður. Það er crazy. Pæli hvað er pirrandi vision cut-offið. Myndirðu vilja lifa eilu? Nei, þú veist það, þú getur vantarlega að fengið valið, skilur þú. En þessu í dag. Ef þú gæti lifa eilu, því er ekki á þart að gera það. Nei, þú vilt það ekki. Já, bara, þú veist, farið bara euthanasia eða einhvað, skilur þú. Það er ekkert þekkt alls þar. Nei, þú getur alveg bara gert það, skilur þú. Ég er að segja bara svona, auðvitað væri gaman að hafa möguleikann ef maður getur verið í præminu. Ég er ekki að vera, þú veist, áttræður í hjólastól eða, þú veist, alveg bara svona með beinkrum og Alzheimer. Jæja, nú ert þú bara að lifað eilífu svona. Maður er bara eitthvað kjötskrokkur bara farinn. Þú ert alveg til að vera 25 ára eilífu. Já, og meiri segja 41, skilur þú veist. Ég hef verið í betra standi, en ég var alveg til að vera svona allavega aðeins lengur. 40 ára við. En já, þetta eru pælingar sem eru, vakna bara við þetta. Já, algjörlega. En það er það sem góðar sci-fi myndi gera. Já, finnst mér. Það er fáðið til að hugsa. Það er fáðið til að horfa öðruvísi kannski ákveðna hluti, ákveðna þætti í lífinu. Það er það sem gott sci-fi gerir. Ef þeim tekst það, þá er það góðar. Já, og það sci-fi, science fiction geirin, eða tegundin af bíómynd, það er besti geirinn til að gera það. Algjörlega. Skilurðu? Algjörlega. Að gera bara, þetta eru hugmyndir. Það var hvert er mannkynið að fara? Hvað var það? Geimurinn, bla bla, gervigreit, eitthvað. Þetta er geirum við það. Mér finnst bara svo geggja ímyndunar sem fólk hefur. Að þú veist, þú horfir bara út í geim á stjörnunar og tunglið og þú veist, tunglið er svo vannmetið. Finnst ekki tunglið vannmetið? Það er alltaf bara hangandi uppi og það er ógeðslega flott. Já, en þú veist, vannmetið í hvaða samhengi? Bara í upplifun, að horfa á það. Þú getur bara hort á tunglið og það kostar ekki neitt. Nei, ég er að segja ekki að það sé mikið að vera þar. Þú getur ekki farið eitthvað þímpark eða gert eitthvað skemmtilegt á tunglinu. En ég stend sjálf ofta að því, eins og á nóttinni.
ég verið að fara með ruslið eða eitthvað skilur og ég kíkja oft upp. Já, það er geggjað. Og það er geggjað. Og við auðvitað, sem sérstaklega búum í þessum borgum, það er svo mikið ljósmengun. Hvernig heldur þetta hafi verið? Fyrir nokkur 100 árum eða eitthvað, skilur. Bara fyrir iðbyltinguna. Já, maður horfu og málið er að fólk gerir þetta ekkert í dag. Nei. En þegar þú gerir það, þá horfur svona upp, eins og þú tala tunglið vanmetið, mér finnst geimurinn vanmetið. Já, og ímyndaði bara stjörnurnar. Menn sem er að skapa science fiction í kringum þetta, bara horfa upp í game og auðvitað náttúrulega auðveldar að halda áfram með einhverja pælingu ef einhver einn er byrjað. Já. Fyrsti gaurinn sem segir bara, nú ætlum ég að skrifa gameverur. Já. Já, það er groundbreaking stuff. Það er groundbreaking stuff. Hver ætlaði að vera fyrsti sem gerir það? Sem skrifaði geimverur? L. Ron Hubbard örgulega. Ég get ekki svarað þessu. Nei, ok, þetta verður líka svona rötuhúrurkála, en bara, þetta er ótrúlegt svona að bara hafa hugmyndaflug í þetta, því að þetta er enga sannanum til. Þetta er bara debatable. Já, þessi hvernig þú spyr. Já, auðvitað. Margir trú á geimverur. Margir trú á Guð. Ég er ekki sinna sannanir. Það er alltaf til vídjó af rosaskrýtnum fljúandi furðuhlutum. Ég er ekki búin svo mikið af vídjó með það sem Guð er eitthvað að fela sig, skilur þig. Það er kannski ekki alveg sambarlegt. Já, ég veit það. En þú veist, sannaninnar er samt bara, ok, ég er alveg að sé vídjó, bara, tekta bara sjónasefni, það er alltaf búið til endalaust að dæmi, skilur þú? En ok, bítu, Ævar, nú þurfum aðeins að fá þetta hreint. Er það að setja það við hliðina, geimverur og að trúa geimverur, sé það sama og trúa Guð? Er ég að setja það á saman stað? Já, það setja það á saman stað. Þetta er allt bara líf og feið. Mér finnst líklega að sé til geimverur heldur en einhver Guð. Þú veist, í hvað skilning eru að tala um Guð? Eru að tala um Guð eins og í testamentinu eða? Er það með eitthvað sérstak trúabræði huga? Kristnum skilningi. Já, er það við erum þar? Er það að tala um eitthvað bara all, þú veist, ruling being sem að bara bjóða allt til? Já. Ég veit ekki. Adam og Eva bjóð til heiminn okkar 6 ef þú ferði í trúabröðin þá held ég að sé meir líka sér til geimverur, en ef þú talar um eitthvað bara sem að eitthvað skapara, þú veist, við erum náttúrulega að tala um það bara, og ef vísindin samanist um það að þetta var til úr engu sem er náttúrulega grillaði sjálfur sér, sko. Já. Já, þú veist, ég veit ekki. Shit, maður er bara Ex machina maður, fæ maður til að tala. Já, fæ maður til að tala, til að hugsa. Þetta er ógust að komið og að Lísa Vikander er líka geggju. Þetta er, þú veist, ok, þetta er náttúrulega, veist þetta er spoiler, en í endin, það er geggjað. Já, geggjað. Það er geggjað. Bara, þú veist, ég var bara geggjað, þú veist, maður var bara svona, sko bara, maður trúður sig ekki. Geggjaðandir. Ógeðslega flottir endir, maður. Vá. Og það er líka svo gaman með myndir. Þetta er náttúrulega, þetta er engin góða myndir. Þegar myndin er búin, þá er svo geggjað þegar þú fer að ímynda þér hvað geti gerst í framhaldi. Já. Skilur, ég menn það er ekki til Ex Machina 2. Nei. En þegar myndin er búin og kemur kreditlistin, ef þú hugsa með þér eitthvað, vá, býtu, þetta geti gerst, svona geti gerst, vá, ég hugsa þetta gerst, eitthvað. Það finnst mér að vera merki um allan að myndin er yfir meðalagi. Af því að ég vil líka að horta myndir og kreditlisti kemur og mér er bara dröll sama. Já. Algjörlega. Þú veist, maður getið horta á hálftíma með hann, þú veist, maður er bara, ég vill meira. Já, og hausjónum þér fyrir ekki að fullt, það er búa til framhaldsmynd. Það er það sem ég er að segja, maður þarf ekki að sjá meira sem hún fer bara og er í samfélaginu, hvort sem hún er að taka yfir heiminn eða hvort hún sem bara vinna vennilega vinnu. Þér er gefið nóg, en svo getur þú bara ímyndað sjálfur, hvað heldur að gerist? Og engin ræður, þú veist, allir geta að fara sikur áttina, skilur. Geggjumynd. Ég raunin svolítið svipa á Westworld þegar hún fer út úr heiminum það, skilur. Þó að það var svolítið búið að afbaka serióna þá. Þú ert svolítið að hækka. Þetta er vel rankað. Ég er búin að reyna að vanda mig. Ég meina, ef Armageddon fyrir voðan Ex Machina. Það er hendir út. Höldum áfram. Hvað er þetta 7. seti núna? Þetta er 7. já. Við erum að hálna þér. Þetta er mynd númer 6. Ekki að vísbendingu. Nei, veitu. Er það 7? Ex Machina var númer 7. Hún var númer 7, fyrir ekki, ok. Svo kemur 7. 7. vísbending. Já. Viltu ekki giski? Já, bara vilt. Ég var drullu góð með Ex Machina. Ég gaf þér þetta góða vísbendingu. Já, þetta er ekkert hvað sem er með þessu. Nei, þú ert náttúrulega veist leikstjóra, skiluru, og það er ekki það sem er í bíó. Þetta er sátt vel gert, ég var ánað með, sko. Takk, maður. Þú veist, ég held kannski að ég myndi þurfa að gefa nafnið eða einhvað, en... Ok, hvað er með eitthvað? Þetta er þríleikur. Þríleikur, ok. Ég veit alveg hvað þetta er. Nú er það. Jep.
Langar að gíska strax. Ef ég næ þessu núna, Já. einu sem sagði er þríleikur. Já. Þetta er Back to the Future. Oh my god, já, rétt. Ok, það er smásveit, ég veit það þekki, ég veit þú dyrka Back to the Future. Ok, þetta er Back to the Þú Future. hefur alveg getið gíska Lord of the Rings. Það hefði ekki Lord of the Rings. Ok, Back to the Future, er þetta fyrsta? Já, þú veist, þegar ég segi með þess að þríleikur, Ertu með allar í þessu? þetta er eiginlega bara pakki, sko. En fyrsta er miklu meira aðskilin frá 2-3. Ég er alveg sammála því. Og Það er fyrsta er best. Já, hún er best. Já, þetta er alveg í röð, 1, 2, 3. En þú veist, það er rauninni allt sama myndin bara í sikkurri periódunni. Þannig séð. Þú upplifir svo mikið af, ekki nákvæmlega sama, þetta er samt svo mikið svipa svona sem þeir eru að fara og tala ekki þeir eru að mimika heilu senurnar alltaf á sama torginu. Já. En samt pæli líka að það er mikið snild að það virki í 3 fokki mynd. Það er samt eitthvað svo gaman við það. Þetta er svo þetta er eiginlega bara svona krem af ævintýramyndum. Þú veist, ég setja hana miklu meira í ævintýra heldur en eitthvað science fiction þó þetta sé tímaflakk. Já. Nei, þetta er ekki, mitt. Þetta er ekki beint science fiction. Ég hugsa þetta frekar mynd sem bara svona adventure mynd. Já, algjör ævintýra, sko. Og þetta er bara, þetta er mynd sem að ef hún er svona búin að geta alltaf dóttið þína. Ég er alltaf hort á hana. Finnst þér hún? Það brakar svo mikið stólum mínum, ég vona að það sé ekki að pirra. Nei, ég er með headphone. Ef þetta er ekki að pirra mig, þá ætti að sleppa. Ok. Þú mátt bara ekki hreyfa. Ég er að reyna að vera skjurra og ég get, sko, ég er bara svona yðandi. Viltu standa þar með eftir þetta? Prjúpa bara. Ég gefur að djúpa hnipi. Sett svona á gólfi. Herðu, já. Ég var að klóra með augunum. Vistu þess að ég sé með augnár á nefinu. Er ég með augnár? Nei, Hafi. Það datt svona niður, ég bara fuck. Fyrir það sem er að horfa, er ég með augnár. Er ég með augnár? Alltaf ég er að hlusta, sko. Það sem er að horfa, ég er með augnár. Ok. Finnst þér hún svolítið heitt inni á ég átna glugga? Nei, bara fínt. Ok. Þá var mér ekkert heitt. Nei, ok. Bara svitnandi og eldur. Bara súkulega byrja að bráðna eða. Finnst hún líka skemmtilegust? Fyrsta. Já, mér finnst hún. Þú sér best, ég er sammála. Mér finnst hún líka skemmtilegust. Er hún skemmtilegust? Mér finnst það reyndar allar skemmtilegar, en mér finnst hún skemmtilegust. Finnst þetta skemmtilegri framtíðin í númer 2? Já, þú veist. Hoverboard, jakkin, skótnir, bara einhver hluti sem Pítsotnin. eiga. Delliball. Já, ok, auðvitað það er skemmtilegar pælingar, en það gerir ekkert alla myndina bara skemmtilegri að hann sé okkur á hoverboardi. En þegar mér finnst þú skemmtilegri. Já, ok, flott það er. Það þinn listu það. Hvað finnst þú finnst það svo fyndi ég talandi líka Ok, eitt fyrir ekki. Þegar kemur þrívítardæmi út með Jaws 57 eða eitthvað, það er skemmtilegt. Og með þess að leikstýrt af síni Steven Spielberg. Minnaðist það eitthvað svona directed by Max Spielberg. Já, ok. Þetta er strák sem heitir Max. Já, ekki. Hvað, finnst þér ekki fyndið? Var ekki Zemeckis sem að leikstýri samt? Var það Spielberg sem leikstýrinni? Back to the Future? Já. Zemeckis sem Spielberg náttúrulega framleitt. Já, framleitin, já, ok, myndi. Hann gerði alltaf Jaws, já. Já, þegar þú þekkjast og hann gerði alltaf Jaws. Þegar fólk segir ég er bara gantast í þér. Gantast þið bara eins og vilt? Gantast. I'll take it. Þegar fólk segir að ég hef lent í þessu sjálfur, ég gerði top 10 þátt með Óla Móna og ég fekk alveg svona komment og ég byrti listana bara í svona tölvutæku formi á Instagram, skrifa bara í listana. AI sem ekki beða til fyrir það? AI, ég gerði það sjálfur. Og ég fekk alveg skilabóð, bara það vantar svona mynd, það vantar þessa mynd, það vantar, og ég hugsaði með mér, nei, það er listin minn. Já. Eftir svo ég hef bara segja hérna, nei. Þetta getur ekki verið. Þú verður að hafa Godfather. Já. Skilur þú? Kannski er hún, en hvað okkur ekki búin að koma með eitthvað Kubrick-mynd? Það vantar Kubrick-mynd. Þetta er bara ómögulegt að gera 10, skilur þú? Það er ómögulegt. Nei, þetta er líka persónulegt. Ég hef þessanlega getað gert teiknumynd líka, sko. Já. Það er bara það. Ég er bara að hóra á gíkandis mikið að teiknumynd undanfærið og það eru margar bara góðar. Tökum Back to the Future. Já. Við höfum alltaf aðeins rætt hana, því ég tók hérna í þætti 200. Já. Þá var ykkar, því ég skipti þeim þætti í nokkar hópa, og ykkar hópi fekk 80s myndir. Þá töluðum við aðeins Back to the Future, og ég ætla að spyrja núna því maður ekki hvað sögðu. En það var líka bara ein fullering hana, skilja, svo bara spönnut út. Einmitt. En ég kannski að spyrja núna eitthvað sem ég er búin að spyrja það. Ef þið myndir endurgerðin í dag, ég veit, þú ert alltaf ekkert spenntur fyrir því, ég veit það, en pældi einu, ef þið myndir endurgerðin í dag, þá væri Marty McFly að fara til, hann fór 30 ára aftur í tíman,
Já. Þannig að hann væri að fara til Ekki segja þetta, 94. Oh my god, maður finnst maður að vera 1000 ára gammal þegar að segja þetta svona, sko. En það hljóma líka eitthvað svo óspennandi. Já. Af því hann fer frá 85 til 55. En þeir þyrfti að endurgerða með periódu, skilur, sem maður myndi að hoppa 50 ára. Já, það er mín spurning til þín. Já. Af því við erum örgulega hvorið spenntið fyrir endurgerð. Það þarf ekki að endurgerð ef myndin heldur sér ennþá í dag. Ég sammála. Já. Og líka Hollywood, okkur endurgerð ekki myndir. Sem eru lélegar. Já, sem voru kannski með skemmtilegt koncept, en voru glataðar. Einmitt, gerir það betur. Þú gerir ekki meistarak betur meistarak. Já, þetta er eins og ég fekk þessi skilabóð daginn. Varandi Running Man. Edgar Wright er að fara að gera Running Man mynd. Why? Eftir Stephen King. Þess að Stephen King, ég maður rétt, gerði bók sem heitir Running Man. Já. Schwarzenegger gerði mynd sem heitir Running Man. Hún var endur ekkert spesið það. Hún var bara ömuleg. Ég er alveg til að endurgera Running Man, en ég vil ekki endurgera Robocop. Já, ok. Skilurðu? Já. En fannst þér semast konseptið við Running Man eitthvað spennandi? Nei, ég man ekkert hvað. Jú, það var eitthvað svona leikur. Eitthvað. En ég er samt sammálar hérna, að gera eitthvað sem er ekki gott, gera það betra. En sem hefði eitthvað sem getur orðið gott. Já. En að taka Back to the Future til dæmis. Er það eitthvað í beitinni? Nei. Þeir líka, ég held ég að líka náttúrulega þegar okkur síðast, þeir megi ekki endurgera þessa myndir á meðan þeir eru á lífi. Það er svoleiðis? Þessi tveir gaurar sem gerðu Back to the Future. Ok. En ímyndum okkur, þessi hvað endurgerð. Væri þá þetta að gera þetta einmitt eins? Það er mín spurningum til þín. Að fara 30 ár, eða eins og þú segir, það er kannski frekar að fara, þyrftir að fara lengra. Já, þyrftir að fara 50. 50 ár. Þannig að þú verður að fara til 74. Já, það er alveg doable, þú veist, þeir fóru til hvað, var ekki 55. Já, 55. Það var alltaf 30 ár, þess að fara frá 85 til 2015. Já, og svo 55 tilbaka. Já. Þannig að í dag, þú veist, þá ertu farið samt, ef þú myndir bara spá í hvernig það myndi virka með 50 árin, 74 er það langt frá, þú veist, nútíma samfélaginu, þó að þetta kom með eitthvað aðeins meira, þú veist, þú ert ekki með farsíma og allavega eitthvað svoleiðis, þetta er alveg algjörlega á kontrast. Þannig að, þú veist, þú þyrftir að fara svo langt. Þegar 94, þá er allir einhvern veginn, þú veist, að gemsið er alveg komin á, þú veist, öðruvísi. Þetta er svo gigantísk breyting. Já, en þú þyrftir að fara ennþá lengra það er alveg í gamla daga. 94 er, því ég upplýði 94, þá finnst maður ekki að vera gamla daga. Þú veist, það er alveg tenging þangað, skilur við. Já, en hvort þessi meiri breyting á samfélaginu? Milli 55 og 85? Eða 94 til 2024? Þetta er svona skemmtilega pælingar að því tæknibyltingin er náttúrulega miklu meira átt stað, það er mikið gerst þar, en hvað hefur svona breyst í samfélaginu þannig séð? Frá 94 til 24 internet samfélagsmiðlar var ekki internet 94 eða? Ekki 94? Nei, hvað var ég gamall þá eiginlega? 11 ára. Já. Ég man að ég kaupi mína svona fyrstu 12. Jú, auðvitað kannski, nei, internet var ekki orðið svona mainstream. Nei, þú varst alveg, þú veist, ég man þegar ég var úlingur þá maður hringið með modem, sko. Já, það var bara, varst ekki hljóðið þarna. En þú fær meira kontrast ef þú fær aftur fyrir það. Skilur það, því að þetta er allt í raunveruleikanum, í dag, segast, nútímanum, svo ferur 50 ára tíma, en þá ertu undan alveg tæknibyltingunni. Skilur þú ert bara rétt svo komið með sjónvarpið þá. Já, þú getur gert það. En veistu hvað ég myndi gera? Hvað? Ef þeir kemur til mín og myndi segja, við ætlum að endur gera myndina. Myndi bara beint í 3. Viltu vestrið? Nei, ég byrjaði að segja að fokka sér. Ekki endur gera svo mynd. Ég er að djóka. Ef þið þyrfti að gera það, það sem ég myndi líklega að gera, því myndin heitir auðvitað Back to the Future. Já. Ég tæki smá twist á þetta. Ég færi ekkert aftur í fortíðina, sko. Myndir þú semst ekki gera trílógíu? Myndir bara gera eina mynd þar sem fer í framtíðina? Eina mynd? Já, við gleymum að þetta hefur verið þríleikur. Já. Ef það kemur einhver Back to the Future mynd, það þarf ekkert að vera að hún fá endilega 3 myndir. Nei, en mér fannst þess að vera að tala konceptið, við verðum að fara einhver x amount aftur í tíman, af því við erum að fara x amount fram í tíman líka. Já, það er bara, það var ein spurning, skilur, það var bara spurning til þín. En ég hugsa að ég myndi bara sleppa því að fara til fortíðarnar og það væri bara í framtíðinni. Og ég veit ekki, ég er ekki með eitthvað handrið tilbúið, en að leika sér eitthvað með Back to the Future, þau þurfa að fara aftur til framtíðarnar, og ég veit ekki, kannski var þetta þú voru einhverju tímar flakkarar eitthvað, og nú þurfa að fara aftur þangað. Ég basically segja, sleppa því, það yrði ekkert að fara aftur til 94. Nei, þá ertu líka heldur ekkert að endurgera hana, þá ertu bara að reboota franchise. Þú ert að gera bara aðeins. Og það ég er miklu meira svona positive gagnvart því, já, ég er ekki að reboot heldur en
endurgerð. Já, ég er ekki að tala um að gera, já, endur gera. Já, bara þessi sama basically dæmið nema í nýbúning, sko. Smá tvist, ég veit náttúrulega að fara til framtíðarnar í 2, en þú veist, eitthvað svona smá tvist, ekki gera sama og í fyrstu myndinni, með það, sem var einu grunn hugmyndir að baka Back to the Future, það hefði ég getið verið vinur pappa minns þegar við varum á sama aldri. Það var grunn hugmyndin, skilur. Ég held að Bob Gale eða Bob Zemeckis hafi verið að skoða bara gamla myndir. Séð pappi, við erum jafn Var gamlir. það neistinn af handrið? Það var neistinn, skilur. Ákvað það ekki. Og neistinn var, ef ég maður rétt, og í rauninni bara, ef ég verið með pappi í skóla, ætlum við að vera vinir. Aldrei veit það. Skilur, það var svona grunn hugmyndir. Ég er að tala um að sleppa því. Já. Og fara bara í eitthvað, þú veist, futuristic, sci-fi. Eitthvað, skilur, ég veit ekki. Já. En þá spyrir maður sér líka, ef að það er í gerð... Akkur heitir það eitthvað annað bara? Það ég ætla að segja. Ef að það er mín hugmynd er í gerð, er það þá Back to the Future? Hvað þarf að þínu mati að vera í Back to the Future mynd? Þetta, ég bara að segja þetta, tengið svo smá að þessu svari, er að þegar þú ert að tala um svona endurgerð eða reboot eitthvað svona, það er svo erfitt að fanga ódauðlega dýnamík sem er á milli Marty McFly og Doc Brown. Já. Skilurðu? Ódauðlega. Hvernig myndirðu ríkasta þessa gaura? Tom Holland. Æ, hætti þessu. Tom Holland er Marty McFly. Oh my god. Já, ok. Þú spurðir, ég sagði það. Ég er bara að sína þér, ég er jafn hneykslaður og þú hefur Armageddon í 10 mér. Ég er ekki að segja, ég myndi... Þú myndir velja Tom Holland, elskar hann greinilega, ok. Ég er að segja... Betur en Marty McFly, Michael J. Fox. Er það ekki bara eitthvað nútíma Michael J. Fox? Ég er ekki sammálaði. Nei, hann er allt öðru sér myndum heldur en hann var í það ekki. Hann hefur líka ekki sama sjarma. Ekki nálætti, sko. Ég elska Michael J. Fox. Geggjaður, sko. Og líka bara Christopher Lloyd. Pældi í líka hvað þú er búin að taka upp mikið af þessari mynd og ríkastan Eric Stoltz. Það er brútal. Það er verið Eric Stoltz. Já. Missa af þessu. Hann fékk hluturki eða hann sín leik Aragorn. Það var annars að búið að ráða annan í Lord of the Rings. Viggo Mortensen. Það var annar sem átt að leika Aragorn heldur en Viggo. Ég hef ekki heyrt þetta. Mér minnir að það leikar sér til Stuart Townsend. Mér minnir að það hafi verið hann. Vissur þetta að hann sparkaði hjálminn á bröðum tánnásu? Veit það allir. En ég bara að segja að þú missir að... Eða eins og það var annað gauð sem átt að leika Wolverine í X-Men. Aha. Vá, pældi í fransæsinu. Já, Hugh Jackman. Hann er bara komið nýja Wolverine mynd fucking 24 ára setna. Ha? Eftir Deadpool? Deadpool 3. Já, með þess að nýja Wolverine. Já, hún heitir Deadpool and Wolverine. Þetta er alveg jafn mikið Wolverine. Nú var alveg svoleiðis. Já, hún heitir ekki Deadpool 3. Og hann var alveg búin að hætta með Logan. Mér finnst þetta Logan fín slaufa á því, sko. Já, nákvæmlega. Deadpool eru skemmtilegar, en mér finnst þetta svona... Það sem ég vil meina með þessu er að það var svo mikill ferill úr þessu. Hann er búin að leika í 24 ár á meðan hinleikar sem heitir Douglas Scott, sem er líka alveg svona pínþektur. Hann misti af því að leika Wolverine maður, eins og Eric Stoltz átt að leika Marty McFly maður. Já, veist, hann er alveg átt feril, skiluru. Hann hefur leikið í Pulp og einhver svona, en þú veist, hann hefur aldrei verið einhver Michael J. Fox típa. Og hann á líka enga sem er eins og Back to the Future í sínum katalóg. Nei, það er ekkert margir sem eiga það. Nei, það er sem segja, það er að missa af því. Og nú er ég að spá, hvert myndirðu, þú veist, búin að velja Tom Holland, uppáhaldsleikaraðinn, í Marty McFly, hvert myndirðu velja sem Doc Emmett Brown? Christopher Lloyd aftur bara. Hann er að leika, hann er flott í kallin. Hann getur örgulega púlað, sko. Það er allir svona gama, áttræður. Þau þyrftu það að drífa sig þessu. Já, ok. Væri það gott, maður. Great Scott! Hvað var Christopher Lloyd gamall þegar ég gerði Back to the Future 1? Hann var nefnilega ekki gamall. Nei. Hann var bara eitthvað ángríns. Nei, það. Ég trúi því ekki. Hvenær var hún gerð? Var hún ekki gerð 80? Hún er kannski gerð 84 eða eitthvað. Já, og það er komið 40 ár síðan. Hann er ekki nýræður í dag, hann var ekki 50. Lloyd, Christopher Lloyd. Já. Fættur 1938. 38. Þannig að hann hefur verið... 45 ára. 46. Nei, býtu. Miðum bara 85. Já. Þá er hann... 47. Já. Þannig að hann aðeins hættir við. Já, hann var 47 ára. Ok, þannig að við þurfum að finna eitthvað í dag sem er það að þessu aldurspili, kannski 45 til 55 eða eitthvað. Já. Bara Tom Hardy.
Tom Hardy? Grínast, ég bara segja eitthvað sem þetta er í huga þessu aldurspili. Ég er að tjóka, ég er ekki með í huga. Þú þyrftir eitthvað svona karakterleikara. Og ég líka... Eitthvað svakalega karakterleikara. Getur ekki verið aðleikari. Skilur þú, það getur ekki verið eitthvað svona bara pitt-típa. Nei. Allega getur ekki verið eitthvað svona töffari. Nei, ég bara, þú sagði þú veist. Þegar ég sagði Hardy, hann er töffari. Já, líka reynda rétt. Við finnum eitthvað góða. Hvar var Lloyd á þessum tímabil? Þú veist, hann var ekkert einhver svona stórstjarna eða það? Ég held ekki. Nei. En hann var samt alveg búin að leika eitthvað. Jú, hann er 47 ára. Já, reynda rétt. Back to the Future. Við erum að vera fullt af sitt sem að manni getur. En já, endalaug skemmtileg mynd. Maður getur alltaf dottið inn. Ef hún er í sjónvarpinu, maður getur bara dottið inn sama hvað. Og í rauninni allar 3. Þetta er líka svona mynd þegar ég fer að sýna strákunum mínum. Það er svo til að sýna svo marga bíómyndir. Ég veit það maður! Þegar ok, aftur callback í Armageddon áðan, þegar ég var að sýna þetta brotið þegar Hello Jerry! Þegar hann er að taka með hann af AJ en súrafnið, og ég var að sýna strákunum mínum eða krökkunum mínum og Bellu. En strákunum er eldri, ekki? Hann er 5 ára. Já, hann er bara 5 ára. Það er alveg að fara að sýna honum eitthvað stöf. Þú veist, ég bara býð eftir að sýna honum margar myndir og hann var að spyrja mig, hvað er þetta löng mynd? Hann er alveg áhuga á sjónvarpsefni. Hún er alveg meira en 2 tímar. Mín einhvern veginn séðan, svo var hann að spyrja mig endra spurning bara, hvað var að gerast? Og ég bara útskýri fyrir hann bara, hann er að fórna sér fyrir hann, að ég hef oft sagt við hann, ég myndi fórna mér fyrir þig. Ef það krókudil koma að þér, ég myndi fórna mér og hann veit ekki hvað það þýðir, hann er að útskýra fyrir hann. Og af hverju er hann að fórna sér fyrir hann? Til að bjarga öllum heiminum. Og hann bara, mér langar að horfa á hana og ég bara eitthvað. Hann getur alveg að horfa á Armageddon. Já, en hann skilur alltaf ekkert ensku, skilur hann að þú veist. Þú fucking þýðir bara. Já, bara alltaf ég hef gert það. Ég hef þýtt heila bíómynd. Það sem bara segja allt sem gerist? Já, allt. Ok. Ég þýði... Segum hvað myndir? Sko, ekki fyrir strákið minn, hann er það ungur. Ég er ekkert að sýna okkur að tvekja mynd. En eins og við hefum horta á kannski svo Toy Story, hún er dröð stittir, hún er kannski 85 myndir eða eitthvað. Ok, hún er þetta til á íslensku, en ég hef þýtt heilu þættina sem er kannski ennsku, ég er bara þýða, skilur við, og ég gerði þau frænku mína og frænda, á hann ég eignast sjálfur börn, þegar þau lítil, ég var að sýna þeim eitthvað, Avengers eða eitthvað, þá var ég þýði bara. Hik ekki við það. Já, þú veist, það hlakkar í mig bara, mér hlakkar til geggja að geta sýnt honum uppáhaldsmyndina mínar. Ég get þennan top 10 lista. Já, ég get ekki beðið. Ég bara, þetta er ótrúlegt, hvað, maður tengir við eitthvað, þú veist, einhver skapar bara, þú veist, þetta er, mér langar bara miðla þessu bara, þú veist, ef maður fær tengingu við börnin sín í gegnum eitthvað sem eru áhuga á, það er bara geggjað. Það er bara, þú veist, endist alla ævi. Ég meina, til þess að maður eignast börnin. Auðvitað, þess að maður reyna bara, ok, en ekki fara áhuga ykkur íþróttum, áhuga bíómyndum, þú veist, þú leik einhvað það er líka gaman, strákinn minn, eldri strákinn, hann er rosalega áhuga á overage-um, alveg bara sjúklega mikinn áhuga. Hefur þú áhuga á því? Hann er það ungur, hann er bara 3,5. Já. Og ég held einhvern veginn að þetta kemur þegar hann er aðeins eldri, en þetta er alveg rosalega áhuga að leika köllum og svo, við leikum rosa mikið með köllum saman, það er alltaf bara strax til leikskóla, pabbi leika með kallana. Ég er bara, já, kallið minn, við erum að fara á gólfið hérna að leika með kallana. Já. Þannig þegar ég sé það er svo mikill áhugi, svo finnst það gaman að horfa bara, hann segir bara, pabbi, ég vil horfa á Hulk, ég vil horfa á þetta, ég vil horfa á Green Goblin. Hefur hann séð teiknumyndina með Avengers þá, sem er á Disney eða hvað hann er búin að sjá bara næst í meðlutan af öllu því dómi, sko. Það er náttúrulega búin að gera svona kid-friendly dæmi, sko. Já, hann er búin að sjá eins og Spider-Man og svona Spider-Man and his friends. Spidey and friends. Hann búin að sjá þetta allt. Ég þýði það alveg fyrir hann, sko. Já, það er náttúrulega einn, sko. Já, og hún veist það bara alveg... Okkur ég ekki að talsið þetta? Okkur ekki búin að... Ég veit það ekki. Þú getur verið Peter Parker, maður. Easy peasy. Já. Þú tröð gammalt kannski fyrir. Nei, ekki tala svona. Þess vegna þegar ég sé þetta, þennan áhuga honum, þá hugsa ég bara, vá, mér langar svo að segja það, bara, Frosti, ef þið finnst þetta gaman, býttu eftir Die Hard 1. Þegar þú sér Matrix. Já, ef þið finnst þetta vera töffari, býttu eftir í sína þessa. Þessi tenging, það verður svo geggja að upplega svona með þeim, að sjá þú veist þeirra litla hug pæli í þessu, þú veist, auðvitað horfði maður alveg bíómyndi með foreldrum sínum, en ég held að það hef ekki verið sama. Ég veit það ekki, það var ekki svona sömu umræði sem skapast, þau var kannski jafn mikinn áhuga og ég á þessu. Ég ætla ekki eitt sjátt á þetta mömmu, sko, mamma vildi að ég myndi setja Speed á listan, af því ég kom nokkur sinnum, alltaf spyr hún, ertu ekki að fara að tala um Speed? Af því að þegar ég var lítill, þá áttu við Speed og AFS. Þannig var það back in the days. Og Speed er bara geggjuð actionmynd. Sammála, geggjuð. Og ég horfði á hana bara aftur daginn, það er ekki ár síðan, og hún heldur sér líka bara vel. Hún er ógeðslega flott. Mér er svo geggjuð. Þannig að, mamma, Speed er ekki á listanum, en hún er geggjuð. Speed ætti að vera á listanum. Frekar Armageddon.
Já. Það var í alvörunni debate mitt, af því ég ætlaði að koma með eitt svona spot. Já, ég var alveg svona, ok, let's kick it off með Speed. Ok, Speed ætti heima listunum. Já, byrja þáttunum nýtt eða? Hvað sem byrja? Byrja þáttunum på nýtt. Já, gleymum svo búin Já, þetta er Speed. Hvað var á talanga? Back to the Future? Já, þú var ennþá þar. Nei, höldum áfram. Ok. Sorry, mér langar að segja eitt stutt. Já. Ég var þannig strákið minna. Ég hefur svo mikið áhuga á byssum. Og mér er alltaf svona byssumyndir skemmtilegar og hasamyndir og pappi minn var svo mikið að sína mér svoleiðis þegar ég var yngri. Já, ertu með byssu leyfi? Já. Ok. Og já, þannig að ég er alltaf bara, vá, ég hlakka til að sína stráknum mínum alveg stöf, sko. En ég meina, ég ger mér þetta grein fyrir því að byssur eftir drápsvopn, skilurðu. Og kærasta mín, eðlilega, hún vill náttúrulega ekki, hún helst halda honum frá þetta svoleiðis. Þetta sem ég átti fullt af dóta byssum þegar ég var yngri og ég var kannski ekki 30 ára, ég var aðeins eldri, en mér varst ógeðslega gaman. Og það rættist úr mér. Já, heldur betur, flottur í dag. Ég er ekki að brjóta mér. Nei, með byssuleyfi bara, enga dreifið. Og alltaf þegar eitthvað svona byssur í einhverjum, þú veist, teiknum þetta þáttum eitthvað, þetta er oftast eitthvað svona geislabyssur eða við köllum þetta líka vassbyssur. Já, ok. Við kannski að leika eitthvað og þetta er vassbyssur og svona. Og kærastum mér bara eitthvað, já, höldum þessu bara, vassbyssur og svona. Og ég hugsa alltaf mér, já, þangað til að sína hún John Wick. Þá kemur í ljós þetta er ekki vassbyssur. Þetta er bara rautt vatn. Ok, höldum áfram. Back to the Future var í 7. Já, hún var 7. Geggjumynd. Einmitt, og svona síðasta með tenginguna með svona krakkadót, hvað er cool, að reboot, það er svolítið cool þegar að reboota svona franchise, eins og Turtles er svolítið að koma tilbaka í dag. Já, ég leik með rosalega mikið með Turtles og krakki mín er leik sem með Turtles og þetta fíla ég það. Ég fíla það miklu meira heldur en einhverja aðra kalla, skilur. Sammála. Já, en það var bara sem ég segja. Sammála. Já, nú fer listin að vera svona svolítið ég veit þú bara gíska tvisar á. Kunnulegur. Já, hann er svolítið kunnulegur núna, skilur. Það er mörgur sem finnst þessi mynd vera einn besta mynd í bara sögunni, sko. Sögu mannkins. Já, hún er sennilega á topp, verður ekki á topplistanum bara á IMDb. Það er ekki fara fleiri orðum það. Það er Shawshank. Shawshank kemst í 5. Já, þú veist, hún gæti, þú veist, þetta er mynd sem var alltaf uppáhaldsmyndi mín. Hún gæti alveg verið það ennþá. Bara topp 5 er svona, hann er verið þarna eins í 20 ár, skilur. Já, hún er alveg verið uppáhaldsmyndin líka. Hún er ógeðslega skemmtileg. Ég meina, mér finnst hún basic fullkomin. Já, og þú veist, ég geti alltaf horft á hana. Þú veist, það er svona, þetta er, að dettin í myndir, það þurfa annarkvort að vera geggja grípandi eða bara geggjar hangout. Og þessi er eiginlega bæði. En þú ert með allt líka hann. Já, það er allt til alls í. Þetta er ógeðslega góð saga. Já, og þú hefur örgulega milljón sem rætt þessa mynd og við höfum örgulega að tala eitthvað um hana. Þetta er bara hinn fullkomna mynd. Sammála, mér finnst það. Er hún ekki á toppnum myndi með það? Er ekki hún og Godfather ofta að berast alltaf ára plakkingu aðeins? Ég held það, sko. Ég held að sé, já, hún er allavega nummer 1 eða 2. Já. Er nokkuð þessum. Og bara fyllilega skilji. Og það er þessi bara, þú veist, það er að ástæða fyrir því að bestu myndinar eru bestu myndinar. Að því öllum finnst það að vera bestar, það eru bestar. En á sínum tíma, hún var ekki vinsæl. Það er ótrúlegt. Hvað var hún? 94 það ekki á, sem var erfitt ár. Helviti erfitt ár, sko. Þannig að maður skilur það alveg, en djúvill hefur hún fucking lifað, maður. Já, maður, hún er, þegar ég horfði síðast á hana, það er ekki það langt síðan, kannski ár síðan, ég ætla búin að sjá hana nokkur sinnum, en það var svolítið síðan ég hef séð hana. Þannig að mér varst rosalega gaman að horfa á hana núna, svo líka að maður eignast börn, maður breytist, og maður eldist og þroskast og svo, fyrir að horfa á lífið öðru í sig. Það var svo gaman þegar maður horfa kannski eitthvað svona mynd sem að, eins og Shawshank, ég búin að sjá hana milljón sinnum. Þegar ég horfði á hana, ég táraðist rosa mikið yfir núna síðast. Það er svoleiðis? Já, ég skammast mér ekkert fyrir það. Herðu, ég sverða einhvern veginn höfum við talað saman hérna og þú ert bara ég er ekki mikið að tárast yfir svona því ég er alveg greinskjóða, þannig að þú ert eitthvað mikið Já, ég náttúrulega var grjótarður þegar ég byrjaði með podcastið. Nei, málega það gerist kannski ekki oft, en það kemur auðvitað fyrir, en ég hef oft sagt það líka. Var eitthvað sérstætt í henni sem að Já, þegar grætti þig? Þú fyrir bara að grenja henni núna. Þetta er náttúrulega rosalega, eins og við talum, þetta er hérna allt í henni. Þetta er svo mynd svo mikla vináttu. Og þeir hittast auðvitað í lokin. Ok, ég skal ræða það við þig. Ég var nefnilega að sjá auðvitað lifa þessar myndir ennþá að þeir eru svo stórar og það er alltaf að koma einhverjar samsæriskenningar og pælingar inn í þetta. Hefurðu heyrt það? Þetta er eitthvað bull. Ég vil meina það, en hefurðu heyrt það að sem menn eru að segja að Red hafi hengt sig?
hann drap sig í lokin eins og Brooks gerði. Þess vegna eitthvað öðruvísi glow í lokin á myndinni og það eitthvað svona ímyndun. Þetta bara, ég nýbúin að lesa þetta á eitthvað stöðar, skilur við. Þetta náttúrulega bara eitthvað fan theory. Þú veist, við sjáum hann að koma hann með berum augum, en það einhver sem að setja þetta út í kosmosin. En þá það bara eins og Brooks. Þá það bara eins saga, skilur við. Já. En hann Red sýnir, og það náttúrulega hans karakter arki genum myndina, að hann ekki institutionalized. Hann að sleppa út fyrir þetta, út af Andy Dufresne, vini sínum. Þannig ef að sér það alveg, ég sammálaði, skilur við. Ég sammálaði. Þannig ef að Red, ef hann hefði hengt sér í lokin, eins og Brooks, og það eitthvað samsæðiskenning, ég ekki að þú að segja það. Alls ekki. Mér finnst það bara ekki mega neitt sens í sambandi við myndina. Rökin voru, hann skrifar á So Was Red og stóllin var vaggandi, þú veist, það var látið svona lítið út fyrir hann væri að fara að gera þetta. Hann stóð upp og, maður var bara, nei, maður var þarna, sko. Já. En svo heldur áfram, en þetta fan theory segir, það eitthvað öðru sig glóð þar, þannig að þetta svona wannabe, það með skilur. Veistu hvað það minnum á? Það minnum á fólk sem að segja að The Rock, Connery karakterinn í þeirri mynd, það sé James Bond. Þú hefur heyrt það? Ég hef ekki heyrt það, nei, oh my god. Ok, við sem ekki verið að tala meira fan theory þá, ok, það gerilega skilur við. En allavega, þetta var svona, mér finnst þetta bara svona smá pirrandi þegar maður heyrir svona, bara þetta bara meistarverk, ekki vera leggja, þú veist, skaparanum orð í munn, skilur við. Mér liggur bara þar. Hafðu þessa skoðanir fyrir sjálfa þig. Og líka ekki vera að grípa í eitthvað sem, þú veist, til hvers, þetta ekki þannig mynd. Fældi ekki að vera leiðilegt að myndi enda þannig bara. Endi bara einn hennar sloppin í gegnum pústa báta sinn og Red kom aldrei. Það verður hræðilegt. Maður bara, þetta bömmir. Það verður hræðilegt. Ég hélt með Red. Búin að loka inn í 50 ár. En ég til þess að klára, ég táraðist þegar hann les brefið, þegar hann fer hann undir tréð. Fuck maður, ég get bara að fara, nei, ég get bara að grenja núna í podcastinu. Mér finnst það ógeðslega fallegt. Og það hitti bara öðruvísi á mig. Þegar hann fullorðinn maður. Þegar hann fullorðinn. Já, það gaman að horfa á myndir líka sem maður sá og vissi að voru góðar, en maður kannski vissi ekki endilega af hverju, eða kannski vissi maður af hverju, en það verða áfram góðar, jáfnvel á öðrum forsendum. Já, og þú tekur kannski annað úr þeim, segjum bara eins og, mér alltaf þótt bara Shawshank frábær saga og góði leikar og eitthvað. Já. En svo kannski svona í setni tíð, þá kannski ég að taka mér, þetta rosalega góð mynd vináttu. Einmitt. Og mikilvæg þess að tengi við það að vera að glæpa maður á fangi og Nei, eins og það, kannski var ekkert að spotta það fyrir 20 árum. Nei. Það er svo gaman, það líka einhverju góða bíómyndir, að þú getur horta þar oft. Maður finnur það núna, þegar maður er fullorðinn, áður fyrir hafði maður endalausan tíma til að leika vin sína. Ekki í dag. Það er ekki þannig í dag. Nú hitti ég þig til dæmis bara, ekki það við vorum einhver æskuvinir, en þú veist... Nei, ég var alveg til að hitta þau ofta. Ég að segja það, núna maður bara að gera sitt, svo fer maður heima að sinna fjölskyldinu sinni. Maður bara þreyttur. Já, og maður hittir bara vinni sína á mannamótum, eða þú veist, maður þarf alveg yfir að sérstakt tilefni. Ég ekki að segja alltaf þannig, en það er miklu meira, það er ákveðin söknuður því í lífum hans, þó að sé bara tímabil sem er eiginlega svolítið liðið. Svo kemur hann kannski aftur þegar börnun aðeins stærri, við erum alltaf bara með lítil börn. Já. En skilur, þannig að þá tengir öðru sér við, það er söknuður í þetta frá þér. Það er mikill söknuður hjá mér. Það er svo fyndið, ég var talað um kærastum daginn. Fara nú ekki að gráta það fyrir? Nei, ég er ekki að gráta, ég er að fara að hlæja, skiljum, og ég er að fara að ranta smá. Og ég er ekki beðum vorkun. Það hljómar svo strax alveg, ok, áfram. En þú veist það hvernig þetta er, það getur bara stundum verið ógeðslega erfitt og hundleðilt að vera fullorðinn. Og ég var að segja kærastum mína, okkur sagði þið ekki mér þetta, að það væri ekkert svakalega spennandi að vera fullorðinn. Nei, þetta er nefnilega merkilegt. Maður hlakkaði til þegar maður var fannst það voða cool þegar maður var yngri. Ég er það ánað, strákum minn tók svona tímbil sem maður langaði að vera fullorðinn og nú segir maður langar ekki. Og þú veist, það er smá spooky samt líka með spárið þannig, en ég skil það sem er bara, þau tengir bara einhvern veginn við að það er næst að vera krakki, skilur við. Og það er cool. Þú veist ekki, ef þú áttir svona þokkalega gott heimili, þá þurftur ekki að bera hennar ábyrgð, skilur við. Ég er ekki að tala um, kannski einhver heimilstorfa eitthvað svona, en ég er að tala um alvöru ábyrgð. Það var svo mikið frelsið, það var krakki. Maður gæti bara að leika sér. Engar áhyggjur. Þannig á það að vera. Og ég ætla að gera þessu ég get fyrir strákana mína
og þeir getur bara verið krakkar. Þá þarf þú að hafa áhyggjur. Ég skal frekar með þér þeir. Já, þú veit það. Ég bara segja, eins og þú talar ég rít undir þinn punkt, þú segja, maður hefur ekki eins mikið tíma fyrir vinnin og svona, og maður svona saknaðist líka. Já. Þú veist, ég saknaðist oft. Þú veit það er gaman að hitta skemmtilega vini, skilur, og leika við þá. Já. Og málum með stráka líka, sérstaklega, við viljum alltaf leika, skipt ekki máli hvað gamla. Ég mitt, skilur. Nú er það bara að vera í kall og vattur með krakkunum sinum. En þessi mitt, þetta er rétt hjá þér, hún er rosa mikið vináttu þegar maður spáir í því. Vináttu og von. Já. Það er myndin maður. Hvað sagði hann áttur? Hope í myndinni, sko. Ég trú ekki að ég segi að feila á svona kvóti, sko. Hvað er með eitthvað kvót? Ég man ekki hvað það var, sko. Ég skal finna það ef þú talar. Þú bara... Það er eitthvað magnificent thing eða eitthvað svona. Þið segir ekki hope is a dangerous thing. Það er a dangerous thing. Ég veit það ekki. Hope is a terrible thing. Don't have hope. Nei, þú veist að þú ert á stað eins og þarna. Þeir eru einhverju fangis og kannski með einhvern lífstíða dóm. Það getur hættilegt að vona því þú kannski ert aldrei að fara að sleppa. En það er nefnilega, ég er ósamlega þessu að því að þú ert alltaf að hafa von, alltaf að halda í vonina en þú ert ekkert endilega að hafa væntingar. Það er stór munur á vonum og væntingum. Nú fer ég fyrir fram að the parole board ennina ferina 10 ára fresti eins og Red. Og ég vænti þess núna bara, ég hlýt að sleppa. Skilurðu? Þá er hann að upplega svo mikla höfnun þegar hann fær það ekki. En ég bara vona að ég fái það. Ég fekk það ekki. Ég er ekki að segja sér bara, 10 ára upp. Nei. Auðvitað vona maður alltaf að gangi allt vel. En ég vænti að það getur alltaf einhver komið upp á. En þú er náttúrulega, það sko, það er auðvitað fyrir okkur kannski að segja það. Ég er ekkert ósammálaður. En við erum bara einhverjum dúddar og erum bara að gera okkar þeng. Ef þú verður í fangis í 30 ár. Já. Hefur það eitthvað annað en vonin? Þá verður bara að lifa bara í núinu. Bara komast ekki daginn, skilur. Ég meina, að því að þú ætlar að vona. Ég skil hvað er að tala. Þú getur ekki svona byrja að vona fyrir en eftir, þú veist, hellingstíma fyrir allt í einu fær parole möguleika. Já, og svo kannski, ef þú myndir lenda í þessu fyrir fangis í langa tíma, vona það gerist ekki. Og þú er kannski með þetta svona attitude, eða mentality, í kannski 5 ár. Svo hlýtur að koma að því að þetta bara broti niður. Já, það er sem þeir eru líka að tala um eins og að vera svona institutionalized. Einmitt. Þú ætlar bara að missa alltaf von, þú bara partur á þessu fangelsislífi, þetta er bara þitt, þú bara enginni sjálfa þig svona, þannig að þegar þú kemur síðan út í heiminn, þú bara týndur, mér Brooks höndlaði það ekki. Nei, hann var náttúrulega einmitt, bara eins og institution, þetta er svolítið skrítið fyrirbæri að þeir alltaf tala um endurhæfingu. Það tala um endurhæfingu, þú veist, betrunar heiminn og eitthvað svona. Já. Þetta ætti tæla sig á endurhæfing. Já, en þetta, þú veist, þetta virðist ekki, ég veit að þetta er náttúrulega byrjóðumynd og allt það, skilur, en hefur það eitthvað breyst í dag, skilur, ég meina, þú veist, menn sem er að díla við svipar aðstæður, þetta að fá einhverja endilega sérstaklega aðstóð til að aðlagast? Þarna var náttúrulega bara, ok, þú fer bara að vinna á kassa í, þú veist, bara einhverju maturbúð, skilur, í dag er það bara, þú veist, allt rafrænt. Hvernig myndir þú aðlaga svona menn inn í samfélagið sem búin að vera þetta í 50 ár? Við veit að það er ekki kannski vandamál á Íslandi að því að það er ekki svona lengi skiluru, en þó að segja, þú veist, afbrotamenn geta oft verið bara afbrotamenn skiluru, það er alveg bara sagan með marga skiluru, en er það því að kerfið sjálft er að bregðast þeim eða ég veit ekki skiluru. Svo líka, já, svo spurning hvernig maður lítur á fangilsi, lítur á það sem endurhæfingu eða lítur á það sem refsingu. Já. Hvort finnst þér betra? Refsar þú bönnunniðinu með eftir að endurhæfa þetta ekki? Refsar? Já, bara, nú verður bara í steinin í 2 daga. Líka alveg barn eitthvað svolítið öðru sem að senda einhvern í fangilsi. Já, en svo náttúrulega geta verið alls konar ástæður sem að koma mönnum í svona stöður. Tökum bara sem dæmi eins og í Sleepers. Já. Þú veist, ég meina, ef maður lendir í einhverju sem að brýta maður bara niður, þá segir maður svona bara puttan á móti samfélaginu. Þú veist, samfélagið brást mér, af hverju á mér að vera saman samfélagið? Já, en, þú ert þá að tala um ungustrákana, en þú getur samt ekki sagt þetta, því þá finnst mér þú bara að vera að afsala allir sjálfsábyrgð. Bara, herðu, þá kom illa frá þig mig, og þá er mér bara saman, nei, það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Nei, ok, þetta er alltaf viss mörk sem að liggja þarna og þú veist, og fyrirgefning og allt svona, þú veist, er stór partur af, eins og förum við í Sleepers aftur, skilur, þú veist, meina, þetta er miklu meira en að segja það bara eitthvað
að sjálfsábyrgin, hvað sjálfsábyrgin hana? Ég gerir prakkarstrygg og líf mitt bara eyðilagt. Já, en þá segir ég líka á móti alls konar fólk við fengið bara rosa slæmspil. Já. Það ekkert allt brotið af sér, skilur, eða eða verið bara, ég brjálar til samfélagi að þið skuldi mér hérna helling, skilur. Já, kannski rétt hjá þér. En við leysum ekki þessa mamma þegar. Nei, það er gana pælis. En eins og þessum við tala endurhæfingu fyrir fólk sem fer í fangilsi, auðvitað alveg mörg dæmi að þú kannski með morðingja. Já. Fer í fangilsi, kemur út og bara annar einstaklingur sem kemur síðan og kannski bara ekki að drepa. Góður samfélagsþegn. Ég ekki að segja að fólk eiga fyrirgefa mannum með eitthvað svoleiðis. En þetta samfélag, þannig að ef þú spyr hvort betra, væntanlega betra ef menn fara í fangelsi og koma endurhæður út og taka þátt í samfélaginu. En það hægar satt gert og sérstaklega ef einhver nákominn þér myndi lenda í einhver svona það er alltaf henni saga. Já, það er alltaf henni saga. Þannig ég getur henni ekkert bara setið hér og bara ég er með svörin. En einhvern veginn á blaði þá myndi maður áætla það að það væri betur fyrir samfélagi ef þú kemur endurhæður út úr fangelsinu. Ef að ég væri í þessari stöðu, ég veit ekki hvort það að segja þetta. Nei, ekki segja þetta. Nei. Það varst eitthvað efins. Ég bara segja, þú veist, stundum hugsa maður bara svona sturlaða hluti og ég alveg á þeirri skoðun að ég ræði ekkert endilega hvaða hugsanir koma til mín, ég ræði hvernig vinn úr þeim. Það er engin sem ræður held ég alveg hugsunum. Nei, bara þú veist að poppar hvernig bara, hvaðan kom þessi hugsun? Það kemur öllum. Já, það er gott að heyra. Já, það kemur öllum. En stundum entertaina maður eitthvað svona sturlaðar hugmyndir, að sem maður lendir bara einhverjum sturluðum aðstæðum og bara hvernig myndi ég leysa úr þessu og það blundar í mig stundum svona smá vigilante justice réttlætiskend. Skilur mig. Það sem bara, ef þetta gerist, þá má ég bara gera þetta. Og mér sama hvað samfélagið búið að samþykja. Nei, ég meina, hugsaði bara eins og með börni. Það bara þannig, skilur. Ég myndi tjúlast. Já, bara svo leys. Ég myndi tjúlast. En svo aftur á móti, þá veit maður aldrei þegar hólminu komið, sko. Nei, svo líka annað. Eins og tökum dæmi. Það er UFC fighter, bardagakappi hjá UFC. Cain Velasquez. Hann núna í fangilsi. Og Cain var svona frekar stórtnað, hann var þungavíkta mistarinn og var alveg frekar þekktur. Barnið hans lendir í ykkur ógeðis kalli, áheld í ykkur svona dagheimili eða einhvern á leikskóla eitthvað. Það var ykkur kall og það var ykkur ítryggum misnotkun. Cain fer, næsir í byssu, hann bara tjúlast og reynir að skjóta gaurinn í bíl. Ég man ekki nákvæmlega smáatriði, en mér minnir að hann hafði ekki verið í bílnum eða það var annar hópur af fólki. Þannig að Cain skýtur á rangt fólk. Klúður, algjör klúður. Allavega, hann er handtekinn og hann drepur engan, hann er handtekinn og hann er núna í fangilsi. Hann á önnu börn líka. Og náttúrulega ennþá stelpuna, sem lendi í þessu, betra fyrir fjölskylduna að hann sé í fangilsi. Já, þú þarf náttúrulega að hugsa þetta þannig ef þú ert eins og í Law-Abiding Citizen hann lendir í því að hann hefur enga tapa. Skilur þú? Ef þú hefur einhverja að tapa þá þarf þetta að vera ekstra sníki, ekstra skipulega. Þú veist, þá er það meira svona eins og eyðurinn að spalta, skilur þú? Fattar mig? Hann er að bjarga dóttur sinu erfið maðurstæðum og hann bara reyna að komast upp með það. Hann er ekkert ekki bara, ég fer bara út í búð og bara konfronta gaurinn sem gera einhvað, skilur þú? En það sem hann klikka á í þessu tilviki, Cain, bardagurinn, hann er bara að fara að buffa gæja. Ekki vera með vopn. Hann er þungavægt að mista hann, eða auðvitað geta bara buffa hann. En hann vildi ekki buffa hann vildi drepa hann. Já, heldur hann ekki geta gert það? Jú, eftir að meina að gera, það er kannski verið rétt þér. Skilur þú? Og ég er ekkert að segja það. Ég er bara líka að segja, þegar maður, svona aðstæður eru svo svakalegar, að maður hugsa með sér, ég finn til með, ég skil hann, sem faðir, þá skil ég hann. Fullkomlega. Ef það var eitthvað ógeð, þannig að gera eitthvað við dóttir hans, minnið á dóttir hans, bara fuck that guy, drullar sem hann. Ég finn til með fjölskyldun hans, Cain, í dag. Því Cain er í fangelsi og hann er að berast eitthvað fyrir, að því hann var alltaf skot árás hjá honum, skilur við. Þannig að ég segist þú, maður þarf að klára það. En þú veist, hann er þess að líka að fara í jailið þegar hann farið með hendur, skilur við? Já, en þú veist að það er allt annað. Þetta er svipað eins og líkamsárás með vopni versus bara líkamsárás.
eða Þú fær ekki stungan dóm. já, Held ég alveg örugglega. já, Þetta er allt annað game. ég hugsaði bara Nicolas Cage í Con Air, skilur Já, barnum. nú er ég búin að spoila næsta pikkinu mínu Con Air. Ok. hún var in the run Ég ætla að vona hún sé ekki í fucking 5. sæti það. Hún Nei, er- hvað erum konur í? við erum Höldum búin með 5 Shawshank, það þarf að vera ekki að ræða meira um að þó Nei, styrlumynd. og númer 4, það er líka önnur vel þekkt þetta er eina QT-myndi mín á listanum Eina. QT-myndin Quentin Tarantino Já. maður bjóðar að gíska það Ég þetta vonandi perfection. þetta er perfection og Ok. þú veist, ég var svona þú veist, það er samt svolítið erfitt að velja úr myndunum hans, eins og ég sagði á hann þetta er held ég einu leikstjórinn sem ég sé allar myndirnar hans, að hann alltaf er bara að limita sig, Hann er búin að gera 9 myndir. hann er að limita sig skilur, hann er ekki bara, þú veist, eins og Spielberg búin að gefa hvað, 30 myndir eða Já, eitthvað, miklu fleiri. þú veist, þó að ég held að Spielberg sé eiginlega uppáhaldsleikstjórinn minn, af því að hann á svo mikið, þú veist, eins og Og það er svaka breytt maður. já, örgulega fullt drasli líka, skilur, ég er ekki að sé alltaf eins og nettir hann. Nei, Eins og nei. Sagði, ef ég var frá Eyðeyju, myndi ég sennilega hafa 30 titla heldur en bara 9 Tarantino titla, Já, mér er að þú fengir að fara að eyða og fengir að velja katalóg eftir eitthvað leikstjóra Já, það held ég myndi vel Spielberg. í sammálaðar. En já, eins og með Ég hugsa að ég myndi velja líka. Quentin, allar myndinir hans, ég fíla þær allar. Death Proof líka. Ok, þú veist, og ég get líka sagt, ok, 4 Rooms sem hann var að gera bara, þú veist, parta. Það delst ekki með. Já, ok, ég horfði á Death Proof aftur um daginn. Það var helviti rough. Það var rough að horfa á það, sko. Hún er það. En ok, þú veist, það var líka svona einhvern veginn two-parter og ég eiginlega til hann ekki með það. En allan bara svona, þú veist, að það gerði mér Rodríguez eða ekki hérna, Jú. hvað var eitthvað Planet Terror. Planet Terror, sem er ekki spesialdur. Skemmtilega Death Proof. Já, ok, það er ekki mikið til. Þannig að svona, ég var alveg bara ætti að, þú veist, að því að maður veit alveg að hann er með respekti til að vera þarna, en það er einhvern veginn svona, það er eiginlega, mér finnst það smá kopp átt að velja bara Pulp, fattar mig? Það er besta myndinar. Ég veit það, en mér finnst bara svona, þú veist, ég bara, þetta er bara, ég veit það ekki, það er Þetta svona, er sturlu mynd. ég veit það, og þú veist, líka bara þegar hún er að koma á þessum tíma, hún er einhvern veginn svo öðruvísi að þetta er svona, Já, það var nýtt. já, þú veist, einhvern veginn, þetta er svona að einhver leiti mikið nýtt. Hún er svo svakaleg hangout mynd, skilur mig. Já, já. Auðvitað er eitthvað mission í henni sem að þeir eru að gera, skilur en þetta er þessar sögur, skilur sem að fletta saman, þú veist, það er ekki bara það sem er eitthvað svona nýtt, En þetta er bara svona, þú ert bara að hanga með fólkinu í díalóg og svo er bara eitthvað, þú veist, framvindan skiptir henni einhver máli, af því hún er bara svo vel skrifið díalógleðsið. Já, en, þá kemum allir setja á móti og þetta er ástæðan fyrir því ég meina það að hún muni alltaf halda sér. Ég held að það er bara tímalösmynd. Hún er það. 30 ára gömul, sko, í ár. Það er að því að karakterinir fá einhverja karakter örk. Flestra karakterin myndinni breytast að einhver leiði. Jú. Og stærsta dæmi er alltaf Samuel Jackson karakterin. Já. Hann fer alveg í gegnum ferðalagi myndinni. Þetta er ekki bara hei, þú vil gaman að vera með þessu fólki. Með þess að Butch, Bruce Willis karakterin, hann breytist líka. Já, hann, þú veist, það er náttúrulega fær miklu minna vægi heldur en Samuel Jackson. Hann er náttúrulega stærsta breytingin, svo segir. Þetta breytist líka Travolta, hann deyr. Þú veist, Já. Þannig hann er ekkert að fá mikla örk þannig séð. Það Nei, er bara, nei. það er rauninni Jackson sem að fer út úr þessu skiluru, þessum heimi, en ég er alveg sammálaði. En þú skilur hvað við, Þú færð að kynnast þeim alveg svolítið, skiluru. Já. Þú færð að kynnast karakterunum og þú þarf náttúrulega að fíla að hanga með þeim. En ég myndi segja að hann væri meira heldur en örkinn þeirra skipti máli er hangout valueið í því. Þú er áhugað því sem þeir eru að segja, jafnvel þú viti hvað þeir eru að segja og getur kvótan á alla. Það er ennþá gaman að hanga með þeim. Ég er sammála. Skilurðu? Já, Þetta er alltaf geggjaði leikari, hann getur bara take his pick, skilurðu? Geggjaði leikara. Og meira þess að þá, þegar hann var, veist, þetta er önnur myndin hans, Já. ekki bara? Jú. Jú, það var bara þess að voru svo Pulp. Og það er svo líka geggju. Já, en þú veist, það er eiginlega smá pirrandi, svona, ekki pirrandi, allt hitt hefur verið gott stöf sem hann hefur gefið út, þú veist, mér finnst það. Já. En svona, maður er að smá svona, maður vildi að hann væri að toppa sig alltaf, skilurðu mig? Já. Ég vildi einhvern veginn óskaðist að Pulp væri ekki ennþá besta myndin hans, skilurðu? En hún er bara erða. En það er ekkert alltaf sammála því. Nei, ég veit það, en fyrir mér er það bara þannig. Já, ég er sammála. En það er Það ekki- er kannski að því að það er nostalgía hjá okkur. Ég veit ekki. Þú hefur ekki séð hann nýlega? Jú, ég horfði nýlega búin að horfa á Bastards, Django og Jackie Brown og Pulp Fiction. Já. Ég tekar oft allar, en þessar voru okkur á Netflix og ég var Já. svona, ég kíkjum á Django, ég tók Django fyrst, svo bara, ég fælt svona Tarantino feeling, bara svona Einmitt. stuð. Nú ekki þessa, hún þessa. Mér finnst Pulp Fiction besta myndir. Ég er alveg En samanlega. þá sko.
það er ekki langt sinni ég er búin að taka einmitt á Kill Bill, Jackie Brown og Inglourious, ég sé alveg Inglourious líka reglulega, þú veist, mér finnst hún ógeðslega skemmtileg. Geggjumynd, maður. Finnst þér ekki Django góð? Jú, mér finnst Django góð, en svona, mér fannst hún einhvern veginn betri minningunni. Já, það? Já. Og þú veist, mér finnst hún, hvað var þetta að segja, mér finnst hún frekar dala með áhorfum og mér finnst svo Once Upon a Time, mér finnst hún bætast með áhorfum. Ég er þar. Já. En ég er ekki að segja að Django sé bara eitthvað, hún er ömurleg í dag. Nei. Svona, þú veist, hún var geggjuð fyrst þegar ég sá hana, skilurðu, og þannig að þá var bara svona, hún verði ekki aftur geggjum, með þessu Purpose, svona alltaf bara stendur fyrir sínu, hún var svo bara tæn, hún var svona, var svolítið að melta hana fyrst, og svo næsta bara svona, tjúvill, er hún nett, skilurðu, mér finnst hún vaksa ásmiðin. Já. Myndin sem ég er að sé sjaldan settir, hann er Hateful Eight, mér var svona samt ógeðslega skemmtileg, sko. Mér finnst hún geggjuð, ég held ég að fara hann á 3 í bíó. Það eru margir sem fíla hann ekki, og mér er þess að Tarantino aðdáendur. Mér finnst hún geggjuð. Mér finnst hún ógeðslega skemmtileg, sko. En þær eru svolítið langar. Já, Pulp finnst mér alveg svona fullkomin lengd einhvern veginn, með það sem er að gera, þetta er alltaf ákveðna sögur. Það er ekkert mikið að dauðan punktum í henni. Mér finnst bara ekki nýtt. Nei, ég vil segja bara, þú veist, hún rennur bara alveg smúð í gegn og ég er ekki að segja bara eitthvað brjála aksjón eitthvað svona, en þú ert alltaf bara svona engaged með henni. Og ólíkt, nú þarf ég að segja eitt leðilegt með Once Upon a Time Hollywood, það sem mér finnst eins og í Pulp Fiction, og þú maðurst eftir, landsjóðsvæðan? Pulp, nei. Leigubílstjórinn, konan, þetta er karakter. Hún er í fucking einu atriði. Og hún er svona karakter. Hún fær skemmtilega. Já! Hvað fær Pacino í Hollywood? Eða Kurt Russell? Já. Þú veist, mér fannst... Þá er hann bara svona að koma einhverjum að bara einhvern veginn með það. Það sé að segja, mér fannst einhvern veginn... Mér fannst Pacino ekkert fann þetta spennandi karakter. Akkur er þetta Pacino? Akkur er þetta ekki bara einhver no-name leikari? Já. En í gömlu myndunum hans, Jackie Brown, De Niro var ekki mikið í henni, ekki þannig. Hann er karakter. Já, það er alltaf allir, þú veist, það eru alltaf fáir karakter í þeirri mynd, og það var allir vægi, sko. Mér finnst ekki beint fáir. Mér finnst að Chris Tucker fær karakter í Jackie Brown. Hann er ekki mikið í myndinni, hann er svona karakter. Beaumont. Heit Beaumont í Jackie Brown. Mér finnst það að vera svo mikið, eða Kill Bill. Finnst þér að vera breytast úr þeim skrifum, skilur við. En svo fer náttúrulega í Hateful Eight þar sem allir eru karakterar, skilur við. Það er loka environment, sko. Já, en mér finnst bara einhvern veginn að mér finnst hún oftast negla. Já. Hann er með bara geggjaði karaktera líka í litlu hlutverkum, eins og ég talaði leigubílstjórinn í Pulp Fiction. Það er karakter. Með þess að gæin sem að þið skjóta hana í sætinu. Já. Man finnst þeir sem það sé einhver karakter. Já. Ég veit ekki. En svo getur náttúrulega farið í Django og þú getur farið í Inglourious, það sem að ekki allir einhverju karakterar, skilur þú? Nei, en eins og í Bastards. Ég meina, hún er alveg frá 2009, hún er alveg verða gömul. Já, 15 ára, shit. Gæði sem leikur... Hvað hét hann? Hvað hét... Sem leikur hvað? Sem leikur... Ekki Göring. Hann sem var til í alvörinni. Já. Sem var yfir hann sem valdi kvikmyndahúsið. Já. Og hann er eitthvað... Fuck, ég man ekki hvað það var. Þetta er kallt sem var til. Ég veit það. Ekki Hermann Göring. Hann var Goebbels. Goebbels. Alveg stólum mér. Goebbels. Það er karakter. Já. Það er karakter í myndinni. Eins og þannig að hann er með eitthvað aðstokkonu og þau er eitthvað svona hlæja. Svo klift, hann er eitthvað ríkir eitthvað. Þetta er allt eitthvað svona. Þetta er svo karakter moment. Mér finnst það vanta pínu í Hollywood, sorry. Já, ég meina, þú er ekki að drulli yfir hana, sko, ok. Hún var ekkert að listan mínu, sko. Pulp Fiction. Já, þetta er bara solid mér, sko. En hversu spenntur ertu fyrir 10? Sko, þetta er í spenntur. Þannig að maður getur ekki annað en sett háar væntingar. Það er ekki annað hægt. Ekki bara von. Nei, ég vona að vera góð. Nei, ég bara vænti þess að þetta verði masterpiece. Ég vil að hún verði bara svona banki á dittnir á Pulp bara, þú ert búin að vera besta í 30 ár. Ég held að náðu því. Nei, það verður mjög erfitt. En ég vil að hún verði hérna in the running, sko. Hún má ekki vera eitthvað svona í 5. sæti. Hún verður að vera geggið, sko. Ég held hún verði það. Ég veit að vera síðasta myndinas. Hann verður bara að vera það. Annars fer ég bara að grenja. Nei, ég auðvitað vilja að það sé eitthvað sturlumynd. Það sem ég bara áhyggjur af er að maðurinn sem gerir Pulp Fiction, sem Tarantino, þar er hann, ég veit ekki, 30 eða eitthvað.
það er bara ekki sami gaur, eðlilega, Nei. og 60 heldur að vant einhverja Tarantino. gredduna í hann eitthvað svoleiðis. Já, það er líka, ímyndar sért hann og þú er búin að gera allar þessar myndir og það er allir bara, þú ert snillingur Já, þú ert algjör snillingur það er allt þú veist, maður getur eftir ímyndar sér egoið og það er auðvitað eitthvað verið til það skortir staðar held ég ekki hjá honum sko. Nei, þannig að þú veist, það er búin að magna það allt upp og það er, þú veist, og mér fannst það bara Hollywood vera smá rungmynd, sko þú veist, allt og löng og mér fannst hann bara allt sem ég skrifaði geggja þannig að af hverju þetta í næsta myndi ekki vera þannig líka ok, segjum að þú tala að Hollywood hækka þessi aldrei segjum að næsta myndi verið þannig segjum að næsta myndi verið jafn góð á Hollywood sáttur? Nei, ekki sáttur þú veist, ástæðan fyrir mig, Hollywood svona ég veit ekki okkur ég er að verja hann svona mikið það er ekki að hún sé eitthvað topp fyrir mig Nei, ég sagði bara, mér finnst hún vaksa að því að þegar ég sá hana fyrst þá var ég svona þú veist, þetta er Tarantino mynd, ég veit ég á að fíla hana en ég var alveg svona bara, hún var bara solid skilur, hún var bara svolítið svona þægileg, hún var flott skilur, ég hefði ekki að hangja þarna lengur þó mér finnst hún ekkert ólöng, mér finnst bara gaman að horfa bíómyndir en að þú veist, þannig næst þegar ég sá hana, þá fyrir ég svona spá meiri í bara, ok, þú veist DiCaprio geggjar henni, mér finnst hann flottar í henni heldur henni Django, til dæmis Já, ég er auðvitað sammálaður hann er æðislegur í, mér finnst líka Pitt mjög skemmtlugur Pitt er mjög skemmtlugur þeir líka bara fengu skemmtlega karaktera Já, og báðir karakterinn eru góðir þetta er náttúrulega bara eiginlega bara þeir, skilur Já, þú fær þarna Sharon Tate leikurna, Margot Robbie Já Þetta er ekkert merkilegt, sko hún fær alltaf ekki mikið að gera Nei, bara, þú veist, hún er sæt og allt það en bara, þetta er ekkert merkilegt Þetta segja hún sé bara útlitið, þetta tala það Koma, erum Andrei cancelled og geggjuði Neighbors en nei, alls ekki, sko en bara ég er að tala um hún fekk ekki mikið að gera Nei, þannig að þú veist, hann er að tálkaða niður svona og gera kannski meira fókus á aðra í staðin fyrir að allir fáu sinn skerf einhvern veginn Ég er ekki að segja að ég gaf sem markast að gera, ég veit það ekki Nei, ég vona í 10. að loka myndin hans að verði bara flugeldar og læti Já, mér langar bara, ok, svo með Pacino karakterinn í Hollywood Já Ef þetta hefur verið eitthvað no-name leikari það er ekki sem nefnt þetta Mér fannst einhvern veginn bara, það hefur verið gaman að fá okkur svona leigubílstjóra karakter Já En þegar ég sé Pacino loksins í Tarantino mynd Hefur það viljað gefa honum meira vægi með þetta hlutverk ekki að bjóða upp á mikið er ekki hittast bara einu sinni þarna Ég annarkvort vilja að Pacino væri ekki í henni eða hann er endur sko karakter einhvern veginn gert hann einhvern veginn aðeins meira eitthvað meira fútt í honum, skilur Já Sjá bara, ok, tökum dæmi, Kurt Russell fyrsta skipt sem hann vinnur með Tarantino er Death Proof allir saman hvað maður segir Death Proof hvað maður finnst hana þá held ég að flestir sem saman að Kurt Russell er fucking geggjari Já, hann aðeinslu Hann fekk líka karakter Stunt með Mike er alveg þetta er skemmtileg karakter, þetta er alveg Tarantino karakter þannig að hann, og svona leikur hann auðvitað í Hateful Eight og þar fara líka karakter Já Ég meina, þetta ekki John Ruth manni hvað hann heitir, en það er margir geggja karakter þar sko Já, The Hangman Ruth, minnur hann heiti geggja karakter þannig að þegar Kurt Russell leikur pínlítil hlutverk í Hollywood Já, bara af hverju en ég leiði að slæta, ég er búin að fá geggja skilur hvað við Já, þannig að Pacino var að fá sitt fyrsta breki hjá honum Já, og það er bara svona ég var svona pínum vombrum, því ég fíla Pacino og bara, hei, Pacino loksins Tarantino mynd, wow, geggjað svo var það ekkert mikið úr í við getum talað endlast um þetta höldum áfram Já, höldum bara fram eins og þetta er svona, þessar sleggjur sem er í lokin þetta er svo marg rætt, sko en allavega, númer 4 var Pulp geggjumynd og númer 3, langar með ekki sko Ég er ekki viss má ná henni sko, þetta er komin óvalega sko. Við erum komin í evróska Evróska Nei, hún er ekki evróska, þetta er mjög Hollywood-íst, já, þetta er Albatross Svo er Eden Já, þetta er þessar 3 og auður á topnum Þetta er leikurinn Lindsay Lohan Herbie Fully Loaded Ok, má ég giska? Já, bara, þú veist Fæ ég ekki neitt? Þú spurði bara má ég giska, ég ætla ekki að gefa þér eitthvað og vilt það ekki Ég held þú viti hverja top 2 eru nokkuð svolít, sko ég veit svo ekki Jó, ég held ég viti hvernig þú rankar en ég er ekki alveg viss Ok, þannig að þessi hvað er að ég gefa þér Já, þetta er Má ég fyrir leikstjóra? Nei, ég geti ekki það Þú getur ekki gefið mig leikstjóra, heldur ég fatt það strax þá? Já, ég held það Má ég fá eitthvað? Má ég fá ártal? Já, var ekki 2000 Gott eða ekki 2000? Charlie's Angels? Full Throttle, það var nú 2 Það var nú, nei, hún er setna Já, ég er 2000 Já, ég rugglaðist að ártalum þetta á Charlie's Angels 2 Nei, ok,
Er þetta 2000? Já, og núna ef ég náttúrulega geði leikstjórn hafa þetta pottið, sko. Kottum með... Hún gerist í gamla daga. Gamla daga. Já, þetta er epískt meistarverk. Hún vann... Já, þetta er Gladiator. Þetta er Gladiator. Herru, þú ert komið svolítið óvart núna. Nú? Gladiator? Ég held að aldrei nefnt hana. Nei. Og ég veit, við hefum ekki nefnt allar myndir, en þetta er epískt meistarverk. Þú velur hana frekar en Braveheart. Já, Braveheart var líka in the running og ég var alveg með svona, þú veist, það hefði alveg getað báðar verið þarna, sko. En þú valdi lagara myndina, ok, af hverju? Ég er að stríða þér. Já, ok. Gladiator, Já. það er að koma númer 2. Ha? Þú veist að koma Gladiator 2. Nei. Á þessu ári, kallið minn, gætu kannski fresta henni, en hún á að koma þessu ári. Það er svoleiðis. Já, og ég held að hún verið góð. Þessu Crow-aftur eða? Nei. Ok. En allar Gladiator 1. Gladiator. Já. Og þess að því að, þú veist, listi minn er líka svona myndir sem bara hafa svona áhrif á mann og eitthvað svoleiðis. Og þessi, þú veist, Colosseum, mörguleiti út af bara þessara mynd, er uppáhaldsbygging mín heiminn. Ég er komið til Róm. Já! Ég er komið til Róm og farið þarna inn og þetta er, þú veist, þegar maður er á einhverjum stað og maður svona hugsar bara hvað hefur átt sér stað hérna. Það er svo mikil saga, maður. Og þú getur bara verið á þessum stað þar sem menn voru að berjast upp á líf og dauða til skemmtunar almúans. Já, fyrir fram á fólk. Þú veist, og þessi mynd, mér finnst hún á að fanga á þess að ég hef upplifað þessa tíma, hún fangar svo ótrúlega magna andrúmsloft og hans saga er svo geggjuð. Þú veist, hann er geggjaður í þessari mynd, Russell Crowe. Hann er geggjaður, hann er svo svalur þegar ég, þú veist, ég horfði á þessa mynd örugglega 20 sinnum. Ég kunni hann að kvóta hana alla, ég kunni alla ræðurnar hans, ég bara kunni hans díalóginas og það bara, mér fannst hann svo ógeðslega töff. Hvað segir hann eitthvað? I am Maximus, eitthvað, Maximus Deridius, father of a murdered son, husband to a murdered wife og allt þetta, þú veist, I have my vengeance in this life and the next. Ég man ekki línuna þetta, sko, þú veist, þú veist, hann byrjar að segja, skilur líka loyal to a true emperor, Marcus Aurelius og allt þetta, og þú veist, líka bara í, þetta er geggjum mynd. Já, bara, þú veist, hún er bara svo flott líka og þetta er líka allur skalinn, þú ferði hann gegnum fullt af tilfinningum hann, þú veist, maður er bara græta með honum að því að hann, þú veist, þetta er líka, kannski má þema með mér, þetta er svolítið vigilante justice, hann fær réttlæti að lokum, skilur þú. En? Af sjálfsögðu gegnum mikla erfiðleika og þú veist, það er búið að drepa fjölskylduna hans og hann þarf að fá hefnd. Þetta er vigilante, ég líti á það sem vigilante mynd. Gladiator, ekki historical epic, þetta er vigilante mynd. Já, hún er svo flott og stór, maður. Þetta er ógeðslega góð mynd. Ég líka elska alltaf einhverja harði gaurar að gera eitthvað harða hluti. Hann er bara eitthvað svaka gæi. Já, ég er bara að tengja við mýktin í honum. Ég get alveg neitt, þú tala um eitthvað svona vigilante justice dot. Ég get hort á revenge mynd, eitthvað svona hefndarmynd. Þetta er hefndarmynd. Já, Gladiator. Algjörlega. Bara auðvitað líka historical epic og allt þetta, en í grunninn er þetta hefndarmynd. Ef ég horf á hefndarmynd, ég get hort á miljónsleis. Já. Ef það eru þokkarlega gerðar, þá skemmt ég mig alltaf. Það þurfa ekki að vera eitthvað frumlegar, bara solid, bara einhverju tough guys sem er bara að fá sitt payback. Já. Hann setur payback með Mel Gibson. Ógeðslega flott mynd, maður. Það er geggjum mynd. Sá er fucking harður í henni. Þegar hann er að hamra á hann tætna bara this little piggy went to the market. Og svo bara næsta tá this one stayed home. Segir hann bara sjálfur grjótharður Gibson, sko. Gæðvögg. Ok, sorry, ég ætla ekki að... Hann var náttúrulega í Braveheart, þú voru bara plantar mér í hausna með, sko. Því að hún var líka lengi vel á, þú veist, listanum mínum, skilur við. Og þessi 5 er eða svolítið svona fráteknar bara. Þetta eru bara uppáhaldsmyndanum minnar. Já. Og þær eru bara líka allar góðar. Heldur það að verða eftir 20 ára en þá? Ég held það. Þessar 5? Eins og það er ekki mikið en nýju stöfi hérna. Og þú veist alveg hver eru top 2 og hvort það komur óvart ekki, engin Nolan mynd á listanum. Minnst hann geggja leikstjóri. Já. En bara þegar ég horfa á spektaklið sem hann er að bjóða mann upp á, það er geggjað að upplifa einu sinni, en svona, þó ég hafi séð Inception oftar en einu sinni og eitthvað svoleiðis. Það er bara einhvern veginn, ég veit það ekki. Nei, mér svo er líka... Þarf ekki að sjá það eða oftar stundum, sko. Nei, svo líka þegar þú gerir top 10 lista, það sem er gaman að gera þessa top 10 þetta. Þú þarft að kötta af listanum
algjör sleikjur, sko. Bæði myndir sem þér finnst vera mistarverk og myndir sem þú elskar út af lífinu. Já. Af því það er ekki bara 10 myndir sem þú elskar. Nei. Þannig að þú þarft að kötta út geðveikar myndir. Og þó að þú sett ekki með eitthvað Nóla myndi eða eitthvað Kubrick myndi eða eitthvað, það skiptir ekki máli, þetta er listin þinn. Ég veit það. Skilurðu? Þetta er svona, að því við erum komin í svona myndir sem að, eins og segja, allir þekkja og þú veist, kannski allir sem eru okkar allir að hlusta búast í rauninni við að fá bara. Það er svolítið svona þannig með þessa 5. Ég held að séu allavega einhver af þeim á flestum listum. Já. Ekki endilega allar á öllum listum, en einhver af þeim er á flestum listum. Hvort sem að er Gladiator, Pulp eða Shawshank eða eitthvað svoleiðis, eða þessar 2 sem eru mjög óvæntar eftir. Og Joaquin Phoenix er alltaf geggjaður. Hann er ógeðslega flottur í henni. En þú veist, myndir sem að... Ég hata hann líka, sko. Þú veist, myndir sem að, ég er ekki meðskilur, svo Goodfellas, sem er geggjuð, Godfather, Leon var líka lengi vel í uppáhaldi hjá mér. Ógeðslega góð, sko. Geðveik. Þú veist, þetta er bara... Það er mynd sér lagt til sína strákanum mínum, maður. Ég veit það, og bara, þú veist, Leon, maður. Ævintýramyndið við fórum með það, þú veist, auðvitað, maður gætum alveg sett, þú veist, rök fyrir að hafa Jurassic Park þarna, það var þvílík upplifun að sjá hana. Og það er líka bara sturla bíó. Ég er að segja, bara, þú veist, þetta er ótrúlegt en satt, skilur. Eiginlega, það eru ennþá skemmtilega heldur en 9 tríleikurinn, sko. Ói, það nýja drasl, maður. Þú veist, það er alveg gaman að sjá heiminn, þú veist, ég fór allar bíó. Þessa 9? Já, mér finnst bara gaman að horfa rísar fyrir sjónarbundu. Ertu risaðuleg kall? Þetta er bara, eins og með Gladiator, þú ert bara að upplifa eitthvað sem að, ég veit að það er svolítið svona science fiction. Það er ekta. Já, en það er bara svona, þú ert að upplifa eitthvað sem þú getur ekki upplifað í raunveruleikunum. Já, nei. Þú veist, þú komið tilbaka í söguna, þegar finnst þess að sett bara í Róm til forna. Hvort myndur þú, sorry, þetta tengir svolítið sem við talum og líka Back to the Future. Ef þú erum með þessi tímavél, hvort myndur þú fara aftur eða fram? Segð 1000 ár. 1000 ár? Segjum 1000 ár. Þá myndi ég frekar fara fram. Já, 1000 ár, hvað var að gerast hérna þá? Þú veist, þá vorum við að nema land. Þú þarft ekki að vera á Íslandi. Nei, ok. Ef ég myndi fara... Nei, ok, byrju. 2 til 4.000 ár aftur. Þá myndi ég veið til að, þú veist, Grikkirnir... Ég ætla umvara spurninguna. Ef þú færir tilbaka, hvert myndir þú vilja fara? Þú veist, hvenar? Ég er bara á með svar hjá mér, sko. Já, ég held, þú veist, eins og mikið að ég verði til að geta séð píramidana byggða til að fá bara... Það er mér! Mér langar að sjá það! Bara, já, ok, you were wrong all along, þú veist. Þá er samt miklu meiri svona grikki í mér, sko. Ég verði til að vera þar í kreðsónum þar að ræða heimspeki og svona. Það er miklu meiri svona þrælamennska í Egyptka dæminu. Skilur þú? Þó ég verði til að upplifa þennan tíma, þá held ég myndi fara frekar í Grikkland. Hvernig fílaði þú Troy? Myndina? Þú veist, mér fannst hún alveg cool, sko. Mér finnst þú vanmyndin? Já, bara, þú veist, þetta er ekkert eitthvað sem ég er að horfa reglulega. Þetta er kannski hot take, mér finnst þú vanmyndin? Já, þú veist, mér fannst hún bara fín, þú veist, hvorki epist meistarverk eins og hann hefði góður eða slæm? Nei, bara svona, þú veist, ég hef ekkert horft á hana reglulega síðan. 5 bara? Já, kannski svona, 6. Kannski, já. Ok, en þú myndir fara fram í tíman. Það var náttúrulega bara, þú veist... Ég veit náttúrulega getur ekki valið beitt neitt. Segð bara 1000 ára, heldur að væri bara auðun. Nei, þá myndum við bara plugga sér in the Matrix. Það er ekki bara... Heldur þú að við verum til hérna þessari planu til 1000 ár? Eins og í Matrix. Eru að segja núna inn í mynd nummer 2? Er það Matrix? Það er Matrix. Já, ok. Það er Matrix. Við erum með sömu efstu 2. Ert þú með hann efsta líka? Ég er enda með Matrix nummer 1. Já, ok. Og ég er með hina myndinu nummer 2. En þú ert einu sem ég hitt sem nákvæmlega sömu myndir og ég í efstu 2. Eða það? Já. Ok. Ég held að enginn sem hefur komið í þetta podcast, mér minnir að enginn sem er Matrix. Svona. Það ekki? Mér minnir það. Já. Hún er alltaf bara styrluð. En eins og áður við klárum Gladiator, þegar maður spáir bara í, við höldum áfram að svona samfélagsdiskutera kringum þessar myndir. Maður er svona mikið, það er svolítið þema í þættinum. Þarna voru menn að berjast upp á líf og dauða til að skemmta almúhanum. Já. Og það er ofta að tala þú veist, keep them entertained, they won't rebel og einhver svoleiðis. Já. Núna í dag erum við með þessa modern gladiatorar sem eru oft íþróttamenn. Já. Ég er ekki að taka neitt af þeim, þetta eru alltaf menn sem leggja mikið á þessu og konur til að halda sér í formi og skemmta eitthvað svona. Já. En ímyndað er hvað þetta er, hvað maður að segja, bara, ég ætla bara að leiða maður að segja, miklu svona aumingjar miða við þá. Þú veist eitthvað svona að keppi í einhverjum boltaleikjum sem að ég er mikið áhuga líka, mikið áhuga í þjóðum. Er alltaf djók. Já, og bara þú mátt alltaf snerta neitt til að kljást að, þú veist, vinna eitthvað leik
það var bara dæmt einhver á það, þannig menn bara að berjast upp á líf og dauða. Með vopnum og... Af því að þú veist, það búið að peningavæða íþróttir svo mikið, þetta svo mikið undir verði, skilur bara, það má ekkert koma upp á. Ef þú klúðrar einhverjum einu leik eða einhver einn leikmaður meiðist, þá er þetta bara milljarða tjón fyrir þig sem rekstrafélag. En svo er líka stór munur á þessu, voru þetta ekki skilminga þrælar? Ef ekki get borga. Ég er bara, samlíkin er svo fyndin, það er að tala modern day gladiators, þetta er fólki sem er á hæsta, þú veist, leveli fjárhagslega og allt fríendalega séð í heiminum, menn hitt voru þrælar. Og það er ekki að bera saman einhvern crossfittara og skilminga þræla. Nei, við langar bara að koma þess að. Já, en þá er ég með spurningum til þér. Þú ræðir hvort þú svarar henni eða ekki. Ok. Ef þetta væri til í dag, myndur þú horfa? Ég vona að segja nei, Ævar. Þú veist, ég meina, við erum bara ekki að upplifa allt einu sinni. Nei, ég myndi ekki fara að horfa með 100.000 manns á einhvern annan drepa annan. Það er mín spurning. Það er erfitt að koma sér innan hugarheima að væri raunin raunverulegt. Þú veist, það má ekki svona nautað í dag. Og miðað við hvernig við getum öll flest dýr, skilurðu, en það þarf að fara vel með þau þannig að við drepum þau og geta þau. Já, en það er samt... Nei, bara tala þannig að það myndi aldrei, það er erfitt að koma sér í innan hugar, en ef þetta væri bara... En þú elskar glatið, þú er búin að sjá það milljónsunum. Ég myndi sennilega að fara að halda með mínu manni, Maximus. Segja bara eins og þér. Og ég væri, Maximus. Sástu Squid Game? Já. Þættina? Já. Ef að það væri til, myndur þú horfa það? Í sjónvarpið? Það var einhvern veginn aðeins meira brútal, sko. Heldur þetta ekki verið brútal? Þeir eru einhverju skilminga þræla. En þú veist, þú gætir aldrei höggva hendur af og... Ok, ég ætla að spyrja, getur þú hort á Squid Game live? Getur þú verið inn í studio audience eða þú horfa sjónvarpið? Ég myndi vilja hvorugt. Það veldur allt á því. Ég myndi vilja hvorugt. Ef ég get verið studio audience og alveg bara fundið lyktin af blóðinu, sko, þá myndi ég gera það. En ef ég bara horfa heim í sjónvarpinu, þá er þetta bara svo hvert þann bíó. Jók. Nei, þetta ekki. Ævar er að grínast. Já. Tökum það fram hérna. Það kom galsi okkur. Já, segum úr Modern Day Gladiators yfir í Matrix. Þetta er bara, já. Af hverju Matrix svona góð? Hún er eina af þessum myndum, ég ætla bara, þú veist, veit ekki að maður orðaður sem bara hún eldist með manni. En svo varst að tala með á hann með Shawshank. Maður sér eitthvað nýtt. Sér eitthvað nýtt í henni. Þú veist, þetta er mynd frá 99. Já. Hún er 25 ára gömul. Þannig að þegar við erum að sjá hana, þú veist, maður er úlingur að sjá hana fyrir skipti og hún er ógeðslega töff og cool, geggjuð actionmynd og það var bara nóg á þeim tíma. Keanu Reeves geggjaður í henni, allir ógeðslega töff og berjast og svo þegar maður sér hana aðeins seinna, þá sér maður eitthvað dýpra í henni, einhverja heimspekilega pælingar. Já, heimspekina. Og svo líður tíminn og bara því meira sem maður þroskast, þá sér maður eitthvað nýtt í henni. Alveg svo bara með Shawshank, bara tengið við eitthvað nýtt. Og núna þegar maður, að tala um bara, þú veist, utopiska og dystopiska framtíðir, þeir eru náttúrulega með geggjaðan spátuma on the simulationið, skilur, eitt af besta sem ég hef séð. Og mér finnst bara ótrútt að menn hafi komið þess á blað einhvern veginn og gert þetta svona raunverulegt. Ógeðslega gert maður. Og mér finnst þetta skrítið að þetta sé ekki, þú veist, annars að ég sé einhver svona algjör fanatísku bara, við erum öll í simulation, að sé einhvern veginn meira, gefið þessu meira vægi. Mér finnst þetta svo flotta pælingar. Ógeðslega flotta pælingar. Og þegar þú talar um hvernig verður þetta 1000 ár, hvað veitum við með verður svona? Að AI taki yfir og nýti okkur bara sem orku. I don't know. Þetta er svo dark. Ég veit það, þetta er líka dark fucking mynd. Já. Ógeðslega dark, þó að hann komi hérna og sé the one. Hann er alltaf ástæð fyrir að krakki minn heitir fucking Neo, skilur du. Það er bara þannig. Það er svo gæður. Það er bara, þú veist, það er þannig. En þú veist, að fara, þú veist, í þessa framtíð eins og núna, þegar við talum á með AI að það er að skapa bara list á augabragði það átti að vera þannig að við erum að skapa gervigreind til að leysa verkefni og hólmi fyrir okkur sem eru erfið eins og áður fyrr, við leystum við hestan og hólmi um bílum, ég ekki segja, þú veist, við hefum verið erfið sem hestarnir, en hestarnir eru það bara absolít. Já. Þannig að það er kannski gott fyrir okkur þó að þessi svona mixa með inn í ok, ef við myndum fá allt þetta erfiða leyst af hólmi með gervigreind þá væru við kannski óþarfi, þá væru við bara hanging around. En gætu við þá ekki, þú segir erfiða, hvað ert að tala um? Allt manual, þú veist,
það er miklu erfiðar að gera gervigreind með bara manual, skilur, þó að sett með stóra gröfur sem á stjórnar mönnum, skilur, en AI getur skapa list hraðar en menn. Já, þú ert að tala að kannski öll framleiðsla, einhverjum verksmiðuvinna, grafa skurði, malbygga, eitthvað svona, það er byggja hús, það er allt bara, þetta tala við getum kannski komið því í hendur á eitthvað gervigreind eða eitthvað velmennadót eitthvað, ok. Þá myndum við ekkert hang around, það sem við myndum að gera er leikur. Nei, við myndum skapa. Já. Það sé fyrir en núna er AI að skapa þetta allt, það sem þér langar að gera eða þú hefur tíma til þess. Já, en ástæðan fyrir ég eins og þegar kemur að list, ástæðan fyrir ég persónulega myndi aldrei kaupa eitthvað AI-dót, sko. Eitthvað er einu geggjum mynd, AI teiknaði þetta eða eitthvað, ég hef ekki áhuga því. Passa hvað þú segir, ég er að hlusta. Ég myndi náttúrulega ekki vilja lifa í heimi þar sem AI myndi bara ráða ríkjum. Nei. Og þegar kemur að list, það sem ég fíla við list og mitt uppáhaldslistform er auðvitað kvikmyndir, en mér finnst líka gaman að lesa skáldsögur, teiknumyndasögur, spila tölvuleiki, ég elska góða tónlist, eitthvað svona, ég myndi ekki segja að ég var mikið tónlist áhugaður, ég þekki ekki tónlist mikið, en ég hlusta á tónlist daglega. Þannig ég hef mikið áhuga á alls konar list. Þetta verður að byggt á tilfinningum. Finnst mér. Já. AI er dautt. Alveg sem að hversu þróun verður, þá er ekki mannlega tilfinningar til í AI. En þú ert að tala um mannlega tilfinningar. Eru dýr með tilfinningar eða eru ekki mannlegar? Verður AI einhvern tíma með tilfinningar ef hann er að þróast það langt, verður það þá öðruvísi? Eru dýr að skapa list? Fílar geta málað. Er það að gera því að við erum búin að láta að gera, skilur hvað, það er alltaf munur, við sköpum. Já, ég er ekkert eitthvað ósammála því, þú veist, mér finnst þetta, eins og bara áðan tala um Ex Machina, mér finnst þetta AI-dæmi allt frekar spooky og nú er Matrix að stikla á svona svipuðum, steinum, skilur, með það. Já, bara, þú veist, framtíðin gæti orðið svona. Já. Og það finnst mér ekki spennandi framtíð. Nei. Geggjumynd. Óspennandi framtíð. Meðan þeir eru bara plugged in þarna. Já, myndir sjálf geðveik og sagði hún allt það. En ef þetta myndi gerast í alvöru, þess vegna svo skrítið að fólk er bara eitthvað svona, eins og með AI, bara hlægjandi eitthvað og sjáðu, ég borgaði hana $5 og ég fekk eitthvað AI mynd, maður bara svona, ha? Og svo er allir að mata þetta með öllum þessum upplýsingum. Þú ert að mata inn í þetta og þú veist, ímyndaður ef einn er að skapa þetta, það er náttúrulega eins sketchy og það er hægt eins og bara í Ex Machina, einn gaur sem var skapar þetta bara, Óskar Isaac, Nathan. En núna eru 8 milljarðir með möguleika til að mata þetta með einhverjum upplýsingum. Skilurðu. Þú ert kennari og nennir ekki að gera eitthvað heimaverkefni og bara setur eitthvað inn í AI og lætur að búa til eitthvað námsprogram fyrir þig. Þá er AI bara að fá þessar upplýsingar til að mata sig, skilurðu. Það eru allir að mata þetta. Þannig að það getur bara ákveðið hvað gerir við þetta einhvern veginn. Ég veit ekki, ég er ekki mikið að setja minninda. Ég ætla að reyna að vera svolítið old school gaur bara, tengdur náttúrunni og lifa lífinu. En það kemur að því að þú er bara þvingað til að taka þátt, held ég, sko. Já, þú verður einhverjum algjörum minnihluta. Já. Eftir eitthvað, ég held að það sé ekki eins og það langt í það. Ég held ekki heldur. Hvernig verður það með börnin þín? Þú veist, er þetta bara að fara, þau eru bara annars upp með ég? Er það að fara að kynna þið fyrir þessu fyrir en setna það? Er það bara að leiða að komast að þessu þegar þau þurfa? Þetta verður kannski bara að vera partur af skólaprógraminu þegar krakkarna þú byrja í skóla. Það er grillað. Vá, það er grillað. Er það ekki bara álíka nú þegar? Ég veit ekki. Ég meina, hvernig heldur þetta verið til 20 ár? Sem bara 20 ár. Ég er ekki að segja að þetta verði orðið Matrix þá. Ég var að segja 21 ár, af því ég held að 2045 það sé búið að merkja allan ákveður, einhverja kræðis vilja meina það er svolítið bara x á því dagatali, að þá eru búin að svona framreikna með við þróunna að AI geti tekið yfir þá. Jálfur. Ég hef heyrt þetta. 2045. Ég get ekki sannrænt það, ég er ekki að fara back to the future. Tekið yfir, já. Það er 21 árið það. Ég meina, ímyndað framþróuna síðastliðin 20 ár. Og þetta er ekkert endilega línulega hækkun, þetta er kannski veldisvaxandi hækkun. Hún er það? Já, þannig að þetta er þetta er varhugavert að pæla í þessu. Þess vegna bara njóta þess að vera til og horfa góða bíómyndir og spjalla. Já, en það er ekki annað hægt en að, þú veist, velta þessu fyrir sér þegar maður horfir á myndir sem Matrix sem fullorðinn þenkjandi maður. Ég spáði ekkert í þessu þegar ég sá hana fyrst. Þá var hann bara, oh my god, þeir eru koma inn í fucking lobbyið, skiluru, og eru bara skjótbardaginn og allt það. Allt ógeðslega cool. Og þú veist,
var ekki, þú veist, Wachowskis á þeim tíma, bara, þú veist, það er eins og þeir hafa bara einhvern veginn þetta er bara svo geggja vision, það er eins og bara voru að tala við mann, bara svona, ég bara þroskast með þér, ég bara entertaina þér í 30 ár og meira, hún eldist ógeðslega vel. Já, fyrsta eldist ógeðslega vel. Og ég held mér að þú veist, að þeir voru svo, hún svo stóri sniðum í þessi mynd á þessum tíma, að þeir fengu budget fyrir myndinni, þá eittu því öllu í uppáhaldsatriðið, bara eitthvað sturluðum pening og svo bara, þetta er pródúktið sem við varum að fara að reyna að gera, við gerðum bara þetta, við þurfum meiri pening. Já. Ég hef heyrt þetta sko, mér finnst það reyndar ógeðslega cool, bara, ef við að reyna að gera einhverja svona half-assed mynd, ef við bara að þvinga og að gefa okkur meiri pening með að sína bara geggja pródukt, sem text augljóslega. Maður er bara heldtekinn strax. Og þessi mynd líka var, því ég man ennþá í svona í bíó. Ég man ennþá eftir því. Þú fannst það í bíósalnum, ég er að horfa okkur nýtt. Ég er að horfa groundbreaking dót. Mér reyndi að leiðlíka þannig að ég svo Jurassic Park. Já. 93, 10 ára í bíó og maður var bara maður trúði svo þetta er nýtt. Já. En eins og með Matrix, það var líka eins. Bara eins og með Bullet Time. Þegar þú myndaðilega fyrir hringinn og þú veist, allt þetta. Þetta er ótrúlegt. Þú veist, þú blandar svolítið saman við, góð saga, góði karakterar, spennandi, töff, byssu, bardagar, slagsmáladrið, leikarnir setti bara eitthvað training, kamp bara þannig að þeir geta bara USB, þetta er bara Neuralink bara hérna, ding, uploadaði mig hérna hvernig þyrluflug. Nei, líka bara leikarnir sjálfur. Já. Þú veist, Keanu Reeves er að gera þetta, Lawrence Fishburne er að gera þetta, Karen Moss er að gera þetta, þú veist, allt þetta. Já. Blandar svolítið saman og þá færðu þau bara út sturlaða bíómynd. Ógeðslega góð bíómynd. Hvernig varstu 4? Ég held ég hef sagt þér það. Mér finnst hún bara nett. Sagði það í podcastinu? Ég man það ekki. Þér finnst hún nett? Já. Ok. Já, þú veist, ég er ekki að segja að hún sé best, en mér fannst margt áhugavert við hana og þetta svona er erfitt að ræða við þig núna einhvern veginn, ég veit ekki að ég kem ekki með orðum að því, ég er ekki undirbúin fyrir það. Ég þurfti ekki bara að horfa aftur á hana. Já, ég held það. Ég sá hann bara eins og. Því að eins og tala með Matrix, ég segi bara ekki Matrix 1, bara Matrix, þegar hann tala með eldast minni, maður sér hann fyrst sem actionmynd, svo sér hann með bara, þú veist, ok, cool kvikmyndaverk og einhvers svoleiðis, svo er þetta orðin bara heimspekilega pælingar og svo einhvern veginn bara þegar framlega stundir, maður veit ekki hvernig heiminn þróast, gæti að vera bara hvernig sáðu þetta fyrir. Þú veist, ég er stundum með þar, mér finnst þetta að vera svo, skrítið að segja rökrétt, en þetta er ótrúlega cool ef þetta væri sem bara, ég er ekki að segja cool að væri þannig, en þetta endur bara eiga tekur yfir og breytir okkur einhver orku. Já, ég er ekki að segja að vera nákvæmlega eins og þetta, en ég meina, við tala svo mikið AI eða eitthvað. Ég ætla að kalla þáttinn AI. Sem er einmitt efsta mynd á listanum eftir Steven Spielberg. Hún er samt geggjuð. Er það? Hefur ekki séð hana? Jú, bara mjög síðan. Með Haley Joel og Jude Law. Já, ég bara svona væntið þá mynd. Ég man ekki drosa mikið eftir En förum að klára það. Já, við hendum það bara. Hérna. Já, við erum helvítið langur þáttur, sko. Það ætla að fyrst 10 minna langar. Já, maður bjóður að gíska á efstu myndina. Við vitum báðir hvað er númer 1. Það er Jaws, The Revenge, 4. myndin. Ok, það er fyrsta Jaws. Já. Þetta er bara, mér finnst þetta, svona, þessi og Matrix, það hafa allar pakkan fyrir mér. Þetta eru geggjaðar myndir, það eru, þú veist, flottar og þú veist, skemmtilegar allt það. Hafa líka haft mikil áhrif á mig, skiluru, skemmtilegar. Þetta er svona, það er bara engin, það er ekki til nóg lýsingorunum fyrir þær og það passa bara öll góður lýsingorðin. Finnstu þessum báðu með þær? Það er ógeðslega fyndið maður. Ég veit það. Hver er líkut alveg því að þessar 2? Og þú veist, við gætum verið hérna endast að ræða þær 2, en við eigum alltaf meira tíma í hinar því að við erum aldrei talað um það. Já, við erum alltaf talað um Jaws og við tölum hann Matrix við hittumst hana fyrst, minnum mig. En það er eitt sem ég verð að segja þér, að það er búið að breyta smá hjá mér síðan við tölum síðast um Jaws. Okay. Núna er ég búin að lesa bókina. Er það? Já. Þú veist, ég er alltaf á leiðinni. Ég keypti hana. Er það? Já, ég hugsaði með mér, ég verð að fara að lesa Jaws. En ég veit að hún er allt öðruvísi. Nei, hún er mjög svipur. En margt svona karakter arc-wise Já, má ég segja þér, eða veistu þetta kannski? Ég veit þetta alls, sko. Já, ok. Sem er það ekki samt grillað? Af hverju er það hann skrifað? Þegar Hooper er með konans. Já, það er alltaf stærsta breytingin. Já, þetta er bara, ég er svona fein að kötta það hefði ekki þjónað sögun einhvern tilgangi bíómyndulegsi allavega. Ég veit náttúrulega ekki með söguna í bókinni, en ætla að reyna að segja mér það, bara horfandi á myndina, að það þjóna einhverju tilgangi var þetta frammyndina? Sko, það þjóna alveg tilgangi.
af því að ef að það heldur sér, og fyrir eitthvað sem vita ekki, þá henni, heitir ekki Hooper? Jú. Eða ekki Hopper? Hooper. Richard Dreyfuss karakterinn. Já. Sá karakter í bókinni, þú veist, karakterinn er aðeins öðruvísi, Brody aðeins öðruvísi í bókinni og Hooper líka, meira þess að kvint. Já. En sagan eiginlega nákvæmleins. Það gerist í rauninni alveg að sama. Að mestuleiti. Þannig ég myndi alveg segja þetta er góð aðlögun. En mér veist myndin betri. En bókin? Já. En bókin er mjög góð. En Dreyfuss karakterinn heldur við konans Brody sem var rauðsætilegur í myndinni. Það er ekki myndinni. Nei. Það er í bókinni. Og þú ætlum nú að segja mér hvernig þið myndi það bæta frammyndu sögunar? Nei, kannski bætir það ekki, en þá er allt þessi dýnamík í bátnum af því að Brody grunar að hann hafi haldið konu sína. Já, það er svoleiðis. Þannig að þeir eru komnið 3 á bátinn, þú getur eftir ímyndaðir. Væpið. Já. Já. Það er allt þessi mynd. En ég er fegin að það slapp úr myndinni af því ég fílaði dýnamíkina á milli þeirra. Já, en veist þú líka að þeir deyja báðir? Quint og Hooper í bókinni. Nei, það vissi ég reyndar ekki. Hooper deyr í bókinni. Ok. Það er smá spoiler. Takk, Hafi. Spoiler. Já, ég myndi að ég var að lesa það. Það hefði verið bara, what? Þú sagðist vita allt! Ekki að, ég sagðist að ég vita það. Ok. Ok, sorry, spoiler. Allt í lagi, ja. En ég held samt, ég var að tala við félaga minn. Ég held, ef að Spielberg hefði aldrei gert þessa mynd, og hann myndi gera hann í dag, þá myndi hann halda framhjöldinu. Já, og ég fylg drepa hann. Já, ég gæti alveg trúa það. Málið er, hann er bara, ég veit ekki af hvernig hann gerir þetta, ég þurfti bara aðeins að kynna með það, þó ég sér eitthvað svona making of og ég man ekki að tala beint með það. Hann vildi ekki bara gera alltaf þessi mynd, af því Jaws er svona ævintýra og svona. Já, þeir eru blockbuster. Já, og svona vinátta líka. Blockbuster líka. En ef hann heldur framhjöldinu, þá er alltaf eðlilega allt þessi dýnamík í sögunni, og ég get alveg trúa því að eldri Spielberg myndi gera það. Já, ekki ungi. Ekki ungi. Það er kannski rétt hjá þér. En eins og með þessa mynda, því að ég elska hann svo mikið, og ég er nýbúin að virka með hans aftur á samfélagsmiðlum, ekki mikið. Ég það búið mikið breytast eftir ég var alltaf lokkaður inn á Facebook og Instagram og eitthvað. Það er alltaf svona bara endalaust núna af suggestions. Maybe you would like this, suggested for you, eitthvað svo leiðis, og ég bara endalaust að þessu. En svo kom eitthvað algoritminn að lesa mig, googla mikið hákallega eitthvað, og það er bara eitthvað Jaws síður á Facebook bara, fullt af fansíðum, og ég byrjaði að like þetta eitthvað, og ég bara með stöðut newsfeed að einhverjum svona trivia Jaws, sem ég finnst skemmtilegt, stundum einum of, það er ógeðslega mikið af fólki sem að posta þetta endalaust, það er ógeðslega gaman. Að posta hverju? Bara alls konar trivia, behind the scenes photos, elskana sem er ekki séð. Já, Jaws. Já, myndina. Og alternate pælingar og stundum svona eitthvað fan theory sem er ekki skemmtilega, en stundum bara menn sem er búin að sjá þessa mynd í þaula, ég fæl einhver sem að sjálfur ekki að tekja eftir þó ég sé hana 100 sinnum, búin að frýs frem eitthvað bara, tóku eftir þessu. Já, einmitt. Mér finnst þetta skemmtilegt að fá svona auka innsæði inn í eitthvað sem maður þykir ógeðslega vænt um, maður langar að vita allt um hana mynd, þessu mynd, skilur. En hvernig var það? Varst þú búin að fara á Martha's Vineyard? Nei, sem voru tekin upp? Nei, ég hef aldrei farið á þangað. En ég sá alltaf Jaws Wright-ið. Já, Jaws Wright, já. Og ég er náttúrulega kafa með Great White. Og þú varst búin að fara, hvað það eru? Ég er náttúrulega kafa með Great White. Já, einmitt. Og þú fórst líka búin að fara til Nýja-Sjálands, ekki? Og sást, er ég að rugla? Hobbitan, já. Jú, ég svo það. Já, er það ekki? Já. Þú talaði það í fyrsta eftir okkar. Ég náttúrulega ekki, eins og Lord of the Rings ekki á listanum mínum, þó sé kannski mörgum okkar aldrei. Ég er mjög seint inn í það, mér finnst það geggja myndir, en það er ekki svona epist fyrir mér, sko. Nei. En Jaws, eldist vel. Ógeðslega, og ef þú fyrirgefur bara hákallinn, skilurðu, hann truflar mig ekki neitt. Þetta er 50 ára gömul mynd, skilurðu. Þetta er 50 ára gömul mynd á næsta ára, ekki? Jú, baldi því. Þú veist, hálf öld, hvað hann heldur sér ógeðslega vel. Mér finnst hún geðveik, sko. Og þú veist, það hefði mér ég hef getað hendi Deep Blue Sea á hana lista, af því hún var svo mikið uppáldið hjá mér, en auðvitað hún skemmtileg. Já, hún er ekki geggið, en hún er ógeðslega skemmtileg. Skemmtilega náma getur. Ég hef það skjóta á þig, fyrsta valið. Það var bara búið, heldur bara. En við erum alltaf búin að tala um það helviti lengi. Já. Ævar, sem er alveg góðu lagi. Jaws, sturlumynd. Já, þetta er bara, þú veist, þeir sem hafa ekki séð hana, þeir verða alltaf bara að sjá hana. Þetta er epistemi, og þetta er talandi um að hafa áhrif, skilurðu. Þú veist, ég er búin að litra að hákalla áhuga alla ævi, miklu litið þöggs í Jaws. Já, mitt. Búin að eldast upp bara að fara hér með hnöttin til að, þú veist, sjá þetta kvikindi. Hún er ekki alveg þau áhrif á mig. Nei. Ég vil ekki synda með háköllum. Svo var ég mitt í þessu fanbook page hana. Ég myndi að
þetta sé sjór hérna og þetta er ströndin hér. Það var svona, hversu djúpt fórstu út í sjó á ströndinni áður sást Jaws og eftir að sást hana. Hérna var bara, þú veist, nummer 1, 2, 3, 4, 5, skilu, menn var að leika sér hér og svo sjá Jaws, ég er bara hérna í sjámálunni. Þetta er svo ógnvægjandi sjórinn, maður. Já, hún hafði svo svakalega áhrif, maður. Ekkert smá. Og bjóð náttúrulega til blockbuster, summer blockbuster. Alveg, bara original. Stúdíóin fór að gefa út stærstu myndin á sömurinn eftir Jaws. Ótrúlega mynd. Pælið því, maður. Algjört cultural phenomenon. Hún er ógeðslega góð, plakatið ennþá eitt flottasta plakat sem verið gert fyrir uppáhaldsatriði, bara eitt af mest grípandi ever. Bara ótrúlega grípandi uppáhaldsatriði. Þú ert gjörsamlega heldtekinn strax bara hvað er ég að fara að horfa á, sko. Þetta er líka bara titillin er svo geggjaður, Jaws. Það er bara titillin. Þetta er svo geðveik mynd, maður. Ég er náttúrulega nýbúin að horfa á 2. Já, hvernig er það? Ertu búin að sjá, hvað voru gerað 4? Það var að gera 4. 3D og svo Jaws the Revenge var 4. Í hvað mynd á Michael Caine? Hann var í 3. Nei, var hann í 4? Það var Daniel, nei, hvað er þetta, ekki Randy Quaid heldur Dennis Quaid. Var hann í ykkur mynd? Hann var í 3. Ok, ég held að ég hef séð, ég sá allan 1 og 2. Mér finnst þess að ég hef séð eina með Michael Caine. Já, ég held að gæti verið 4. sem að hann var í. Þá sá ég konan hans er bara ein eftir, skilurðu. Ég held að sé ég man ekki hvort það 3. eða 4. það sem að Michael sonur hans er drepinn, það var brútal atrið að sjá þegar ég var lítill, sko. Já. Ég man bara þegar hann að tegja sig yfir bátstokkin, kemur Hákarl og býtur á hendina þar, sko. Þetta bara hanta mig ennþá, þú veist, ég man þetta alveg vel. Ég er að googla það. Hann er í Dennis Quaid er í 3. Dennis Quaid. Hann er í 3. Já, hann er í 3. Þá hlutur Caine í 4. Já, Caine er í 4. Þá er hún konan bara ein eftir af fjölskyldinu og Hákarlinu hvað að reyna. Þetta var komið út í svona, já, þeir voru að reyna að græða á sig. Já, en þú veist, maður lágur að hvað sem vill. Jaws er einmitt mynd sem býður ekki upp á framhald. Nei. Þetta bara var one-off, maður. Já. Maður gæti alveg hort á 2, en þú veist, maður saknar svo mikið þessar karaktera. Þú veist, Roy Scheider, þú veist, Chief Brody, hann var ekki nógu sterkur til að, þú veist, hann gaman að sjá hann aftur, skiluru, en hann var ekki nógu til að bera þessa mynd og eitthvað svona. Það er ekki að sama. Það farið ekkert sama thrillið úr Hákarlinum í annar mynd og nummer 1, því að þú veist, þetta er svo óvænt og tala ekki út af vesinum sem að fylgdi framleiðslunni. Hvað hann er að draga á langina og sjáir Hákarlinn. Það er svo meira ógn, að því að það er miklu meira ógnveikjandi að þú er kannski brimbretti í sjónum og bara búm, að kemur eitthvað bara tundurskeit og neglir upp bara með kjaft sem getur glitt í einu bita, heldur þú í sjónum og sérðan koma, ok, ég sé hann koma, ég get brugðist við. Ekki það, hann get alltaf brugðist við. Nei. Það er svona óþægilega þetta óvænta. Og nummer 1 er að halda því svo lengi út af framleiðsluvesinni, en í nummer 2 bara, ég veit alveg hvað er að koma hérna. En svo líka, þú veist, með tunnurnar og það er svo geggjað í fyrstu myndinni. En svo, hlust, ég ætla að lesa upp fyrir IMDb lýsinguna á Jaws 2. Ok. Og reynda ránkóla ekki augunum. Ok. Police Chief Brody must protect the citizens of Amity after a second monster shark begins terrorizing the waters. Maður er bara svona, oh my god. After a second. Já, ok, þetta er bara sama. Þú veist, að gera framhaldsmynd. En það er því, í topplistanum mínum, þá er ég með að eftir 6, þá er með 3 sequels. Þú veist, það eru 4 Jaws, 4 Matrix og 3 Back to the Future. Já, það meira sem voru gerðar, framhald, já. Þannig að framhald er alltaf í lagi stundum, sko. En ég ætla ekki að segja að það hafi verið bætt endilega í Matrix, nýja Jaws, en mér varst Back to the Future geggjað að fá það 3 sko. Já, það er 3-leikur, en þetta Jaws kjaftaði. Ég kalla það Jaws, ég kalla ekki 3-leik, skilju. Die Hard er trilogy. Já, ég mynd. Die Hard er alveg trilogy. En ég er ekkert að spá í 4, 5, 6. Já, fyrir þér er það ekki til. Já, þú veist, þá ertu bara komið, ég kalla ekki sexlogy eða hvað maður kallar, sko. Þú veist, ég er ekki að djóka, þegar ég sagði þetta með þessa, þá var ég búin að gleyma að vera til. Svo bara allt í henni sagði bara, já, er þetta með 4, 5, 6? Það var bara ekki til í minna. Já, ég bara var þar, sko. Það eru 5, kallar minn. Er ekki komið 6? Die Hard? Já. Nei. Það var Justin Long. Og svo var 4. Já, svo var sonur hans þarna. Var 5. Var ekki 7. það? Það er bara til 5.
dagasmyndir. Já, ok. Við þurfum ekkert að gera fleiri. Nei, það geta hann alltaf ekki gert með honum greinum. Nei, kallt greinu. Herru, förum að slúta þessu bara. Yes, sir. Við erum búin að bladra svo mikið. Já, gaman að hitta það samt að þessu alltaf. Já, þess vegna svo langi þetta. Ég hitti bara félag að vera bara gegn podcast. Já, fólk bara, því kjósa alltaf hlusta á það sem vilja en. Þið sem kláruðu þennan þátt, fáið þvílíka virðingu frá mér og Ævari. Ertu með ykkur lokaorð? Bara takk fyrir það til. Herru, takk sem við leiðis, Ævar. Þetta var geggjað. Takk fyrir að koma. Já, var það ekki bara fínt? Þetta var geggjað, maður.